Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi sumar, þótt að sé nú frekar sumari hérna í Reykjavík, þar sem við tökum upp þessa þætti. En það er ekki ykkur að kenna, kæru hlustendur. Hérna í þættinum í kvöld verður áhugavert efni á dagskrá. Hérna aftast kemur Guðný Hallgrímsdóttir sem er sagnfræðingur. Ég ætla að ræða við hana Guðrúnu Ketilsdóttur sem að vinnukona alla sína ævi og skrifaði eða mælti fram ævisögu sína og sem að Guðný hefur verið að skrifa bækur og meðal hans verið að gefa út það rit á enskri tungu núna daginn. Ég ætla að ræða við Guðný Guðrúnu Ketilsdóttur sem hefur fylgt henni mikið svona aðferðirnar við að skoða líf einnar vinnukonu, hvað á það að segja okkur samtíma hennar eða jafnvel okkur í dag. Og svo ætla ég aðeins líka að ræða við hana það sem hún er að rannsaka í dag sem er stór bílið á Möðruvöllum í Eyjafirði og kannski sérstaklega Ragnheiði Skeving sem rak það bú og allar þær konur sem unnu hjá henni, vinnukonur bæði innan hús og utan. Þetta er svona hluti af því sem hefur verið að gera hérna í sumar við Rauðaborðið, að horfa þess aftur og leita upp í kannski týndasögu, ykkur aðra sögu en alltaf verið að halda að okkur og við höfum verið að reyna að lifa innan. Kannski þurfum við aðeins að stækka þá sögu, fá fleira fólk inn í hana sem kannski líkar okkur og skildari. Lára Magnúsdóttir, hún er líka sagfræðingur, hún er líka sérfræðingur eða menntuð í íslenskum fræðum. Hún skrifaði grein í skýrni Ríkisútvarpið, þar sem hún fann ýmislegt var að halda því fram að svona stjórnkerfi Ríkisútvarpsins væri ekki byggt upp til þess að halda utanum sem að þó eru skyldur stofnunarinnar eða opinberra hlutafélagsins, hvað svo sem Ríkisútvarpið er. Það var ekki búið til þess að halda utan markmiðin samkvæmt lögunum því að stjórn Ríkisútvarpsins ræðir ekki dagskrána og dagskráin er eiginlega tilefni til þess að Ríkisútvarpið sé til. Það ræða þetta við Láru hér á eftir og spjalla kannski svolítið Ríkisútvarpið sem að í hugum margra er kannski fyrst og fremst Rás 1 í dag. Það er svona gamla menningarstofnunin, flestir tengja við það. Það ætlum aðeins að ræða það ég og Lára Magnúsdóttir hér á eftir. En áður en að kemur að því að þá ætla ég að halda hér pólitískan fund með fólki svona héðan og þaðan úr pólitíska ritrófinu. Kemur til mín Sunna Valgerðardóttir sem er starfsmaður þingflokks VG. Sigmundur Ernir Rúnarsson sem er blaðamaður og skáld og rithöfundur en var tíma þingmaður Samfylkingarinnar. Tómas Ellert Tómasson var bæjarfulltrúi fyrir Miðflokkinn og starfar þar innandyra og Þórður Pálsson sem er eiginlega gengur á milli ýmiss konar umræðuþátta og hlaðvarpa sem óanaður sjálfstæðismaður. Þannig að við ætlum að ræða aðeins stjórnmálin, reyna að ræða kannski þau svona með svona breiðari penslum. Við ætlum ekki að fara ofan í svona einstök mál sem að döguðu upp eða voru afgreidd í þingslok. Þetta er svona hvert stjórnmálin er að þróast. Hvað veldur því að almenningur hefur minni trú á stjórnmálunum en kannski fyrir 20-30 árum síðan og hvað veldur því að fylgið er að fara frá flokki Þórðar og Sunnu yfir til flokka Sigmundar og Tómasar. Kemur allt í ljós hér á eftir hvernig svo umræða verður. Ég býst við að vera fjörug og skemmtileg. Þetta er prógrammi sem við ætlum að bjóða upp á við Rauðaborðið í kvöld. Hvet ykkur til þess að hlusta en áður en að ég hleypi gestum mínum ætla ég að minna á að samstöðin hefur verið byggð upp af ykkur á horfendur og áheyrendur góðir. Mörg ykkar hafa kosið að gerast áskrifundur, borga 2.500 krónur á mánuði til samstöðunar og taka þar með þátt í því að byggja umræðu vettvang og fjölmiðil. Ég hvet ykkur til þess að þið sem ekki hafi látið verða að því ennþá að íhuga hvort það sé ekki snjallt að fleiri taki sig til þannig að við getum haft samstöðuna ennþá öflugri og ennþá kröftugri en hingað til. Við upplifum það sem að vinnum við þetta og heyrum það á gestunum okkar og svo bara þar sem við förum bæinn að heyrum viðbrögð hlustenda og áhorfenda að það hefur gengið vel hingað til og það verið gaman að sjá hvað við getum gert ef við fengjum ennþá meiri stuðning. Pæliði því, gerist áskrifundur, þið farið þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getið þið skráð ykkur. En þetta voru nú skilaboðin mín í kvöld. Ég ætla aðeins að hleypa öðru erindi en svo kemur hingað að Rauðaborðinu fólk sem að brennur fyrir stjórnmálinu, veit ekkert skemmtilegra í lífinu heldur en að tala pólitík eftir augnablik.
Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það pólitíkin sem við ætlum að ræða núna, svona kannski tilefni þess að það er búið að senda þingi heim, en það er nú alltaf gaman að tala um pólitík. Það er svona ákveðin tímamót og ég ætla að fá hingað fólk til þess að spá svona kannski í svona hina breiðari línu stjórnmálana, hvað er verið stödd, og við fengið hingað frábæran hóp. Hérna er Sigmundur Ernir Rúnarsson sem er blaðamaður, skáld, rithöfundur. Fyrrverandi þingmaður Samfylkingar. Það er rétt. Og hér er Tómas Ellert Tómasson sem er byggingaverkfræðingur, fyrrverandi bæjarfulltrúi Miðflokksins og innsti koppu þar í búri. Já, alltaf því. Sunna Valgerðardóttir, starfsmaður þingflokks VG. Já, fyrrverandi blaðakona. Rétt. Það er ekki leiðilegt að vera fyrrverandi blaðakona. Nei, það er gaman. Þórður Pálsson sem er vinnur hjá Sjóvá við að fjárfesta fyrir þá digru sjóði sem þar eru. Ég veit ekki hvað starfið þetta heitir, hvað heitir það? Forstöðumaður fjárfestinga. Forstöðumaður fjárfestinga. Og þú ert sjálfstæðismaður. Já. Og frekar svona óanaður sjálfstæðismaður undanfarandi misseri. Ég hef heyrt stundum í þér. Já, ég er svona... Þú ert ekki ánægð með þinn flokk? Nei, ég er svona almennt séð mjög ánægð með lífið en ég er ekki ánægð með sjálfstæðisflokkinn. Sunna, ert þú ánægð með VG? ég held að það eigi allir svo litið flókið samband við VG. Ég er að vissuleiti mjög ánægð vegna þess að þú veist, í grunninn er þetta bara stefna sem að ég aðhyllist og þessi grunngildi sem að flokkurinn var stofnaður á þarna back in the day. Nú er ég fyrrverandi blaðakona þannig að ég má bara sletta eins og mér sýnist. Það er ekki málfarsráðundur hér. Engin málfarsráðundur hér. Kannski, ef að verða fleiri sem gerir ásköfundur hérna, þá kannski verjum við peningunum í það að hafa málfarsráðundur. Kannski. Nei, en sko, þú veist, þessi grunngildi sem að eru bara félagslegt réttlæti, umhverfisvernd, friður og kvenfrelsi, ég held að við séum bara flest svo litið með því, sko. Já, en þú ert uggandi þinn flokk, alveg eins og Þórður er með sinn flokk. Eðlilega er ég það. Þetta er svona aðdragandi að því að hérna eru tveir menn sem ég held að sé bara rosa ánægð með sína flokka. Sigmundur, þú ert ánægð með Samfylkinguna? Já, ég ánægð með Kristrúnu, ánægð með málefnastarfið sem er mjög öflugt og þessari svona breiðu sín sem flokkurinn státar af þessa dagana. Samfylkingin var á köflum. Breiður sem ekki frekar þrengri sín. Nei, það er bara fólk að segja svo floknum að því að rúmast ekki að inni lengur. Það er alltaf bara eðlilegasti hlutur í heimi að fólk skiptir á milli flokka. Ég meina, fólk skiptir skoðun. Það er bara heilbrigðasti hlutur í heimi. Flokkurinn skiptir skoðun. Já, sko flokkurinn er bara... Ef við myndum spyrja þetta fólk sem er yfirgefa flokkin, þá myndum að segja að við skiptir ekki skoðun, flokkurinn skiptir skoðun. Ég get ekki til með séð að flokkurinn sé sko mannfjandsamlegri í sinni framkomu heldur en hefur einhvern tímann verið. Ég meina, útlendingamálin er náttúrulega bara mjög heitur málaflokkur þessi dagurinn og það eru meira með allar þjóðir í Evrópu að endurskoða afstöðu sína til þessa málaflokks vegna þess að hann er ekki lengur sjálfbær í ríkjum Evrópu og það eru sko beðilegt að menn horfi til þessa málaflokks og að hún sé sko það sé almennilega tekið á honum. Það sé sko farið... Ríkin er ekki sjálfbær án innflytjenda. Nei, ekki heldur. Og það er náttúrulega stærsta áskorun sem blasir við Evrópuþjóðum. Við sjáum til dæmis að það eru 7 milljónir Tyrkja í Þýskalandi. 7 milljónir Tyrkja í Þýskalandi. Og þetta er ástæðan bara einfaldlega svo að það vantar sífellt verkafólk og iðnverkafólk til þessara landa. Ég held að vanti núna 1000 rafvirki á Íslandi, svo dæmið sér tekið. Þannig að sko þetta er óbóðslega flókin mynd. En aðalatri er að þessi mál séu sjálfbær í hverju landi. Þannig að löndin, samfélagin taki á móti jafn mörgu fólki og þau ráða við. Ef þau gera eitthvað meira en það, þá er það til hnjóðs fyrir þá sem koma og þá sem eru til staðar í landinu. Þetta er stóra myndin, en hún er náttúrulega miklu flóknar en þetta. En þetta er bara einn af þeim hlutum sem eru í deiglunni hjá Samfylkingunni og öðrum flokkum. Langaði aftur inn á þing? Ég útilokka ekki neitt. Ég hef náttúrulega alltaf haft óbúslega gaman af... Það þýðir já.
fyrir þá sem ekki skilja þegar maður spurður allra þing og ekki útfylgingni þýðir já. Ég hef óbúslega gaman á þjóðmálum. Ég skrifu þjóðmál í hverju viku og þetta var alltaf heilla mig alveg frá því ég bara var strákur í barnaskóla á Akureyri og gátt skólablað, 9 ára gamall drengurinn. Og svo líka bara gaman að taka þátt í lýðræðislegu starfi og það sem ég vil segja að því við sitjum við þetta borð 4 einstaklingar, 5 með mismunandi skoðanir. Það sem hefur ferið alveg sérstaklega í taugarnar á síðustu árum það þetta minnkandi umburlendi gagnvart ólíkum skoðanum. Ég fagna því að það séu til hægri menn, miðjumenn, vinstri menn, fólk sem getur talað saman, deilt skoðunum grætt hvert og öðru. En við höfum ekki verið að hafna skoðunum. Það á að vera til góð hægri skoðun, vinstri skoðun, miðjuskoðun í hverju lýðræðislegu samfélagi. Svo að virki lýðræðislega. Þetta er bara það sem að gerast og hefur verið að gerast bara síðustu kannski 5 ár mest. Og mér finnst þetta óþolandi. Hvað að gerast? Þessi polarisering. Það er bara... Það er rétt skoðun og röngskoðun. Og þetta aftur, echo chamber. My way or the highway. Já, það er líka þessi trúarofsis, ég held að skilji komið fram í því að fólk lítur ekki lengur og skoðanir heldur sem gildismat heldur sé til einhver rétt skoðun og röngskoðun og það er ekki minni skoðun að þá það bara vegna þess annarkvort að þú ert svo óbáslega vitlaus að þú átt ekki skilja að taka þátt í umræðinni eða þá þú ert svo illur að við þurfum að losna við þig þannig að þetta en ég held reyndar að og mér finnst núna þegar sem merkir þess að þetta við sittum náttúrulega alltaf uppi með eitthvað illt fólk og vitlaust. Jú, en það miklu minna eldra með höldum og fólk nú svona flest ágætt inni við beinið en jú, það til fólk sem með anslíkra skoðanir, það mjög fátt og svo skýris að þessi í því og þetta svona polarisering og svo mikið fara, það engin vaf og því að þetta í báðar áttir að ef fólk með einhver óhefðbundna vinstri skoðanir þá það næsti bær við Pol Pot og ef það til að mynda það ræðir eins og fyrir nokkuð ár síðan bara svona skynsemi eins og Sigmundur Ernir gerði um útlendingamála þá það bara komið í lið með Hitler þannig að þetta og þá náttúrulega verið gengisfella svo þessa lærdóma sem við getum dregið af sögunni og af þessum hugtökum og þessu hugtök missa alla merkingu en ég og þetta var mjög slemmt fyrir bara fyrir örfáum árum síðan ég held að þessi bylgja sé að hníga. Já, ég ætla að koma Tómasi að því ég var að tala að þau var ekki svona örugg með sína flokka. Samfylkingin mælist núna með 30%, var með undir 10% í kosningum. Miðflokkurinn var með rétt slefaði við 5%, mælist núna í 13,5%. Það eru bara 4,5% eins og maður geti sagt á milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins. Það dreifur sannarlega á og milli og minkar bíli á milli þessar flokka í fylgi sem kannski ósköp skiljalegt en að þau varst að spura áðan ég held að kannski maður þetta rétt upp hendi maður þetta fá orði það gekk á milli að þryggja en hér gildi bara frekjan Já, gildi bara frekjan, það ágætt ég óbúslega frekur og stjórnsamur þannig að það ágætt en varandi það hvort að fólk inni sé ánægt með sína flokka þá hef ég verið afskaplega ánægð með miðflokkinn og það sem að Bergþór og Sigmundur Davíð hafa verið að gera á þingi síðastliðin 2 ár eftir COVID-ið og með þess að komið málum á dagskrá og heyra það bara orðræðinu hér í Sigmundi Erni og yfir borðið að komið ýmsum málum á dagskrá sem að þarft var að ræða áður en stefnir í óefni kannski og ég hef verið afskaplega ánægð með störf þeirra tveggja, það er verið mikil þyngd í því sem að vera að segja. Þeir hafa verið mjög nálað bara grunnkjarnastefnu Miðflokksins sem var sett á stað á hausti 2017, í október 2017. Ekki verið látið að dragast út í einhverja drullupolla umræðu einhver málefni sem að kannski skipta ekki öllu máli en skipta jú einhverja máli en svona í stóra heildarmyndinni ekki, að mínum mati. Og og eins og segi, ég hef verið afskaplega ánægður með hvernig þeir hafa komið fram núna síðastliðin 2 ár. Það Sigmundur náttúrulega ótrúlegur stjórnmálamaður og það ótrúlegt
að 2 manna þingflokkur hafi einhvern veginn náð þessari sveiflu og þessari siglingu sem þeir eru á núna. Hann nánast meira áberandi heldur en þingflokkur sjálfstæðismanna. Það fær náttúrulega aðstoð frá sjálfstæðismönnum sem hafa svolítið sagt að áherslumál Miðflokksins séu meginmálin sem við eigum að ræða. Þeir eru samt ekkert með aðstoð út á við frá sjálfstæðisflokkum. Þeir eru bara þeir eru bara 2. Bjarni Ben hefur svolítið spilað þetta upp í hendunar á þeim með því að taka upp áherslumál Miðflokksins og segja að það séu mikilvægstu málin sem við eigum að fást við. Sem er meint stjórnleysi við landamærin. Við þurfum að virkja meira. Og við þurfum að ná niður verðbólgunni sem að þýðir að ná tökum á ríkisfjármálum, en Bjarni getur ekki orðað þannig vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er svo slæma stöðu. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega verið við völd allan þann tíma sem það hefur verið hægt að laga þetta. Ég veit það, en mér finnst að Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á og þess vegna finnst mér eins og forustan hægra megin hafi flust yfir til Miðflokksins. Að Sjálfstæðisflokkurinn er raunverulega ekki með forustu hægri aflan á Íslandi. En allt þetta fylgi sem er að koma til Miðflokksins að fara frá Sjálfstæðisflokknum? Það þannig? Það er ekki þannig. Það er meira þess að kemur óvart. Kemur mér ekkert endilega óvart en að við erum með töluvert fylgi frá yngra fólki líka. Maður hefur sýnt sig að... Kemur það óvart? Já, með við orðræðuna, miðaldir gamlir kallar hvítir, skilurðu, en það er virkilega ánægilegt að sjá það að við hefum góða stuðning úr á yngri kynslóðinni og þeim er greinilega umhugað land og þjóð eins og við í Miðflokknum og þú veist, ég tel mig bara að vera svona venjulegan Íslending og sem er andum land og þjóð, fullveldi og byggðastefnu og byggðamál og samgönguinnviði og slíkt, Eru til ungir Miðflokksmenn? Eða þú veist, er eitthvað félag? Það Sunna er líka til þessi bara venjulegan Íslending sem er andum land og þjóð, eða ekki? Jú, mér er andum alls konar, Já. En bara varðandi það sem þú að segja, með Miðflokkin, hvort hann hafi tekið við af Sjálfstæðisflokknum. Og núna kannski er ég ekki besti málsvari Sjálfstæðisflokksins, þar sem ég er óanaði með margt þar og ekki virkur í flokksstarfi. En ég vil nefna það Miðflokkin að þeir hafa verið að leggja áherslu á þessi mál sem ég myndi kalla væri í mínum huga eru neikvæðmálin en eru mál sem að eiga að vera í lagi. Ég meina að Sigmundur Davíð hefur stigið mér fast inn í svokölluðu menningarstríð sem við illu fluttum inn frá Bandaríkjunum en hann hefur staðið vaktina þar og þeir hafa verið meira ábyrgandi í útlendingamálum en það sem ég held að fyrir hægri flokk til þess að halda erindi sínu að þá eiga hægri flokkar að þeir eiga að vera málsvarar atvinnulífsins eða atvinnufrelsis, uppbyggingar, ráðdeildar í ríkisrekstri og þar hefur nú reyndar ekki séð Miðflokkin frekar en Sjálfstæðisflokkin og ég held að við sjáum þetta á þinginu er það þar megin og við sjáum þess að nýju tegunda hægri sem er að koma allstaðar í Evrópu núna sem ég kalla þetta að reiða hægri sem við sjáum núna vera í Evrópu og ná góðri kosningu núna til þess í Evrópukosningur og þó hún hafi ekki verið afgerandi og margir héldu eða óttuðust. Þetta eru flokkar sem hafi í raun og veru tekið yfir hérna sósíaldemókratísku hefð sem að standa vörðum velferðarkerfið. Þeir vilja mikla eyðslu eða vilja standa vörðum kjör aldraðara að ríkið sjáum þá og við sjáum til að mynda allar rannsóknir í Danmörku og danski þjóðarflokkurinn hann tekið langmest frá sósíaldemókrútum og þess vegna fór sósíaldemókratunir og völduðu þá stöðu. En er ekki í sérlega góð stöðu núna? Þeir mælast núna að aldrei verið minni sósíaldemókratin í Danmörku, heldur en núna. Þannig að þessi boðsögn á Íslandi að Metti hafi bjargað sósíaldemókratunum eða taka upp stefnu danska þjóð. Þú verður að horfa á þetta í samhengi að allir leiðtogar í Evrópu og í heiminum að þeir eru í sögulegu lágu fylgi þetta approval rating sem er gert og byrt hjá fyrir nánast alla leiðtoga það er Meloni og hvort það sé Orbán sem er einu leiðtogarnir sem eru með einhverja vinsældir í heiminum og Milei, þetta er allir leiðtogar eins og Joe Biden hann er óvinsælli heldur en Trump var eins og mikill gallagripur hann var og Trump var þá óvinsælustu forsetinn sem hafði verið fram að þeim tíma þannig þetta er bara annað trend sem við erum að sjá í heiminum og ég held að það tengist svo miklu leyti þessari
populistabilgi sem við sjá í heiminum, að þetta sem að þessi konsensus sem verið í heiminum og kannski þetta sem að kalla Washington konsensus var hluti af, að það hefur ekki skilað því sem að það sagðist alltaf geta. Sko, þetta samt ekki líka, þú veist, eins og svona skoðanakannanir ertu óánægður eða óánægð með viðkomandi forseta, ekki fólk líka bara óánægðara yfir höfuð alltaf? Jú, traust á öllu stofnunum hefur minkað og það ekki gott. Hvort það þannig að fólk bara verða svo frekt og leiðilegt að það rosalega óánægt með stjórnvöld eða getur að verið að stjórnvöld séu bara farin að stýra löndunum ekki í takt við vilja almennings? Og þess vegna uppskýrðu minna traust. Já, ég held að ég með þriðja möguleika sem ég aðhyllist, það það að stjórnvöld og sérfræðingaveldi sem að núna stýrir öllu, það hafi lofaði bjarminn á sér, það hafi sagst geta verið með þess bara nákvæmlega réttar og vísindalega lausnir á öllum vandamálum og síðan hefur það ekki staðist og ekki gengið eftir. Og líka misvísandi alls konar upplýsingar og alls konar gagnsæi og alls konar sem að við erum að fá núna sem við fengum ekki áður og eigum að einhvern veginn vinna úr þessum upplýsingum án þess að vera í rauninni fær það, hvernig ríkisfjármálin, hvernig það virkar til dæmis að reka stofnun sem heitir Bandaríkin, skiljiði. Og við höldum kannski, eða Bandaríkjamenn halda að þau hafi alls konar forsendur til þess að vera æðislega óánægð með þetta og þetta. Ég hefði nú gert þetta svona hinsegin, þú veist. Eitthvað sem að maður hafði ekki aðgang að áður og svo náttúrulega alls konar upplýsingaóreiða og allt þetta. En þú veist, en svo líka bara það sem að gerast núna til dæmis í Bandaríkjunum sem að fáránlega merkilegt og ég skil ekki hvernig þetta getur átt sér stað að skoðanakannanir á milli Biden og Trump þetta bara nákvæmlega 50-50. Þú veist, bara 300 og eitthvað milljóna þjóð skiptist bara svona. Akkurat niður í helminga. En síðan eru þetta hægri, þetta reiða hægri sem þú varst að tala sem þau voru að gefa út eitthvað manifesto Project 25 eitthvað, hafið þið heyrt það sem að í rauninni bara svona aðgerðaráætlun hægrisins komist Trump til valda 900 eitthvað blaðsíður sem að svona ef maður fer eftir því hvernig maður skannar þetta, hvort maður skannar þetta í gegnum einhverja vinstri miðla eða svona mainstream media. Þú veist, það alls konar sem bara svona eðlileg hægri stefna, en síðan kemur bara svolítið svona eins og bara út úr Handmaid's Tale, Þú veist, bara að getnaðarvarnir gerðar ólöglegar, endurskoða rétt kvenna til þess að kjósa, þú veist, allt svona. Og það einhvern veginn, svona fyrir nokkrum árum, þá hefði ég hugsað að þetta myndi aldrei, þetta bara eitthvað rant í einhverju liði, í einhverjum kjallara einhverstaðar, ekki í Washington, en þetta eru bara mjög vel fjármögnuð og samtök komin einhvern veginn þar sem að sprenglært fólk sem hefur unnið lengi í pólitík í Bandaríkjunum hefur búið þetta til og gefið þetta út og þetta stefnan okkar þegar og ef Trump kemst til valda. Talibana tilhneiging. Ekki tilhneiging, bara þú veist. Þetta náttúrulega eðlileg viðbrögð ef þú vilt banna innflytjendum að koma til landsins að þá verður að banna getnaðarvarnir til þess að fjölga fólkinu. Annars deyja Bandaríkin út. Já. Þetta bara þannig. Þú getur ekki sagt A á þess að segja B. Með mig. En ég held reyndar að ég skal nú ekki fullera með alla þessa jaðra, en ég held að innflytjendamál, það ekki stóra ásetningsteinn og sérstaklega ekki á Íslandi, eins og þú segir, hagkerfi gengur á þessu, það sem alltaf hefur gert allt, skapa alla þessa úlfúð, að það eru flóttamenn og í Bandaríkjum þessi ólögulegu innflytjendur, þú ert með annars vegar ertu með það ákveðið skilgreint ferli og þú kemur inn í Bandaríkin og þú uppfyllir ákveðin skilyrði og hins vegar ertu með þá sem að bara fara
yfir landamærin í Mexíkó sem algjörlega Milljónir í Bandaríkjunum sem eru með þessa stöðu og Bandaríkjumenn lifa á því að hafa fólk sem réttindalaust. Það sem þetta blasir við, hvort heldur þar eða hér, það þarf að koma skikki á þetta og skikk þýðir ekki að það þurfa að loka. Skikk þýðir það að ef eitthvað sem verið að hleypa inn í milljónum manna í Mexíkó og hlutið þeirra og nokkuð stór hluti kemur inn gegnum Mexíkós glæpagengi ekki bara miklu eðlilegra að það sé ef menn vilja hafa kvóta og Bandaríkjamenn vilja kvóta sér þetta eins og það gert yfirleitt í gegnum tíðina ekki bara eðlilegra að það farið og bara sinn feril og menn bara viðurkenni vandamáli frekar heldur en að loka augunum og hafa þetta stjórnlaust. Ég veit ekki. Það finnst mér. Það er eitt í sambandi við innflytjendamálin að þau eru notuð í pólitísku umræðu. Það er engin að benda okkur að lausnir af því. Þú nefndi dæmi í Danmörku, það sem að stemmingi var bara svo að það var bara flokkandi reynda að yfirbjóða hvern annan að vera harðir í þessu. Það bætti ekkert Danmörku með því, en það bara bætti, þetta var bara sjálfstætt umræðuefni í pólitík án þess að menn væru raunverulega með eitthvað plan hvernig þetta vera. Það bara seldi það að vilja hörku í innflytjendamálum, þá fekk ég atkvæði, en hvort að það myndi leysa eitthvað vandamál eða væri til einhvers. Það snýst ekki það vegna þess að það var menningarstríð og það snerist það að ég þurfti að bjóða upp á andúð gagnvart innflytjendum til að fá atkvæði. Það er ekkert andúð gagnvart innflytjendum og þetta hefur ekki snúist innflytjendur, þetta er flóttamenn. Menningarstríð? Nei, ég skil ekki alveg umræðu því að það sem að náttúrulega... Þetta er hugtak sem er notað... Já, ég veit að sko, þú veist, ég vil miklu frekar að horfa á þetta í þeirri mynd til dæmis eins og með okkur Íslendinga að við höfum bara ekkert innviðið eða eitt eða neitt til að taka móti miklu fjölda á flóttamönnum með innflytjendum. Við höfum alltaf innviðina til að... Hvað viltu gera? Þetta loka ferðarþjónustunni eða byggingabransanum? Þetta er svo þarf að vera sjálfbær. Það sem að hefur gerst er náttúrulega það, þetta hefur verið sko... Hvernig verður að byggja íbúðir? Að þetta hefur verið stjórnlaust. Það hefur ekkert verið stjórnlaust. Alltaf því og umræðan hefur verið 54% færri hælisleitendur á þessu ári. Þetta er svo hættulegt að segja þetta. Þetta hafi verið stjórnlaust. Má ég ekki klára þetta? Þú sagði stjórnlaust og ég bara benda á að það eru 54% færri hælisleitendur á þessu ári en var í fyrra. Er það stjórnlaust? Ég sagði alltaf því stjórnlaust. Það er ómikið álaga á innviðin okkar hérna. Bæði sko velferðarkerfið, menntakerfið. Út á hælisleitendum? Já, meðal annars. Út af fjölgun? Já, líka. Það vegna þess að stjórnvöld hefur mistekist að byggja upp innviði. Út af því að við erum alltaf að verða eldri og eldri, skilur. Og halda við líka innviðunum. Ég meina, Hvaða innviðum? Innviðum? Já. Við höfum til dæmis ekki byggt eitt eða neitt til að bjarga biðlistólum til dæmis á landsan. Þú veist bara hvað sem að tekur þar við, skilur við. Við erum að byggja nýja landspítala. Bara rosalega stóra nýja landspítala. Hvað tekur svo við? Hvað tekur svo við eftir það? Snýst þetta hælisleitendur og flóttafólk? Skólarnir ráða ekki við hælisleitendur. Leikskólarnir Reykjavík geta ekki tekið við börnum sem þau lofuðu að taka við. Eða að stoppa fæðingar? Eða bara byggja upp leikskóla? Nei, við ætlum að byggja upp hvortveggja en til þess að fá inn í skólana mörg börn sem að tala enga íslensku, tala enga ensku og þurfa mikla aðstoð. Það bara skólakerfi ræður ekki við þetta og það er það sem að starfsfólk þar segir. Þannig hefur þetta verið stjórnlaust. Það verður að stoppa, það verður stjórnlaus uppbygging ferðarþjónustu sem við verðum að stoppa. Nei, ferðarþjónustan kallar ekki á hælisleitendur. Íslendingar eru búin að, til Íslands aðflutt fólk að vinna. Ég man ekki hvort þetta er 60 og 70.000 á cirka 10 ára og þetta hefur bara gengið bara mjög vel en síðan er það þessi litlu hópur sem hafa verið hælisleitendur sem alltaf koma hérna frá öruggum löndum og það er það sem gengur illa en þar með er ekki sagt þar með er ekki sagt að við ekki taka vinninni hælisleitendum heldur á það bara ekki vera þannig að ef fólk næður að klukka landamærin hérna tala ekki með að hendi vegabréfinu sínu kemur frá öruggum landi kemur hérna minnst að við höfum byggt upp eitt besta velferðarkerfi heimi að það er sjálfkrafa öðla sér þetta er ekki eitt besta velferðarkerfi í heimi ef við viljum aftur á móti hjálpa fólki að þá höfum við stjórna sjálf með hvaða hætti við gerum það Þú ert bara að segja alls konar sem er ekki rétt Þetta er ekki eitt af bestu velferðarkerfum í heimi Nei Jú, Ísland er eitt best heppnaða ríki sögunar
Já, það svoleiðis. Já, það bara þannig. Ok, og Ísland... Ástand þínu Norðurlöndum. Spurðu unga fólki sem að kaupa sér íbúðir. Og Ísland fyrir Íslendinga þá og hingað að koma fullt af... Var það auðveldara þá? Nei, og hingað að koma fullt af hælisleitendum frá örugum löndum sem að setja skólakerfið okkar á hliðina. Þú varst að segja það? Já, það ekki flogið frá neinum örugum löndum Íslands. Það kemur alltaf í gegnum önnur örugum lönd. Þórður, af því að tala álagi sem á skólanum vegna þess að börn eru ekki með íslensku sem móðurmál á heimili sínu. Ég hef talað mikið við til dæmis Fellaskóla og talað við fólk sem með börnin sín þar og talað við skólastjóran og eitthvað fleira. Það ekki vegna hælisleitenda. Það vegna þess að í Efra-Breiðholti þar sem ódýrsta húsnæðið í Reykjavík, þar sem hefur alltaf verið, þegar ég var barn þá var þetta fátækrahverfi, eða eins og það heitir, þar sem fólk með og núna erum við búin að skipta út láglauna fólkið, að hálfu leyti erlent vinnuafl, kemur annars staðar frá og þau eiga börn og þau gangi í skólan og nú það þannig að það eru 85% af börnunum sem eru ekki með íslensku á sínu heimili og það veldur því að það gengur hægar að kenna þessu krökkum íslensku vegna þess að skólalóðin ekki aðstoða, heimilið ekki aðstoða, þannig þau eru lent í einhverjum sérstökum vanda. Þetta tengist hælisleitum bara 0. Þetta tengist bara vexti. Hvernig tengist þetta hælisleitendum? Ekki neitt. Þú ert að tala afmarkaðan hlutavandans, ég að tala annan hlutavandans. Já, sem á ekkert skylt. Þú ert bara að tala fólk sem ekki Íslendingar að uppruna. Reyndar hefur Samfylkingin lagt til að við stoppum vöxt ferðaþjónustunnar. Það eitt af því sem Kristján sagði. Ég hef skrifað líka í þá veru vegna þess að það eiga engar atvinnugreinar að vaxa of hratt á Íslandi. Það bara ávísun á vandræði. Hún ekki bara að sjá það sjálf? Jú, hún að sjá það sjálf og ég til dæmis hef talað fyrir því og skrifa í þá veru að ferðaþjónustan verður að vaxa svona í nokkurn veginn í samræmi við þá innviði sem við höfum og í samræmi við það orðspor sem við viljum hafa af landinu út í löndum. Núna blasir við alvarleg ferðamannamengun á vinsælustu stöðum okkar. Ég var nýverið á Gullfossi og þar var kjaft tróðið. Það var varla ég kæmist inn með lappirnar. Það færðar ekki að mér að fara á Gullfossi. En mér finnst ég alltaf vera að sjá núna einhverja fréttur að Ísland sé þetta úr tísku og allir séu svo hræddir út af einhverjum eldgosum. Og ég að fá fólk til Íslands utan á heimi sem hefur aldrei komið til Íslands núna í sumar og ég kom með kvíðbúa nú þegar við að fara með það til Geysis, Gullfoss og Þingvellir. Líka bara vegna þess að umhverfis áherslu á Íslandi hafa bara verið kólranga. Já, svo höfum við líka að spá í þessu með loftslagsmálin. Við erum að gera fína hluti þar. Förum við að skoða fráveitamálin, sorpförgunina. Akkur ekki tekið til þar. Einu staðarinn sem nokkurn veginn lægi fráveita á landinu hér á höfuðborgarsvæðinu. Út á landi erum bara í henglum. Svo að fara að koma líka stór kostnaðarpakki núna á íslenska þjóð. Það það að hitaveituvæðingin var náttúrulega á milli 70-80. Þær lagnir eru allar komnar á tíma. Það að fara að endurnýja hitaveitulagnir víða. En þetta ekki saga hörnun innviða frekar heldur fjölgu fólks? Við getum ekki sagt að fólki á Selfoss að þetta kúka. Við erum bara að laga fráveituna. Já. Sérstaklega ekki eftir nýju matvæluna. Hvað, ég skildi ekki alveg þess að tengingu, skilur. Ég að segja, þetta... Lausnin ekki svo að fækka fólki. Nei, þetta eina lausn með svo... Sögnum við ekki að Íslands... Þetta eina lausn, eitt af því sem við þurfum að leysa. Það eru fráveitumálin, sorpmálin. Það er risapakki. Hvers vegna mistum við fókus á því að byggja innviði? Akkurat. Við höfum fókus á því 100 ár. Já. Svo allt í einu bara eins og stjórnvöld ráð ekki við að byggja upp húsnæði fyrir fólk svo að þessi örugt og ódýrt húsnæði í Íslandi. Hvað gerðist eiginlega? Það eins og við kunnum ekki telja börni sem þurfa að fara á leikskóla eða gamla fólki sem þurfa að fara á hjúkrunarheimili. Það svona margföldunaráhrifin einhvern veginn. En við gleymum okkur í einhverju málefnu sem að skiptar ekki grundvallar máli. Við kunnum að telja, ég held að vera þeir sem að fara með stjórn landsins, telja það ekki vera sína ábyrgð. Nei, einmitt. En stóra myndin, því þú spurður pólitíkin á þann. Já, og við erum að tala pólitík. Að það hefur óðbóðslega mikið breyst á okkar ævi í pólitíkinni. Sigmundur Afi sagði einfaldlega að uppskriftin á lífinu var að vera bjartsýnn á sér í góða konu og kjósa Framsóknarflokkinn og hann kaus Framsóknarflokkinn alla sína tíð. Þannig voru afar okkur ömmur. Það fekk góða konu líka. Það voru, einmitt já, og náði sér mjög góða konu, blessunlega, hann Sigrúnu. En þannig var líf manna.
stór hluti af þjóðinni sagðist ekki vera pólitískur og kjósa sjálfstæðarflokkinn fyrir vikið. Þannig var líf okkar Íslendinga. Menn voru fæddir inn í flokka, skiptu við ákveðna verslanir, fóru aldrei á SO eða önnur bara á Skeljung og svo framvegis eftir flokkum. Menn fóru... Voru bensinstöðvarnar flokkaskipta. Og sendi mútið í búð til að skipta. Maður frekar að kera bílinn bensinlausan. Lífið var svona. En svo núna í dag þá segja sumir að það sé komið meira los á pólitíkina. Ég fagnaði það skulle vera 8 flokkar frekar en 4 á þingi. Ég vil bara hafa fjölbreytni í skoðunum, fjölbreytni í afstöðu til lífsins og þetta vilja margir túlka sem svona lausung í samfélaginu. En gerir samt, nú bara ég forvitin og bara, þú veist, eftir því sem að verður meira los eða fleiri flokkar, verða þá ekki skoðanirnar meira einhvern veginn líkar eða, þú veist... Jú. Þú veist, með fjórflokknum þá var þetta svona, þú vissir að hverju þú varst að ganga og þetta einhvern veginn svona... Svo er annars, svo ég botni bara þetta að, gott og vel, sumir kallar þetta lausung, það eru konar fleiri skoðanir, fjölbreyttari ásýnd stjórnmálana. Sem að segja ekki fleiri skoðanir. Já, við skulum sjá til. Nei, ég er að velta þessu. En svo er annað sem hefur gerst, frá því að við vorum með mjög afgerandi flokka, sumpart, fjórflokkin á sínu tíma. Kvennarhreyfingin kom svo inn í þetta fjórflokkakerfi og splundraðinni, blessunarlega á sínu tíma og breikkaði ásýnd samfélagsins. En það sem er líka gerst er að stjórnmálaflokkar hafa svolítið kafnað undan embættismannaveldinu í landinu og hafa ekki getað hrint sínum stjórnmálaskoðunum í framkvæmt. Þetta koðnar allt inn í kerfinu sjálfu og ég gleymi því ekki þegar ég var á þingi og þurfti að skera niður bara upp að öxlum í útgjöldum ríkisins. Hverju var það sem sluppu manna best og þurfti ekki að skera neitt niður? Það var embættismannaflokkurinn sem ræður alltaf mestu á Íslandi og fyrir vikið, og hann er orðinn svo ráðríkur í dag, að stjórnmálamenn sjálfir, ráðherrar, flokkar, gamlir og nýir, kom ekki sinni pólitík að. Nú hefur alveg svo nafnið en dag. Og það sem er að gerast, er að það skiptir ekki máli hvort að þessir flokkar eru við völd, vegna þess að það verður til bara einhver móðsuða og engin pólitík. Sigmundur Davíð sérstaklega. Ég vil bara segja það að við Sigmundur Davíð erum perluvinir og við berum virðingu hvor fyrir aðrum í pólitískum. Ætlaðu að spyrja hann, hvað er það við sjálfstæðisflokkinn sem að þú ert óánægð með? Það er alveg búið að svara og ég held að við komum aðeins á þann út úr að segja hvernig fólk hefur mist trú á stjórnmálunum og kerfinu og þetta minna traust í stofnunum. Ég held að séu að í Evrópu, það séu 3 atburðir sem að skipta, eða svona, ekki það að þeir að ráðu þessu öllu, en hafi ítt mikið undir þetta og séu svona markarandi fyrir þetta. Og það er fyrsta lagi COVID og viðbröðum við því, sjokkið og síðan að hann kom í ljósa mikið sem aðgerðum voru tómvitleysa og hluta til vegna þess að menn vissi ekki betur og hluta til vegna þess að menn fóru á taugum og hluta til þess að menn notaðu svona beittu COVID fyrir vagnin í ýmsum öðrum málum. Öðru lagi þá er það auðvitað fjármálakreppan sem að fjármálaveldið var auðvitað mesta sérfræðingaveldi sem að svona í okkar daga. Það var nýbúið að setja alþjóðlega reikningsskilastaðla, það nýtt bankaregluverk og þetta átti og Evrópski Seðlabankinn og Seðlabanki Bandaríkjanna náttúrulega undir forystu Greenspan átti náttúrulega að vera góðum líkir en svo hrundi þetta allt. Og í þriðja lagi þá held ég að það sem að kannski skiptir mestu máli í Evrópu er auðvitað Evru-projektið sem að var eiginlega fyrir landið alveg frá þannig að Maastricht 92 munum að fólk var alls þar með Evrópu, ESB-merki og annað slíkt en aftur á móti í löndum eins og Ítalíu þar sem að kjör fólks á hvern íbúa hefur ekki batnað neitt síðan árið 2000 og þannig að þetta er valdið gríðarlegum vonbrigðum. Og ég held að þetta sé allt það sem ég myndi kalla oftrú á stjórnmálin, oftrú á ríkislausnir á ýmsum hlutum og sem skila sér í því sem Sigmundur sér líka sagði að mér finnast ráðherrar, núna margir hverjir, þeir sitjast í nýtt ráðuneyti og sjálfstæðismenn hafa svo sannarlega verið duglegir við það undanförnu
Og mér finnst bara alltaf ný ráðherra að vera eins og ný klappstýra fyrir starfsmannafélagið og svo sjáum við þetta í nýjustu kjararáðs að það eru þetta opinberir starfsmenn sem eru núna orðnir tekjuhæstir og hafa hækkað mest í launum undanfarnum árum og án þess að vera beint með samsæriskenningu að þá getur maður þetta spurt sig hvernig getur það komið mönnum óvart þegar það er búið að afhenda þeim öll völdin. Ég veist bara áberandi með ráðherraliðið og þau náttúrulega með ráðuneyti undir sér. Þú veist bara hversu slæmt það er að ráðherra hafi rauninni ekki neitt töts fyrir málaflokkunum sínum. Menna, þú veist, nú spyr ég bara vitið hvað margir verkfræðingar en Alþingi? Ég hugsa sér engin. Nákvæmlega. Er engin í framsóknarflokknum verkfræðingar? Nei. Og það er dýralæknir sem hefur verið en núna fjármálaráðherra var áður innviðaráðherra. Þetta var ekki þeir hafa ekki töts fyrir því sem það eru með dýralæknir. Við erum svolítið mikið að hafa dýralækni. Það var helsti fjármálaráðherran í aðdraganda hrunsins, sama dýralækni líka. Hann kannski að fá hrun. Já, þú veist, ég segi, menn hafa bara ekki, hvorki, þú veist, hafa ekki töts fyrir því, vita ekki hvað að gerast í málaflokkunum, hafa enga þekkingu eða litla, reyndar með fullt aðstæðmönnum. En mér finnst það bara, ég kom aðeins, þegar þeir að tala hvað völdin líka í samfélaginu og þau eru að segja það að stjórnmálin geti ekki haft einn áhrif að því að það er bara kerfið, embættismennirnir, báknið búin að taka það af. Ég er sósíalist og ég er náttúrulega horfið á þetta öðruvísi. Það sem hefur gerst er það að við búum við svona ólíkarkakerfi bæði vestanhafs og austan og það sem að þeir sem fara með peningana að þeir hafa bara allt valdið. Við sjáum hvernig Alþingi dælir út lögum og fleira sem eru meira og minna til þess að gæta hagsmuna þeirra sem að eiga og meðan að það er almennt vaxandi tilfinning almennings hér á Íslandi og í Evrópu og vestanhafs að lögin sem að þjóðþingin er að setja séu ekki til þess að gæta almannahags heldur þvert á móti hagsmuna hinna ráðandi stéttar. Með þess að gjaldmiðlinn er ætlaði fyrir auðmenn. Já, sem er fyrst og fremst auðvaldið frekar heldur embættismennirnir. Þannig ef við tækjum embættismennina, ef þeir ger ekki það sem að stjórnmáli vilja, sem ættu að vera að þjóna almannahagsmunni, þá eru þeir að gera það fyrir einhverja aðra og það eru þau sem að fara með völdin í samfélaginu. Þess vegna hef ég aldrei skilið þetta báknið burt hjá sjálfstæðismönnum, sem er náttúrulega bara báknið sem að þeir byggja upp til þess að verja eigin hagsmunni, eða ekki? Já, hvers flokks eru sýslumenn landsins? En ég sé ekki alveg þess að samsæriskenningu að ég sé ráðin einhver sem embættismadur, kannski vegamálastjóri og allt í einu fer ég að stjórna vegakerfinu. Það er ekki þannig. Ég er bara dæmdur til þess að bjóða allt út vista öllu vegakerfinu. Ég á ekki einu sinni valtara lengur. Heldur er þetta bara búið til þess að taka skattfé og dreifa út til verktakafyrirtækja. Ég vinn við það. Ég hef engin völd. En mér finnst pólitíkin á Íslandi. Þetta er mín upplifun af þróun samfélagsins. Ég get tekið undir margt af því sem hún segir. Og fagna bara því sem hún varst að segja. En mér finnst pólitíkin á Íslandi vera allt og mikið í aukaatriðum. Pólitíkin á Íslandi á fyrst og fremst að spyrja sig hvernig get ég bætt hag almennings. Hvernig get ég bætt hag sjúkra, hvernig get ég bætt hag barna. Það er ekki allir sammála því að pólitíkin er að snúast hvernig maður er að bæta hag almennings. Ólíkt hvernig menn alltaf gera það. Hver er almenningur líka? Sumir halda að ég bæti hag Samira sem mest að þá mun batna lífið og Norðurlanda. Við erum bara flokku fólksins kjarnandi langbæst fyrir síðust alveg fæðiklæði húsnæði. Ég tek bara einfalt dæmi sem er eilíðar vandamál á Íslandi. Og Smári, við erum konir á 70-aldur. Við þekkjum það þegar við keyptum okkar fyrstu íbúð. Við tókum lán og supum kvæljur og héldum við aldrei geta borgað þetta af því öll lán á Íslandi eru afturvirk og það er ekki hægt að taka íslenska krónan er ekki lánsfjár gjaldmiðl. Þetta er gjaldmiðl til að eiga í banka. Og á meðan að hreyfiafl í öllum samfélögum er hjá lántakendum sem taka lán sem fyrirtæki eða einstaklinga til að hreyfa við samfélaginu. En börnin okkar, unga fólki í dag, er hins vegar að taka lán sem eru verið að breyta núna afturvirkt svo þau borgi þessi lán alveg lengst ofan í sína dýpstu gröf eftir að þau eru
fallin frá. Það kvarlar ekki að okkur að laga þetta. Það kvarlar ekki á okkur svo áratugum skiptir að laga það er bara aðrir sem hafa hagað þessu. Já, það er vegna þess að það hafa aðrir hagað sem að selja dýrt húsnæði, þeir græða bara svo mikið að við látum ungu kynslóðun okkar gangast undir eitthvað klafa, ævin á enda við að borga eitthvað húsnæði. Og við til dæmis, okkur dettur ekki eins nýtt til hugar að sitja að segja ef við horfum á, ég ætla að spyrja því sem sjálfstæðismenn af hverju viljið þið sjálfstæðismenn ekki sitja þak á leigu á Íslandi. Flestar þjóðir í Evrópu sitja þak á leigu vegna þess að það á ekki okra á þessu þaki. Það hefur gefið sem illa. En ef við horfum á þetta nefndum með húsnæði, þá var það alltaf tekið saman og Eurostat hefur alltaf tekið saman, bara hlutfalla ráðstöfunartekjum fólk sem fer í húsnæði og það er bara ekki hátt á Íslandi og hefur aldrei verið. Nei, það er bara ekki hátt og nei, það er bara, þú getur bara að sé þetta og tölum hjá Eurostat, þetta var alltaf birt í fjármálastöðugleikaskýrslu Seðlabankans, það er ekki gert það núna í nokkuð tíma. Jú, og en sko, þú ert að segja þetta með vextina, að þeir séu sko ákvarðaði upp á nýtt. Þetta er bara lánaform og hefur verið alls annars staðar. Hins, og í Danmörku... Ertu að segja að vexti séu þeir sömu? Nei, ég er að segja endurskoðun ákvæði vexta í Danmörku, þetta flexlón og þetta er nánast öll lán í allri Evrópu með sem hætti. Það sem okkur hefur hins vegar ekki tekist og tekist verra en öðrum, það er það að halda gjaldmiðlunum stöðugum. Og það sem hefur megin skýringin á því og megin skýringin á því núna er óreiða í ríkisfjármálum. Og það er tekið saman, það er skýrsla, besta skýrsla sem ég hef lesið í langan tíma, sem er skýrsla fjármálaráðs, úttekt á fjárlögunum. Og það er tekið saman útgjöldin í COVID í Ísland og svo Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Og það kemur í ljós að öll þessi lönd juku útgjöld sín umtalsvert. Öll hinn Norðurlöndin að þau voru komið niður í sama hlutfall af verkleg landsframleiðslu strax árið eftir nema við erum ekki ennþá komið þangað. Og hvað gerðum við? Árið 2022 að þá var mikil búin ykkur mesti hagvöxtur frá 72 eitthvað, mann er ekki alveg eða 70 eitthvað. Og útgjöld tekjur ríkissjóðs jukust 200 milljarða og við veitum 100 milljörðum að því umframleiðslu og við erum núna með framúrakstur í ríkisfjármálum svo langt sem augað eigir. Og ríkisstjórnin, hún hefur brugðist vegna þess að hún hefur lítið erindi og hún þarf að sætta alla og það sætta allir með því að gefa eftir handa öllum og þannig að útgjöldin snaraukast en hins vegar engin tilbúin að taka erfiðar ákvarðanir sem er að fjármagna þessi útgjöld annarkvort með því að skera niður annar staðar eða að leggja á skatta. Þetta er náttúrulega sláandi hvernig sjálfstæðisflokkurinn hafa sínum málum. Ég skil að vera að þú setja óanægð vegna ég vil að taka af en ég segi hins vegar ef þú ætlar að eigi þessu þá skaltu fjármagna. Þórður, ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað 22% frá 2015 á meðan að starfsmönnum á almennum vinnumarkaði hefur fjölgað 5%. Þetta er á vakt sjálfstæðismanna. Þeir hafa fjölgað ríkisstarfsmönnum og sett nýtt Íslandsmet í þeim efnum. Á sjálfstæðisflokkurinn hann eftir komið annars svar við því hversuna ég er óanægður. Þetta er bara, þú er bara hennar fulltrúin. Og það væri allt í lagi ef það væri breytingar á hlutverki í ríkisins að þau væri byrjuð að byggja íbúðir og þau væri byrjuð að gera eitthvað. Þetta er meira og minna eitthvað svona sóun inn í kerfinu. Þess að þegar þú ert að tala þetta, hvað verður breyting í COVID, að sömuleyti þá upplýði það þannig að í COVID urðu til allt inni svona bara ókeypis peningar í ríkinu. Það er líka svo leiðis með Grindavík. Og þá sér maður allt inni bara fyrirtækin það sem ætti að vera, þú veist að fólk var að koma sækjast þessu stuðning hjá í samtryggingakerfinu. Allt inni sér maður bara forstjórana í fyrirtækinum alltaf fremsta í öllu röðum. Það er ég held að sé orðið 17 milljarðar sem er afslátturinn á tekjuskatti sem að fyrirtæki sækja út af rannsóknir og þróun. 17 milljarðar. Og það er svo sem maður orkusjóður að útluta, byrju Samherji í Ísfélagið. Það er bara allstaðar það sem að maður sér útlutun á okkar peningum, skattfénu, að þá er alltaf helstu forstjórnir alltaf fremstir með skálina sinni eins og Oliver Twist að byrja pening. En það hefur orðið eins og hefur bara orðið eitthvað siðlegt bara fall á COVID-árunum að þessu leyti. Þá getur að nefna þetta, en ég teki þátt í svona nýsköpunarverkefni, þá sem mér bjargi í leiguíbúðafélagi að byggja hagkvæmar íbúðir. Allt á kostnað fyrirtækisins. Allt á kostnað fyrirtækisins? Bara fyrirtækisins sem ég starfa hjá. Við höfum ekki sótt í neina sjóði, einmitt,
Svona þetta fyrir eitthvað komist að þessi stórfyrirtæki sé að sækja þessu sjóða, okkur geta ekki bara borga fyrir þetta sjálf. Okkur við einu sem sóttum fyrir hönd fyrirtækisins í eitt svona sjóð og okkur var bara hafnað. En það ótrúlega skrítið án einhverja útskýringa. Að sjá sko, eins og þú segir, að það hafi bara orðið allt í einu til rosalega mikið af einhverjum peningum, annars vegar, í sumum verkefnum og svo hins vegar verið að sko bítast einhverjar milljónir, þú veist. Eitthvað smottir í. Já, bara, þú veist, eitthvað sem að manni finnst... Listamannalaun sumraðan. Til dæmis, skilurðu, en... Sem lægstu laun á landinu. Og ég skil ekki hvernig þetta allt saman virkar eða hver tekur þessar ákvarðanir, sko. Eða hvernig það eru teknar. En stóra myndin líka svo, sko, að tökum Írland sem dæmi sem lítil eyja eins og Ísland að vísu með töluvert fleiri íbúum. En sko þar tekur ríkið það bil 35% ef maður rétt af efnahagi landsins til sín, til ráðstafa. Hér það hátt í 50%. Það kannski, Írland ekki gott dæmi. Þeir eru með svona lágskatta paradís fyrir alþjóðleg fyrirtæki og raunverulega til þetta ekki. Það sem ég er að segja, við tökum mikið til okkar sem sko ríkissjóður, sem skilgreiningaratri, hvað spurningin förum við vel með þessa peninga? Ég myndi frekar orða þetta svona. Við viljum hafa svona velferðarkerfi svipaður á Norðurlöndunum. Við erum saman það. Allir segja já. 80% þjóðarinnar er saman það. Það vantar svona 3-4% af innheimtunni sem við tökum í skatta á þau. Og þá ætlum við bara að keyra þetta hafna frá því. Það er ekki rétt sko að tökum saman með lífeyrisgreiðslum. En ég myndi frekar vilja orða þetta svona. Þú Ísland orðið endur úthlutunarríki. Það er bara þess að peningandi fara í hringi, fara frá fólkinu landinu til ríkisins og svo þeim endur úthlutað og þar standa meðal annars forstjórar og sennilega ríkasta fólki heimi úr Hollywood fremst í röðinni. Þú segir, við skulum endur útluta peningunum betur. Ég segi, nei, við skulum bara hætta þessum endur útlutunum og láta fólki sjálft peningar, þeir eigast í sögu. Og það er þeir sem það sem þeir verða til, það sem þeir eiga að verða eftir að sem mestu leyti, þegar það er búið að greiða fyrir þessa nauðsynlegu þjónustu sem að fólk getur komið sér saman og allir eru sammála. Það er bara að stróka yfir samtryggingun og velferðarkerfið og við vorum að vera sammála það, en Míli aftur móti, ég veit ekki hvernig þetta átti að enda hjá honum, en hann hins vegar hefur náð einhverjum eftir þess að verðasta árangri í leiðtoga í Suður-Ameríku árum saman, áratugum saman. Þess að ná niður verðbólgu og koma fór úr 219% í 187. Kom niður í 0% og Argentína mest dysfunksionala ríki, búin að vera mest dysfunksionala ríki, fara úr það að verða 5. ríkasta land í heiminni, verða 1. fátækasta með því að verða svona endur úthlutunarríki, entrepreneurial state. Við skulum ekki kannski fara að tala um Argentínu, en tökum það samt sem dæmi að þarna kosinn forseti sem kemur með alveg ekstrím stefnu og það eru náttúrulega verkföll og mótmæli og mikil átöku þarna. Og við erum að sjá þetta alltaf meira og meira í Londonum að það er eins og þau hangi ekki saman á neinum svona sameiginlegum samfélagssáttmála, svona sirkabát, hvert erum við að fara? Heldur, getum við fengið þannig að þau kjósa Mílei og svo kjósa bara einhvern allt annan og þá er það spurningi, svo er þetta vegna þess að fjölmiðlarnir eru farnir sem að voru áður samræðu vettvangurinn? Hvað veldur því að það er ekki svona eins og sé ekki neitt samhljómur í því svona hvert markmið með ríkisvaldinu? Á það að vera ríkisvald, er þetta framkvæmda armur almenningsvaldsins sem að við þurfum að eiga á móti styrk auðvaldsins eins og var sagt á eftirstríðsárunum og það ekki segja þetta í dag að þá var það hugmyndin að við getum sameiginlega byggt upp sæmilegt samfélag með því að nota ríkisvaldi til þess að bæta upp stöðu þeirra sem að vera veikir. En við erum alltaf að daðra við annað en við viljum. Ítrekkaða skoðanakannir benda til þess að 80% landsmanna og þar yfir vilja hafa opinbert heilbrigðiskerfi. Ítrekkaða skoðanakannir. Það er engin ágreiningur um það. Það er engin ágreiningur um það. Fólk vil reka opinbera grunnskóla og framhaldsskóla hér á Íslandi. Kvótakerfið er vont. Kvótakerfið er vont. Það er bara 90% landsmanna og við viljum halda uppi góðum innviðum hvað varðar samgöngur í landinu og að svona landsmenn njóti sannmælis og jafnréttis í þeim málum. Við kjósum kvenfrelsi og jafnrétti. Og við erum í grunninn umhverfisverndarsinnuð þjóð. Og ef að fólk væri spurt, vildu að allir hafi aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði, það væri 95% já. En í pólitík
og framkvæmdavaldið bara að gera eitthvað allt annað. Það verið að daðra við einkaframtaki í heilbrigðisþjónustu, sömuleiðis í grunnskólu núna nýlega, og svo framvegis í hjúkrunarheimilum landsmanna sem græða bara á því að hafa gamalt fólk inn í litlum skápum og svo framvegis. Þannig að við erum að framkvæma þvert á það sem þjóðin vill. Hvers vegna? Jú, ég held að vegna þess að það vitlaus flokkur búin að stjórna landinu í 80 ár. Svo segir það að ég... Það var skort á sameinuðu vettvangi sem fjölmiðlarnir sumuleyti tóku að sér, sérstaklega kannski á eftirtíðsárunum og það byrjaði að brotna upp bara fyrir aldamót og þetta er bara raunverulegt vandamál. Ég held að sé algjör gullöld fjölmiðlar núna, þetta hlýðvarða hlutverk sem þið voruð í áratugum saman og ákveðu hvað var og sérstaklega Morgunblaðið, hvað var frétt og hvað var ekki frétt. Það hefur minnkað og við erum að fá mikla flóru til að mynda í hlaðvörpum og eins og samstöðinni og víðar. Vandinn auðvitað sá að það er erfiðara að greina hvaða upplýsingar eru réttar og hvaða rangar. Og þú ert bara á þínum vettvangi að hlusta á þínar upplýsingar og ég á allt öðrum og við hittust ekki. Já, ég býtu það er auðvitað spurning til því. Og menn að reyna að koma sér upp einhvers konar vottunum annars slíkt og þetta byggir á orðspori, hverjir hafa orðspor á sig fyrir að vera svona góði greinendur og góði fréttaskýrendur. Þannig að ég held að ég nú ekki mikla áhyggjur af fjölmiðlar, með það sem ég held að þú nefndir Argentínu. Ein ástæðan fyrir því að Milei var kosin var það að það var bara örvæting. Það var bara vegna þess að þeir eru búin að reyna hitt, þeir eru búin að reyna peronistana í öll þessi ár og landið var gjörsamlega komið á fótum fram. Það var Argentínumenn hafi ekki getað átt alþjóðleg viðskipti í áratugi vegna þess að peninga þeirra eru hvarvetna kyrrsettir út af málaferlun nema þeirra að fara í gegnum Úrúgvæ af öllum ríkjum, þannig að það er náttúrulega verið alveg skelfilegt. Það í Bretlandi, þá er almenningur núna að segja að við erum búin að reyna íhaldsflokkinn og við bara getum ekki lengur. Það hefur verið hafnað því. Við sáum hægri flokkana í Hollandi sem að hurfu. Við erum gólistarnir í Fraklandi, kannski verða það bara ekki til eftir kosningar. Og íhaldsmenn í Danmörku, þeir hurfu eftir að Poul Schlüter fór frá og þannig að stjórnmálaflokkar ekki eilífir. Það tengist því sem að Sigmundur var að segja, að stjórnvöld virðast vera að gera eitthvað sem að almenningur hefur ekki áhuga á. Almenningur kallar eftir að sé eitthvað gert og stjórnvöld bara í okkar heimsluta eru bara einhverju allt öðru sjói. Það er rekin minni pólitík að ég heldur en var hér áður fyrr. Flokkarnir, þeir standa ekki á sinni plikt. Þeir standa ekki staðfestir á sínu stefnumálum. Þeir gefa þau eftir í býttum fyrir völd. Það er best á þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem er í gangi í dag. Og þess vegna held ég að lausnin sé að félagsstjórnarmönnunum minni völd frekar heldur en meiri Hverjir að hafa völdin þá? Ég held bara að fólki er bara sjálft að hafa þau. Gunnar Smári gefur sér alltaf mynda, hann vil alltaf hafa meiri og meiri ríkisafskipti og hann gefur sér alltaf að þeir sem er sammála honum eða þengjandi sem hann fara með þau. Ég held að það sé einmitt þrýstuhóparnir sem ég vil ekki meiri ég er sósíalisti og ég vil að verkafólkið eigi fyrirtækin. Það er ekki það að ég vil að ríkið reki. Það verkafólk getur alveg átt fyrirtæki. Verkafólk getur alveg átt fyrirtæki, getur stofnað sín eigin fyrirtæki og samvinnufélög og það er bara ekki hægt lengur að stofna samvinnufélög. Hvaða samvinnufyrirtæki er í atvinnurekstri á Íslandi í dag? Það verður næst að formið gekk ekki upp. Nei, það var breytt reglunum þannig að Nei, fólk getur verið með og alls konar, þú getur sagt til mest að lögmannstofur eins konar samvinnurekstur og alls konar fyrirtæki. Þetta bara hefur ekki gengið með stór fyrirtæki og hvarvetna lagst af. Það er bara rekið samvinnufyrirtæki út allan heim en hérna var þrengt að því möguleikunum með að stofna samvinnufélag. Það er bara ég skal taka það er reyndar ennþá eftir kaupfélag Skagfirðinga sem hefur tryggt að kvótin er ennþá í Skagafirði rúmlega það. Það er að segja það er ekkert bannað að vera með samvinnufyrirtæki þannig að þú vilt samvinnufyrirtæki þá þarf engar ég sagði ekki að vera bannað, það er orðið svo erfitt að stofna það. En ég myndi líka vel að segja mig heilbrigðismálin en þess að Sigmundur Ernir kalli eftir því upphafi að það væri einhverjir sem væri með hægri skoðanir og ég held að ég löngum lýst eftir þeim og þú farið það aldrei frá Sjálfstæðisflokknum og það mun enginn í Sjálfstæðisflokknum taka undir með mér en ég held að þetta sé að einkarekstur í heilbrigðiskerfinu samhliða opinberu öryggisneti í heilbrigðiskerfinu sé okkar stærsta hagsmunamál en þess að ég held
að heilbrigðismál og útgjaldi þeirra sem hlutfall af vergri landsframleiðslu sé sá þáttur sem eftir að aukast mest á næstu árum. Út af hælisleitendum? Nei, út af því að... Þú ert að mæla með amerísku leiðin í heilbrigðismálum? Nei, hún er þú veist að ameríska leiðin, hún er ameríska leiðin er sennilega svo versta sem til í heimi. Sennilega mest miðstýrð í heimi og útgjöld bandaríska ríkisins til heilbrigðismála er svona áþekkt því og á Íslandi. Það sem ég segi en eins og við erum með einkarekstur á Norðurlöndum. En við erum með þetta nú þegar. Já, það er mjög lítið, en við erum miklu minna heldur en öll nágrannalöndin og ástæðan fyrir því að ég held að þetta sé svo mikilvægt. En samt erum við best í heimi, þú veist að segja það? Við erum mitt best hefna ríki heimi, já. Það er ekki nokkuð vafa á því, en það þýðir ekki að við sem fullkomni, það þýðir ekki að við getum ekki bætt og þess vegna við öll sem við hér samankomin, okkur þykir það vænt Ísland að við erum tilbúin að ræða hvernig megi mögulega bæta það og ég ætla bara að segja það að val neytenda innan heilbrigðiskerfisins og út í norma auðvitað haft eins og aðri afskipti að þurft að eiga viðskipti við heilbrigðiskerfið að ég held að það allir opna sveigjanleika og aukið val sjúklinga að þá sé algjörlega nauðsynlegt að innleiða einkarekstur hér samhliða opinbera kerfinum. Já, Þórður, þú eru mistað ykkur í blaðsíðu það hvernig einkarekstur þróast. Við erum til dæmis með einkarekstur hérna á flestu sviðum, til þessi tryggingum, þú vinnur þar, við bönkunum og eitthvað fleira. Ég held að engin viðskiptavinur þessara fyrirbrigða upplifir það að þarna sé eitthvað svona gríðarlega aukið frjálsræði og val. Það er smátt og smátt að bara fara fyrirtækin, bjóða upp á sambærilega þjónustu, skipta með sér markanum og drottna yfir honum og blóðmjólkan. Það er það sem það er það sem gerðist með einkarekstum heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum. Við fáum bara óskapnaðin af því að skilja einkafyrirtæki eftir með svona mikilvægan þar sem þeir eru taka 3 sinnum meira fé af almenningi til reksturs heilbrigðiskerfinu heldur en í Evrópu. En fyrsta lagi þá ertu náttúrulega með bestu spítali heimi í Bandaríkjunum og í öðru lagi að þá ertu með mest regulæra markað í Bandaríkjunum í heilbrigðiskerfinu. Þannig að þú veist ekki með neitt einkarekstur þar. Það til þess að halda hinum úti. Það er það sem stórfyrirtæki í Íslandi. Þau vilja alltaf hafa sem mesta reglur. En ég var að segja að ég vildi hafa einkarekstur og markaðslausnir meðfram í heilbrigðiskerfinu. Ég var ekki að segja ég vildi taka upp bandaríska kerfið. Já, hann bara talar hérna sem hægri maður. Þú varst að óskast því. Já, ég var að hægri því. Þú talaði mínum máli á það. Ég bara Ég get alveg tekið undir með mörgu leiti sem hann er að fara hérna yfir en hérna við erum átt okkur því að við erum ekki mörg 100 milljóna þjóð við erum 400 manna þjóð og við þurfum að vera færum ýmislegt og ég held til dæmis að varandi einkarekstur í heilbrigðiskerfinu þá þurfum við þú veist að það er einhvern veginn þú veist við erum með hérna háskólasjúkrahús líka við þurfum að geta haldið einhver þekkingu inn á háskólasjúkrahús sem lítur að vera við erum útskrifað lækna og þeir kannski fara þá einkarekstur og annað. Þannig að þú veist, það verður að vera alltaf eitthvað inn á landshánum sem að, þú veist, það er ekki hægt að útvista allri heilbrigðisþjónustu. Það verður glapræði. Það er það sem að Bretar gera. Þá eru fyrirbrigði inn í NHS sem eru raunverulega einkarekin að búið útvista þjónustu. NHS er bara meira og minna bara sker. Það má alveg útvista einhver úr heilbrigðiskerfinu. Þetta er leiðin sem að Bretar fóru og það er hvað eru Bretar að tala í dag? Það er hrun NHS. Þeir eru að leggja til svona ýmis konar hrun á heilbrigðiskerfi. Nei, betur er ekki hægt að læra bara á þeim mistökum sem þeir gera þar. En af hverju megum við ekki bara byggja upp það sem er gott í okkur? Af hverju megum við ekki bara læra á því sem að Svíar hafa gert gott? Svíar hafa brotið niður bæði menntakerfið og heilbrigðiskerfið sitt. Nei. Jú. Því erum við hvort ekki mjög góð heilbrigðis og menntakerfi. Það hefur leitt til þess að það er aukin stéttaskipting í skólum. Það eru stór fyrirtæki sem að reka orðið skólana í Svíþjóð sem að taka út hagnaðinn á kýpur. Þannig að hluti af skattpenningum sem að fóra í því að byggja upp menntakerfi enda sem hagnað sem Þetta er alveg ekki það sem Svíar segja Þú er bara að tala þá við einhverja Svíja sem eru bara í hægri megin einhvers staðar og eru að reyna að selja einhver þetta. Ég er bara sænska fjölmiðla og þeir eru ekki með þessa sögumyndu þín alveg eins og að aðri fjölmiðlar í Íslandi er ekki með sögumynd sem þú dregur upp á Íslandi. Ég held að það sé bara svona. Það er enginn á Íslandi í stjórnmálum Íslandi sem er að benda á ef ekki gera svo Svíarnir nema Sjálfstæðismenn. Og kannski miðflokksmenn. Það eru vinstri fólk ekki að segja að gera eins og Svíarnir lengur vegna þess að velferðarkerfið í Svíþjóð er eiginlega. Við viljum brjóta niður menntakerfið. Já, þeir eru brjóta niður menntakerfið. Já, semst að miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn vilja brjóta niður menntakerfið. Með þessar einkavæðingu? Ekki með, þú veist,
Þetta ósanngjarnt, segja þetta fyrir mér. Því að það er ekki það sem það gera. Málið er það að menntakerfið íslenska, það stendur ekki traustu fótum í dag. Ég held að maður hljóta að sjá það. Út af hverju er það? Út af hverju er það? Það er margvíslegum ástæðum. Er það ekki bara vanfjármagnað? Nei, ég held að það sé ekki endilega vanfjármagnað. Ég held að það sé bara vitlaust upp samsett. Við fórum í til dæmis innsetningu skóla sem hefur kostað sveitarfélögin gríðarlega fjármuni. Það eru þessu risa byggingar sem eru bara tómar 1:30 á daginn, skiluðu. Staðið fyrir að vera með tvísetningu þegar við vorum vantarlega í grunnskóla. Þrísetningur í var. Þrísetning. Já, skiluðu, að nýta ekki, húsnæði betur. Við erum að byggja líka allt og dýrt skólahúsnæði. Það er bara staðreynd. Og minnstu peningur fer kannski í starfsemina sjálfra. Og greiða úr þeirri flækju sem það er komin upp og það er til dæmis getum við blandað innflytjendum inn í það til dæmis. Það er vandamál líka að innflytjendur þeir koma ekki með börnin sín í leikskóla. Það þyrfti að setja skólaskyldu á hér svona 4-5 ára aldur minnst kosti allan 1 vetur áður en það fer í grunnskóla. Svona sem dæmi, það er örugglega til endalausar lausnir en allan á það kerfi sem við búum í dag, það bara gengur engavinur. Er eitthvað kerfi sem Er lausnin engaveik? All hluta til örugglega. Ekki það þessu sem segir tengist eitthvað rekstrarforminu. Ekki það þessu sem segir tengist rekstrarforminu. Skólaskylda, tvísetning skóla. En þið talið samt eins og það sé ekki engavæðing í þessum kerfum nú þegar, sko. Það er náttúrulega engavæðing. Ég meina, það eru einkareknir leikskólar, það eru einkareknir grunnskólar, það er bara hellingur af einkarekstri í heilbrigðiskerfinu. Hann er mjög lítill, en minni í nágrunlöndum, en ok. Þú veist, þannig að þetta er alveg til staðar, sko. Er okkur að taka tala pólitík? Já, ég meina, pólitík er náttúrulega óbúslega breytt svið. Pólitíkin snertir allt okkar þjóðlíf og allt sem við erum að gera vonandi til framdráttar í samfélaginu og bóta fyrir hag almennings og fyrirtækja og við mögum ekki gleyma því að eitt mesta velferðarmáli í hverju landi er að hafa vinnu. Við þekktum það í hrunnu að þá mistu fjöldamargir vinnu sína. Fjöldamargir lögðust á flótta og flúðu við til Noregs. Þar á þeim tíma gerðist við flóttamenn og þótti það sjálfsagt mála að það tækju aðra þjóðir við okkur. Ég tók námslán í hruninu og flutti til Danmerkur og enn að borga af þeim og mun gera það eilífu. Og ég held að, ég talaði fyrir því áðan að við þurfum að horfa á stórumánin hvernig við getum bætt hag fólks, hag almennings í landinu þegar það kemur að lánum og lífskjörum og verðlagning og matvöru og nauðsynum og svo framvegis. En við verðum líka að hafa hér kröftugt atvinnulíf til þess að fólk hafi aðgang að góðri vinnu, vellaunaðri vinnu sem það elskar, blómstrar í og þroskast í vegna þess að... En við erum aðallega í því að fjölga lánunarstörfum í ferðaþjónustu. Já, því miður og við þurfum að horfa til þess hvar íslensk menntun, íslenskt verkvit nýtur sín best og það er í fjölbreyttu atvinnulífi til lands og sjávar og sveita og mér finnst við þurfum að veðja mjög á það. Atvinnulífi í landinu undir stjórn þinna manna í Sjálfstæðisflokknum í 80 ár er svolítið hefur verið þrúað af álögum og við erum á mörgan hátt ekki samkeppnisfær við önnur lönd þegar kemur á atvinnulífi. Þar er krónan til dæmis mikill skaðvaldur og öll helstu fyrirtæki í landinu hafa flúið krónuna og gera upp í dollar eða evrum til þess að standast alþjóðlega samanburð og atvinnulífi er náttúrulega taka mið af þessu stóra alþjóðlega samhengi til þess að ráða til sín fólk, ráða til sín verktaka og annað til þess að fyrirtækin gangi upp og við þurfum að hugsa þetta, hag almennings og hag fyrirtæki svo fólk hafi vinnu svo það geti blómstrað í sínu hversdags. Þannig að ég fara að hugsa með þetta, ég hugsa voða mikið það að þetta er nú ekki sniðugt að byggja svona upp ferðaþjónustuna sem að skila bara lánunarstörfum ég hugsa voða mikið það. Já. En stjórnvöldur geta ekkert gert í þessu, það er bara hann vill stofna eitthvað þitt ferðafyrirtæki og hún stofnaði Play og allt í einu að byrja að flytja hellinga fólk hingað til landsins og það er ekki stjórntæki. Það er bara að hafa stjórnmálamenn sem ætlar að lýsa yfir þungum áhyggjum yfir ástandinu en þeir eru ekki minni stjórntæki til þess að stýra framþróun samfélags. Það er ekki samkomlega það eigum við að koma saman og taka ákvörðun það hvert íslenskt samfélagi að þróast. Ég held að segja það samkomlega auka framleiðnina og passa upp á einmitt. Hver á að gera það?
sko, veistu hvað einmitt að því að hann kom inn með rafvirkjana áðan, það ekki nema 7% af af vinnuaflinu samsett þannig að það eru innan. menn það eru 12-13-14% í öðru löndum. Þú veist, það segir bara hvað. Það lítur þá að vera einhvers konar minni framleiðinni þar í iðnaði heldur en annars staðar. Og stóra hættan svo líka hjá ungu kynslunni í dag að hún horfi ekki á Ísland sem sinn loka áfangastað. Vegna þess að velmennta fólk á Íslandi, verkfræðingar og annað fólk í vísindastörfum og svo framvegis, það telur sig betur verið að koma niður í öðrum landum. Ég á son verkfræðing í Stokkólmi, ég á sjónvarpsframleiðanda hjá BBC í Lundunum. Þetta eru krakkar sem setjast að annar staðar en á Íslandi og þetta kannski svo ókseður að horfa á í komandi framtíð að heimurinn minnkar og krakkar sem vilja fá góð lánskjör, gott verð á nauðsynjavörum og vellaunaða vinnu, það kannski fer eitthvað allt annað heldur en til Íslands, Akureyri, Ísafjarðar, Reykjavíkur til þess að eiga framtíð og eftir stendur fátækt fólk sem þykkur lægstu launin í Evrópu. Í ferðaþjónustu. Eru tengingarnar held ég öllu fjölskyldum. Maður horfir bara eins og litlasystur mína. Hún búin að búa í yfir 20 ári í Danmörku. Hún geðlæknir, yfirlæknir það bara Árásum. Orðin danskur ríkisborgari. Þetta er ekki til hugar að koma heim. Það bara er ekki inn í myndinni. Strákurinn minn í Stokkólmi, hann tekur lán og bankinn tekur áhættu með honum og hann veit hvað lokagreiðslan verður eftir 25 ár. Ég dundaði mér að því, ég man ekki, kannski 3 árum eftir hrun að taka ungt fólk í Noregi og Íslandi, gera það kennurum, láta það kaupa húsnæði og leggja til efri árana og lifa og koma börnunum í gegnum skóla og deyja. Sem megin viðfangsefni hvers samfélags. Ég sá ekki betur en að Íslands álagið á þetta fólk sem að hittist og giftist og eitt æfinni saman væri eitthvað nálega 74 milljónum. Það var Íslands álagið við að búa hér frekar heldur í Noregi. Akkur eru að leggja þetta á venjulegt fólk. Þetta er megin pólitíkin. Svona á pólitíkin. Hún er hvort við að hvali. Þetta er Noregur sé eitt af fáum löndum sem getur staðið í Íslands snúningi í lífskjörum, en ég held að við horfum á bara þessi ráðstöfunartekjur hér og jafnvel miðað við þessi hvað er dýrt að búa hérna, þá eru fáin, þetta kannski Noregur og Luxemburg sem fólk hefur að betra. Það er ekki núna að fara að býta verulega hjá hugsanlega Danmörk núna fljótlega en önnur lönd eru það nú ekki og það eru þetta að byggjast uppfyllt af góðum störfum á Íslandi, hvers konar tækni og nýsköpun og svo er þetta í sjávarútvegi og mörgum öðru greinum, þannig að hér eru þetta hér eru þetta gott að vera og mér finnst það algjörlega ósammála Þórður, ef við eigum ekki að tala saman þá verðum við að gera með einhverjum öðrum hætti að ég bendi á hvað er að og þú bendir á það hvað er ekki að. Við verðum að finna einhverja aðra leið. Ég bendi á lausnir og gagnrýni þína lausnir. Yngsti sonur minn er dæmigerður ungur Íslendingur, tæplega 30. Hann er að kaupa sína fyrstu íbúð, reyndar aðra núna, hann stækkaði við sig eftir hann þau eignuðust barn, Jónin. Og hans lá núna, hugsið ykkur, þetta eru krakkar sem fara í gegnum, hvað heitir þetta í bönkunum? Greiðslumat. Til þess að hvort greiðslumat, til þess að athuga hvort þau séu hæf til að taka lán. Greiðslumat. Nei, hvað gerist eins og hjá þessum dreng, yngsta syni mínum, á þessu ári? Lánin á mánuði að hækka úr 280.000 í 410.000. Greiðslumati gerir ekkert ráð fyrir þessu. Greiðslumati gerir ekkert ráð fyrir þessi króna á Íslandi sem sveiflast bara eins og trefillin hálsin á manni. Hata krónu. Og ég hata ekkert krónu, ég vil bara fá lausn til þess að börnin okkar geti lifa mannsæmandi lífi í þessu landi. Og hún er til þarna, úti. En við viljum bara ekki taka hann upp. En við reyndar er það þannig að til þess að taka upp lausnina þá þurfum við að geta verið með sjálfbæra ríkisfjármál og verið með sjálfbæra kjarasamninga og ef við gerum hvorugt og tökum upp evruna þá verður tífalt harðari skellur auk þess sem að við tökum ekki upp evruna að ganga í Evrópusambandið. Sjáðu Danina með sína krónum með 3% vikmörkum frá Evrópinu. Gengur frábærlega það? Og horfðu á ríkisfjármál í Danmörku og alla umræður ríkisfjármál í Danmörku hvort sem það er alltaf hægri eða vinstri. Fólk getur alveg deilt hvort að ríkið eigi að sinna hínu eða þessu. En í Danmörku er ekki deilt það hvort að ríkið eigi að fjármagna það sem það eyðir. Og Íslandi þá bara eyðum við
og svo fjármögnum síðar og það er miklu auðveldara að fá að fá konsensus útgjöldin eða þarf ekki að fjármagna eða þarf ekki að fórna inn á móti. Þannig bara lífið, það er ekki til eitthvað fyrir ekkert. Best í heimi? Samt best í heimi. Þórður, að því að þú eru áhyggjur af stöðu Sjálfstæðisflokksins. Er ekki hluti af því að þegar að Sigmundur hérna tala fyrir hönd sona síns og talar hver staðan að þá svarar alltaf forysta Sjálfstæðisflokksins, nei, það bara skuldir heimilina hafa aldrei verið lægri og meðallaun á Íslandi eru miklu hærri heldur en allstaðar og bara bla 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 og bara heyrir ekki hvað fólk að segja. Því það er bara ekki tengt. Það er alveg þannig. Það liggur við að setja að segja eins og við Rússi Súnak, til hvers er ég að segja þetta við þig, þú hefur enga möguleika að skilja þetta. Maður býður eftir eitthvað segja þetta bara við Bjarna Ben. Það er líka svoleiðis að ég hef heyrt af því að einn af ráðherrum Sjálfstæðisflokksins kom í heimsókn til fyrirtæki þar sem var fræddur ýmislegt varðandi fyrirtækið og framkvæmdastjórinn, hann fór með þessa mannesku allt fyrirtæki og sína það. Hún sýndaði engan á það sem hann var að tala það var bara endalega selfie og svo Instagram og allt skilur. Þú veist, og það er Var þetta Jón Gunnarsson þegar hann var dómsmálaráðherra? Nei, alveg örugglega ekki Jón Gunnarsson. Það er eitthvað aðeins yngra, getur ykkur til, en þú veist, er þetta ráðherraliðið sem við höfum í dag? Jesus Christ. Herðu, þetta búið að vera skemmtilegt, finnst ykkur gaman að þessu? Alveg rosalega. Elska þetta. Þórður, hann er Hann er farin bara. Hann þurfti að fara, hann er allt inni horfinn út úr þættinum. Þið er gaman að tala pólitík. Já, og það var að tala meira pólitík. Tala bara lífið og svo náttúrulega að lokum. Bara aftur. Já, en að lokum að því við erum nú í meirihluta blaðamenn við borðið. Núna. Að þetta er dagur sem Julian Assange var frjáls maður. Og þetta var ekki alveg, hann þurfti að hann þurfti að játa og svo lítið svona erfitt fyrir hann, en enga síðan, þetta er stór dagur og ég vil bara taka upp hanskan fyrir hann og aðra blaðamenn sem eru að fletta ofan af leynimálum stjórnvalda og ríkisvalds allan heim. Það er mjög mikilvægt að við komumst inn í gögn sem sýna okkur spillingu stjórnvalda, hvort heldur það eru hjá Bandaríkjamönnum í Írak. Hvað stjórnvaldur raunverulega að gera í okkur umboði? Já, akkurat. Sem er ekki allt fallegt. Nei, og við fórum í lið með hinum útvöldu þjóðum í Íraksstríðinu á samkvæmt ákvörðun 2 manna við ríkisstjórnarborðið án þess að aðrir ráðherrar vissu af því og án þess að allur þingheimur vissi af því. Og án þess að nokkur vildi það. Og án þess að nokkur vildi það. Þetta þurfum að benda. Eina játningu fyrst að... Er þetta ekki sammála? Eina játningu að því að var að tala að hér var blaðmenni í meirhluta. Ég hafði þann draum til að vera yngri. Ég kláraði til dæmis fjölmiðlabraut í framhaldsskóla. Lengi er von á einum. Fór síðan í járnabindingar í eitthvað 3-4 ár eftir framhaldsskólanámi. Endaði í framhaldsnámi í járnabindingum. Þannig að ég kláraði síðan að endaði á að klára master í burðarþórsverkfræði í Bandaríkjunum. Vel gert. Það var gáfulegt skrif. Svona svona 3:15 Ég ætla að hann var í þessu. Gaman að fá ykkur hingað við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að finna út úr því hvernig við getum endurnýjað samtalið í samfélaginu. Sigmundur, Tómas og Sunna og Þórður, hann er farinn á braut. Við þakkum honum kærlega fyrir og ykkur fyrir að hlusta. Ég ætla að setja hérna áfram og taka næsta kafla í leit minni eða einhverjum skilningi á þessu samfélagi eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að ræða, við ætlum að svona byrja að ræða út frá Ríkisútvarpinu og tilefnið það að Lára Magnúsdóttir sagnfræðingur skrifaði grein í Skírni Ríkisútvarpið eða, kannski erfitt að koma að þessu vegna þess að þú náttúrulega skrifaði þetta áður svona að hugvísindi og fleira sé eiginlega úthýst að einhver leyti í mótun og uppbyggingu stofnana sem að kannski í fljótu bragði maður myndi ætla að einmitt ætti að vera á hugvísindasviðinu. Já, ég reyndi að skrifa því það á eftir. Það kom út aðeins áður greinin kom út. Já. En kannski hefði það átt að vera inn í greininni sjálfri sem ég skrifaði
í skýrni útvarpið en það ekki pláss fyrir allt en sú grein hlutverk Ríkisútvarpsins, tilgang þess, markmið, vinnubrögð, það sem lögin segja það. Og ég að skrifa þetta út frá dagskrárstefnu á Rás 1 og sem þá menningar flaggskip Ríkisútvarpsins. Akkurat, einmitt þannig. Og það hafa aldrei raunverulega verið nein, og ég fer alveg aftur að byrjun til þess að skoða hvað var það sem að mönnum gekk til, hvað brann fyrir brjósti þegar það var verið að ákveða að setja á fót Ríkisútvarp. Fyrir bráðum 100 árum. Já, og ég sem steila þá líka að reyna að sjá hvort það hafi orðið einhverjar breytingar á því og það þetta tilefni að allir sem að hafa hlustað lengi á Ríkisútvarpið finna breytinguna sem hefur orðið á Rás 1 og nú á ég ábyggilega eftir að segja aftur og aftur Ríkisútvarpið þegar ég meina Rás 1. Já. Það núna meðan ég tala við þig. Og allir hafa tekið eftir breytingunni. Ég hlusta á Rás 1. Já. Og ég svona stundum velti fyrir hverju það og ég held ég hafi bara verið aðeins svo gamall þegar Rás 2 byrjaði, þannig að ég bara haldi mig við Rás 1. Það bara, ég var alveg upp við þetta. Já, við vorum nú ekkit svo gömul samt, en ég held ég verið 24, en það var nóg að ég bara, ég bara, Rás 1 mín útastöð. Já, Rás 2 var náttúrulega líka bara búin til sem eitthvað allt annað á sínum tíma, Hún var reyndar bara músikstöð fyrst, Það átti bara að vera tónlistarstöð, já. En breytingarna sem hafa orðið á Rás 1, því ég sé allir og ekki allir, ég veit það ekki, maður getur náttúrulega aldrei meint nákvæmlega 100%, en það hafa margir tekið eftir því og að það hafa orðið miklar breytingar á Rás 1 á undanförnum 15 árum eða svo og þær eru grundvallar breytingar, dagskráin öðruvísi heldur en hún var. Hún öðruvísi unnin, öðruvísi samsett, það líka bara tæknibreytingar, hljóðið öðruvísi, það allt önnur áferð á útvarpinu, en ég nú aðalega að tala bara dagskrán og dagskrárstefnuna. Hvernig skýrðu breytingarna sem eru svo fyrir þá sem að... Ég fjalla nú ekki þær í greininni, en það sem að ég geng út frá í greininni að mér finnst nánast hvert sem ég fer, þá fólk að tala þetta. Þessar breytingar. Dagskrár Rás 1 hafi hörnað. Já, og breyst og kannski breyst frá því sem að fólki fannst að þekkja. Ég hef heyrt fólk segja að það hafi sjá eftir vini. Þannig að þetta verður annar karakter. Ég sem sagt fjalla nú dálítið þetta í greininni sem hún Rás 1 en sem sagt ég fer að einn af hvötunum hjá mér til að skrifa þessa grein að ég finna að það erfitt að þetta mjög lítið til umræðu opinberlega og ég hugsa af hverju það svona erfitt að þegar menn setja eitthvað gagnrýni á Ríkisútvarpið þá deyr það alltaf bara, alltaf bara eins og eitthvað eitt atriði sem fellur dautt niður leið. Það eitt sem að maður tekja eftir með sambandi við Ríkisútvarpið. Sjálfstæðisflokkurinn og hægra fólk hefur vanist á að gagnrýna Ríkisútvarpið mjög hart. Og suminlega held ég bara út á klókindum, ég held ég hafi ekkert sérstaklega við þetta athuga, að þeir bara hafa átt að segja því að með því að gagnrýna það hart frá hægri, að þá snúi Ríkisútvarpið sér að þeim. Vinstra fólk svona með allri einföldun að það fer alltaf í vörn þegar Ríkisútvarpið gagnrýnt og vill alltaf bara fara í hollvinasamtökin og helst að einhvern tíma fóruðu og héldu utan Ríkisútvarpið til þess að verja það þó svo að Ríkisútvarpið sé kannski alltaf öðruvísi heldur en það var áður eða ætti að vera því að það hefur tiltölulega mikið breyst þannig að það minnst að vera færast til svona hægri og þá ég að tala svona mjög víðum skilningi en ég sé ekkert vörnina það breytast neitt. Fólk alltaf til í að verja Ríkisútvarpið. Já. Og maður kannast kannski við þetta, segjum að við erum heitu potti og maður segir eitthvað, mér þetta nógu gott þarna eitthvað. Nei, einhvern veginn hins vegar, þá Ríkisútvarpið
eins og það hvernig væri það ef við hefðum það ekki. Já. Þannig að fólk bara til í að verja hugmyndinu Ríkisútvarpið en ekki endilega hvernig það er. Og þá ertu komin að þessu með sko tilganginn og markmiðið og hvað á að gera og svo framvegis. Og ég alveg sammála þér í því að þetta ekki hægri vinstri mál. Nei. Og ég fór þarna alveg aftur í upphæða af þessu og það alveg greinilegt að þá bara verið að bregðast við tæknibreytingum og sem eru sko okkur sumum finnst kannski eins og útvarp með einhverju línulegri dagskrá og sé hallarislegt og eitthvað gamaldags og eitthvað slíkt, þetta feikilega mikilvægur miðill ennþá, en þegar að hann kemur til að þá þetta algjör bylting bara í heiminum, því að það hefði aldrei nokkuð tímann verið neitt líkt þessu til áður og að núna fólk mikið að tala, við erum búin að tala snjallsímana og núna verið að tala artificial intelligence, gervigreind og eitthvað svona, en útvarpið kannski sko fyrsta svoleiðis og sem gerir það kannski ennþá róttækari breytingu á möguleikum heldur en hefði nokkuð tímann verið áður. Að fá þessa rödd og þennan glugga inn í bara baðstofuna eða eldhúsið. Og þetta náðu út þessar útsendingar náðu gríðarlega langt á milli landa og alls konar, það eru þannig að löndin það fara bara allir allstar, þá þarf bara einhvern veginn að taka á þessu ákveða hvaða form á að setja þessum hlutum og Evrópumenn nágrannalönd Íslands töldu að það sem hefði gerst í Bandaríkjunum væri víti til varnar að hleypa öllu lausu og það ákveðið beinlínis að búa til ríkisút og það var fyrst sett bara að gefið leyfi á frjálsa stöð sko, þannig að það ekki eins og það var ekki eins og verið reynd en það nú önnur saga en þegar þetta ákveðið að þá markmiðið að koma í veg fyrir það að þetta verði bara skrum auglýsingamennska og í raun og veru bara einhverjum markaðs og pólitísk öfl nái yfirhöndinni og fari að og það ákveðið að búa til í staðinn menningarstofnun, það ekki kallað menningarstofnun þá, en það með það markmiði að verða að koma upplýsingum og ekki síst menningu bara heim í baðstofu eins og segir bara í nyrstu firði og þetta átti að vera skemmtilegt, upplýsandi, þátt að segja hvað að gerast í heiminum og svo framvegis og þetta verður svona eins konar alþýðum menntunarstofnun og þetta hefur sem sagt göfug markmið. Svo ég noti þá nú tíminn náttúrulega bara orðin svo viðkvæmur maður veit ekki hvaða merkingu fólk vill kannski leggja það en göfug markmið þýðir þá það að þetta átti að vera gott og fallegt leiða gott af sér, ekki bara vera með eitthvað væmið eða svoleiðis. Og þetta var líka bara í fjölmiðlum almennt, ég manna einhvern tíma var það sagt svona miðja síðustu öld að það að vera áskrifandi að London Times væri á við BA-gráðu í háskóla. Já, einmitt. Þú myndir mentast hægt og bítandi myndir mentast og það var þannig með útvarpið að ég þekki það bara úr minni æsku að ég fekk að heyra þar ýmislega hluti sem var ekki boðið á minni fjölskyldu, þannig að ég á Ríkisútvarpinu mikið að þakka. Það segi ég líka. Þar alls konar hluti sem að ég hefði bara aldrei heyrt eða heyrt ef að það væri ekki þetta útvarpi og ég ekki að segja mér hafi alltaf þótt að rosalega skemmtilegt en ég mjög þakklátt fyrir að hafa heyrt það samt. Tónlistarþættir, alla heimismet þetta það núna í hug bara. Já. Það var hljóðheimur sem mér stóð ekki til boða. Já, nei, það er bara svo margt og ég meina bara symfóníutónlist, bara yfirleitt sko. En já, það sem mér langaði til að gera núna með þessari grein var í raun og veru að náttúrulega fyrst ég er búin að vera að fylgjast með þessu lengi, ég er búin að vera að kanna það sem að gerast eða sko lesa mér til og fylgjast með og lesa lögin og svona og svo ákveði ég bara að taka þetta formlega og fara bara að vinna í því að leita að þessu og markmiðið að hluta til náttúrulega bara að reyna að skilja hvað að gerast og líka að búa til nýjan möguleika á því að tala Ríkisútvarpið sem að hefur umræðan það hefur mjög lengi snúist annars vegar sko rekstrarform. Því var náttúrulega breytt í opinbert hlutafélag, ég byrji alltaf að segja opinbert hlutafélag 2007 og svo
það þessi staða Ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði og sem þá staða á auglýsingamarkaði í leiðinni og mér langaði til þess að reyna að búa til vettvang til þess að tala öðruvísi sem far bara að tala Ríkisútvarpið frekar heldur en að vera alltaf að tala bara til hvers það og svo framvegis svo það verður bara mín niðurstaða að Ríkisútvarpið dagskrá, það markmiðið með því. Það í lögunum, sko, það ekki talað að það að reka opinbert einkahlutafélag í sjálfu sér. Þetta til þess að þarna sé boðið upp á dagskráin. Þetta alltaf svo víð skilgreining að í sjálfu sér þetta að setja hvað sem að inni eða hvað. Sko, en nefnilega ekki. Málið að ég bara að skoða lögin og ég lít svo á og ég held að það sé rétt hjá mér að Ríkisútvarpið til vegna þess að það var pólitískur vilji fyrir því og það samþykkt lög það. Og ríkið getur ekki útvarpið getur ekki starfa samkvæmt neinu öðru heldur en þessum lögum. Ef þau fara þá það dautt, skilur. Það beint samhengi á milli þess að það Ríkisútvarp og það eru lög það. Og í lögunum hefur, sko, lögin hafa verið talsvert mismunandi á þessum 100 árum þó það nú væri. En til að byrja með, og þetta hangir auðvitað alltaf einhverju leyti saman við rekstrarformið, en fyrstu 40 árin var Ríkisútvarpið í raun og veru bara rekið sem leyfi ríkisstjórnarinnar til að halda út í útvarpi. Síðan 1971 þá eru sett lög það til þess að styrkja það, gera það sjálfstæðara og til að þá það raunverulega gert að menningarstofnun. Það síðan leyst upp 2007 þegar því breytt í einkahlutafélag. Nei, opinbert hlutafélag. OHF. Sem núna umræður að snúa tilbaka vegna þess að það bara óskapnaður. Það eru fleiri sem að segja að það bara breytir svo aftur í stofnun. Já. Ég ákvað að tala ekkert mjög mikið það vegna þess að það hefur verið svo mikið talað það. Okay. Og ekki stöður og auglýsingamarkaði. Þú vilt tala innihaldið. Ég að reyna að tala innihaldið og reyna að segja eitthvað annað heldur en það sem alltaf verið að segja. En mín niðurstaða samt svo að það hefur alltaf verið samkomulag það var aldrei neitt lýst mótfallin því að þetta væri tilgangur með þessu, væri þessi menningarlega tilgangur í þjónustu við fólki í landinu. Það tilgangurinn, að þjónusta fólki í landinu með ákveðnum hlutum á ákveðin hátt. Það sem gerist líka að 2007 verður það að hlutafélagi og þá sett í stjórnskipulagið verður þá eins og hjá fyrirtæki. Og það snýstu það, OHF-væðing þá svo trú að fyrirtækin hafi búið til stjórnunarstruktúr sem sé góður á meðan að stofnanina hafa stjórnunarstruktúr sem slæmur og það muni bæta stofnunina með því að taka upp fyrirtækjastruktúrin. Já, og þetta var lengi Þetta nýfrjálsíkin. Já, ábyggilega. Þetta lengi ég bara frekar feimin að taka undir það sem að þú segir því að ég veit að við erum ekki alltaf sammála um pólitík en ég býst við þetta sé nokkurn veginn svona rétt hjá þér eins og ég fallist á það. En við, sem sagt, 2013 þá eru síðan sett afturlög sem eru heildstæð lög Ríkisútvarpið og þá heita lögin Ríkisútvarp fjölmiðl í almannaþágu og þarna í fyrsta skipti orðað í lögunum að Ríkisútvarpið sé fjölmiðl og það var löngu farið að tala það sem fjölmiðl en það varð ekki fjölmiðl að lögum fyrir þarna og það sem mér finnst ég kannski koma með þarna dálítið nýtt að það að kalla það fjölmiðl þá verið að staðsetja það ennþá skýrar á fjölmiðlamarkaðinum eða í því umhverfi. Það ekki búið að breyta markmiðunum og tilganginum eða neitt svoleiðis hann þarna áfram en með því að gera það fjölmiðli að þá verður togstreita ekki og meiri togstreita heldur en bara með
fyrirtækjavæðingunni inn í fyrirtækinu sjálfu og það ekki sem sagt bara tókstrita milli ríkisútvarpsins og annar fjölmiðla, heldur myndast líka tókstrita inn í fyrirtækinu sem á annars vegar að vera menningarstofnun og hins vegar á það líka að einhvern veginn að vera fjölmiðl og eftir hverjum á það þá að taka eftir Morgunblaðinu eða Samstöðinu eða Stöð 2 eða BBC eða skilur hvað eru þeir þá og þá gleymist kannski bara svolítið að vera maður sjálfur. Og það að vera menningarstofnun? Það í raun og veru að vera menningarstofnun. Ég með má ég lesa aðeins upp úr en sem sagt, í lögunum þá stendur að þessi markmið Ríkisútvarpsins eða markmiðið með lögunum Ríkisútvarpið að stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri fjölbreytni og félagslegri samheldni, mæta þörfum og framleiðslu á vanduðu og fjölbreyttu efni. Þetta svo hlutverkið, sem sagt að þá farið nánar út í það sem að það að gera, þá að leggja rækt við íslenska tungu, þá að kynna sögu þjóðarinnar, menningar, arfleið og náttúru, bjóða fjölbreytt og vandað menningarefni, fjalla ólík svið, menningarlista og íþrótta og vera vettvangur umræðina íslenska menningu og samfélag. Dagskráin samkvæmt lögum að lágmarki að vera fréttir og fréttaskýringar, fræðsluþættir, íþróttaþættir, afþreying af ýmsum toga, lista og menningarþættir og sérstakt efni fyrir börn og ungmenni. Og svo hefur það líka skyldur í vinnubrögðum. Það á að rækja fjölbreytt hlutverk sitt af fagmennsku, metnaði, heiðarleika, virðingu og í starfi sínu á það að vera til fyrirmyndar gæði og fagleg vinnubrögð. Þetta orðalagið eins og það í lögunum núna frá 2013 og þetta meir og minna eins og það var í lögunum áður, nema reyndar þetta að það eigi að vera til fyrirmyndar gæði og fagleg vinnubrögð sem að mér finnst í raun og veru styrkja þá skoðun þetta eigi að vera menningarstofnun. Það á það að búa til undirstöður. Frekar heldur en að vera bara þáttakandi í pólitíska rifrildinu eða eitthvað svoleiðis sko. En ég að miða við þetta þegar ég að tala þetta og svo skoða ég ég skoða skýrslur og gögn sem hafa verið gefin út Ríkisútvarpið á löngum tíma. Ég náttúrulega fer ekkert út í allt en það sem að ég sé að það sem sagt bara beinlínis opinberar upplýsingar að þetta dagskráin það sem hún á að lágmarki að vera, það ekki staðið við það. En getur það ekki verið túlkunaratriði? Þú segir að þetta ekki menningarstofnun og þá getur ykkur svaraði hvað, ert þú ekki bara með allt og þrönga hugmyndu hvað menning? Að þú telur að vera ykkur bara hámenning? Jú, við erum með alls konar Jú, það alveg hægt að gera það en það væri samt svolítill útúrsnúningur. Ég ætla bara að kalla þetta menningarleg markmið en nú var ég að lesa upp úr lögunum þar sem stendur að dagskrán eigi að lágmarki að vera þetta og þetta og þetta. Sem fréttir. Og mín hugmynd svo að það sé ekki hægt að ef það ekki, það sé ekki hægt að miða við annað en lögin þetta. Rás 2 ekki með neitt barnaefni og Rás 1 með minna og þetta stendur bara í skýrslum. Bara á búið að vera mörg ár. Að það minna barna- og unglingaefni heldur en auglýsingum í mínútum eða klukkstundum talið í Ríkisútvarpinu á hverju ári. Þetta opinberar upplýsingar. Nú ég ekkert að leggja mat á það, sko. Svo alls konar hlutir sem að ég myndi sjálf geta lagt til, skilur, en það ekki það sem ég að gera þarna. Ég ekki að reyna að koma þannig sér mínum sjónarmiðum á framfæri. Barnaefni var í upptalningunni, en ekki auglýsingar. Já. Og þá segir þú að þau séu ekki að sinna skyldu sínum samkvæmt lögunum. Já. Með því að þetta vel innan við 1% sem að barnaefni. Mér finnst það alveg nóg til að segja að af þessum þarna þá sem sagt af þessari upptalningu þá ætti barnaefni að vera stærri hlutur. Það var svo líka annað maður sér í vinnugögnunum að það ekki miðað við þetta heldur eru búnir til einhverjir aðrir flokkar sem að ekki hægt að sjá hvernig þeir samrýmast þessu í raun og veru. Það til dæmis í skýrslum sem að fjölmiðlanefnd alltaf að fara yfir þetta efni og telja mínútur og reikna í prósentum og svona þannig að maður getur gengið að því hvernig efnið það til dæmis ekkert þar sem heitir fræðsluefni. Ég held að fjölmiðlanefnd gerir þetta ekki heldur síðan fjölmiðlarnir sem að senda fjölmiðlanefnd þetta.
Já, ég segi bara, ég les skýrslu frá fjölmiðlanefnd. Það er ekki einhver manneskja fjölmiðlanefnd sem að hlusta alltaf. Nei, ég held að þetta sé unnið upp úr skýrslu sem Ríkisútvarpið býr til sjálf, sem segir manni þá líka það að Ríkisútvarpið ekki í sínum vinnugögnum með neitt sem heitir fræðsluþættir. Skilur það stendur í lögunum að það eigi að vera fræðsluþættir, en í úttektinni þá er engin fræðsluþættir. Þetta er hluti af því vandamáli hvað það er erfitt að ræða Ríkisútvarpið. Það er að maður, það er ekkert hald í umræðinu, það er ekki samkomulag hvað hugtökin eiga að merkja. Eins og hvað er fræðsluþáttur, hvað er samfélagsmál. Já, og svo það þessi samfélagsmál sem eru ekki nefnd þarna en eru 30% og eru búin að vera það lengi fyrir 30% af efni Rásar 1 og ég veit ekki hvað samfélagsmál eru. Það er líklega bara morgun útvarpið á Rás 1. Mér finnst mjög líklegt að það samfélagi nærmynd eða hvað er þetta núna? Sé mikið af þessum þáttum þar sem er svona verið að fá fólk í viðtöl svona bara þann daginn og ræða eitthvað sem er að gerast í dag sem er ódýrt, óunnið efni sem er nánast ekki ritstýrt og sama eins og hét einu sinni dægurmála útvarp. Ég giska á að það sé að miklu leyti það. En sem er orðið megnið af því efni sem að Rás 1 framleiðir. Það er orðið þannig efni, það er bara svipað við erum með hér. Já. Ég fæ þig í viðtal og það er hérna í morgunútvarpinu, þá er einhverju 2 umsjónarmenn og þau bóka eitthvað daginn áður og svo tala við einn á hverjum hálftíma og þau tala mjög hægt. Nú er það. Það er mjög ábyrgandi með morgunútvarpið Rás 1 og svo kemur þessum Sigurlaug fær eitt gest og talar í hálftíma við hann og svo er það morgunleikuminn og svo koma 10 fréttinnar og svo kemur KK og spilar músík, mikið svona amerísku söngbókina og svo kemur held ég heiti ennþá samfélagi nærmynd og það eru kannski 3 viðtöl þar sem að þau bókuð inn í þáttinn og svo kemur hádegi, þar reyndar eru þeir að skjóta inn þetta helst sem er svona gæti verið fréttaskýringaþáttur. Síðan eftir þá byrjar þetta aftur og þá eru 2 með eitthvað þátt sem að ég man ekki að heiti núna, þar sem þau fá einmitt eitthvað til þess að koma og spjalla og svona heldur þetta bara áfram. Að það er engin svona unnin eitthvað sem getur kallast fræðsluþáttur inn í þessu. Engin. Nei, og svo hafa hvað það nú heitir, endurtekningar aukist mjög verulega og undanfarið þá er mjög mikið verið að spila efni sem er bara ævagamalt og það er byrt. Það heyrir látið fólk í útvarpinu stundum. Já, og það er byrt óyfirfarið, þannig að það er kannski bara sagt á miðvikudegi og í gær sunnudaginn, þú veist þetta 2011 eða eitthvað, þá gerðist þetta og þetta. Með endurtekna efninu þá af því að það er orðið það stór hluti af þessari dagskrá og þá í raun og veru kemur líka í ljós að það er önnur röksemd sem ég hef fyrir því að útvarpið uppfylli ekki þær kröfur sem eru gerðar til þess Rás 1 sem er að vera að fjalla samtíman. Heldur í þessum spjallþáttum er ekki verið að fjalla samtíman? Við erum að fjalla samtíman hér. Já. Samtal geti verið í morgunútvarpinu eða mannlega þættinum eða samfélagi nærmynd. En ekki á einhvern annan hátt. Ég veit ekki aðtók hvað þetta heita, svo ég sé ekki að vísi einhverja gamla þættir sem eru löngu hættir. Nei, ég held að það er samfélagið, held ég hann heiti þessi þáttur sem þú varst að tala um áðan, en sem sagt, það er ekki Já, núna þeir eru búin nú eru þeir komin í sumarfrí, þannig þeir eru búin að breyta þessu þáttum. Já. Nú morgunþáttur heitir Sumarmál. Já, svo kemur eitthvað sem heitir Straum. En svo er líka annað sem ég talaði ekki í greininni, en málið er að það varð mjög mikil breyting þarna eftir 2013. Það verður bara rosaleg breyting. Og það var skipt út meira og minna öllu starfsfólki, líka tæknimönnum og öllu, það var bara, og svo bara sett inn nýtt fólk. Mikla hreinsanir á Rás 1. Já, þannig að það er öll fyrirtækismenning og bara menning í því sem er verið að gera, þú veist, hún bara fór þannig að það byrja bara eitthvað nýtt í staðinn. Og
og margir óanægð með það en á einhvern hátt þá var það þannig séð frekar stöðugt í dálítið langan tíma en síðan fór að hallundan fæti og ég get ekki alveg nefnt hvenar og mér mjög illa við að vera að tala einhvern veginn beina umræðinu þannig að hún snerti eitthvað ákveð fólk en það gerist þarna í raun og veru hausti 2022 þá greinilega bara allt, það hefur bara greinilega eitthvað gerst. Eins og hvað? Þá var bara útvarpið byrja að verða eins og það núna, bara fullt af endurtekningum og einhverjum bara þannig að maður bara fer stundum hjá sér. Það verður, ég bara ekki nógu mælsk til þess að, og ekki búin að undirbúa mig til þess að ræða akkurat þessa hluti, en svo gerist það að dagskrárstjórinn segir upp störfum. Söstur? Já, og svo það gerist frekar hratt og það auglýst og ráðinn nýr dagskrárstjóri og ég skal alveg játa það að ég var ein af þeim sem sóttu og fékk ekki. En þetta snýst samt ekki mig. Mér fannst það mjög sérkennileg ráðstöfun að velja lögfræðing sem hafði verið að vinna á dagblaði og dálítið sjónvarpi til þess að taka að sér að stýra Rás 1. Það meðal annars komið inn og stýrt Silfrinu með Agli. Já, en ég meina það sjónvarp og það frétta, það ekki stefnu framfylgni í menningarmálum þjóðarinnar. Þetta mjög valdamikið starf í raun og veru. Og kannski, já, en ég ætla að klára það sem ég var að segja. Hún í Sjálfstæðisflokknum. Já, þú bara segir svo leys, já. Ég meina, hún myndi ekkert... En málið að það hefur ekkert lagast síðan. Það ennþá ekkert að gerast þarna. Það bara meira og meira af endurtekningu og meira af flatnesku. En svo alveg inn á milli, alveg góðir þættir. Ég ekki að segja að það sé allt hræðilegt sem þarna, en ég tala sem heildar eitthvað, gengur þetta ekki upp, en það líka þetta að þetta leiddi mig á þær slóðir líka að ég get sagt það líka, ég sagði þegar í umsókninni minni dagskrárstjórastarfið, þá sagði ég, mér fyndist ég myndi beita mér fyrir því að það væri gerð úttekt á þessum grundvallaratriðum og unnið eftir því og nota það til þess að og þannig að þegar ég fekk ekki starfið þá ákveði að gera það sjálf, það líka hluti að því mér bara finnst þurfa að gera þetta en svo bara þegar maður fyrir að skoða þetta þá sé ég að dagskrárstjórinn lögfræðingur, útvarpsstjórinn lögfræðingur í stjórninni þá það er bara nöfn, það stendur ekki af hverju þetta fólk í stjórn sem það er valið af þingi. Já, en ég meina það stendur ekki Jón Jónsson forstjóri hjá þessu fyrirtæki eða verkfræðingur þarna eða eitthvað sem það bara Jón Jónsson og Guðrún Jónsdóttir skilur. Þannig það sér að sumir flokkarnir reyna að velja fólk sem hefur einhverja reynslu af fjölmiðlum. Já. En það ekki algilt. Nei, það ekki algilt og það auðvitað bara margt mjög fínt fólk verið þarna í þessari stjórn og ég hef nú ég skili þetta eiginlega þannig að það eru valdir góðir menn með alls konar sérþekkingu og fólk sem hefur staðið sig vel í sínu fæi og hitt og þetta en heildarsamsetningin samt sem áður þannig að það ekki, það bara núna búið að vera í nokkur ára, það bara engin, þetta nú ég að rekja keðjuna eins og hún leiðir að dagskrárvinnunni dagskráin á Rás 1. Það enginn sem veit neitt þau málefni sem það ekki fólk, eða veit neitt. Ég er að segja sem með æðri menntun, að því nú bara skiptir það tugum hundruðum, fólk sem með háar prógráður, það fyrir skóla, það eyðir fjölda ára í þetta, ríki styrkir til þess að læra íslenskt mál, sögu, íslenskar bókmenntir, menningu og hitt og þetta og svo líka bara að læra þessa hluti án þess að það sé endilega bara íslenskt og þetta fólk kemst hvergi, það hvergi nýtt. Já. Nú getum við bara, aðeins bara horfa á líka hvað heitir það, hagsmunaaðilinn. Mér finnst ég ekki vera hagsmunaaðilinn þegar ég sæki starf dagskrárstjóra. Það þjóðin sem hagsmunaaðili. Ég að reyna að hugsa þetta þannig, skilur. Og það að það bara einhvers konar villa í gangi að það sé fyrirtæki
sem framleiðir vöru, við getum sagt svo sem dagskráin og það sé hvergi í stjórnunarferlinu eða stiganum neitt sem hefur sérþekkingu á því sem skilgreint í lögunum því sem viðfangsefnið og samt ríki að borga það og það að borga til þess að þjóðin fái sem besta þjónustu en það kannski ekki besta þjónustan, en það góða við þetta sko, mér finnst mjög óspennandi að koma fram með einhvern svona skandal og að vera rosa hneyksluð og allt sé alveg ömurlegt og eitthvað. Það þarf í raun og veru ekki annað heldur en að fólk bara ákveða sína smá metnað. Og það kannski byrjar á því að það bara lesi lögin, að það sé skipað í stjórnina þannig að hún myndi einhvers konar skynsamlega heild. Skilurðu, það sé ekki bara einhver samtíningur í stjórninni sé síðan bara gert að vinna vinnuna sína. Stjórnin til dæmis heldur því statt og stöðut fram, mér sagt og mér finnst það sjást á vinnubröðunum, að hún eigi ekki að skipta sér af dagskrá. Það er sem að vera að koma að áðan. Það er sko stjórn Ríkisútvarpsins skiptir sér ekki dagskránni. Nei, og útvarpsráð á sömuleyti var búið að draga mjög úr því á svona fyrstu árum þessar aldar. Já, útvarpsráð var bara svo ég segi það ritstjórn Ríkisútvarpsins. Það var áður, en það er ekki lengur. Já, nei, ég bara segja bara fyrir hlustendur, skilur, þetta snýst ritstjórn. Já, nú er aðkoma stjórnarinnar því að þau ráða sér útvarpsstjóra sem að mótar ræður dagskrárstjóra og eitthvað fleira og þau móta sameiginlega einhverja stefnu. Það stendur í lögunum að útvarpsstjóri og stjórnin eigi að móta dagskrárstefnuna. En hún gerir það ekki? Nei, og svo á dagskrárstjórin að vinna eftir þeirri stefnu. Hann á í raun og veru ekki að móta stefnuna. En eins og þetta núna þá sennilega bara þessu öllu varpað á hans herðar. Ég veit það ekki. Ég held að það hljóti að vera mjög erfitt starf að vera dagskrárstjóri á Rás 1 eins og málin eru núna. Það eru... Og líka af því að það svo lítið af öðrum að ef maður einn sko að vinna í einhverju svona og hinir sem að vinna með manni hafi ekki ekki að vinna á sama plani, þá náttúrulega sko, þá vantar stuðning, það vantar aðhald, það vantar það að fólk sé raunverulega að vinna, já, geti talað saman það sem það að gera. Og þá ég að tala á þessum forsendum sem lögin segja að það eigi að vera. Einu sinni voru þarna alltaf að vinna bara merkilegustu tónlistamenn landsins, hámenntustu málfræðingar og sagnfræðingar og bókmenntafræðingar og þetta var fólk sem kunni tungumál og það bara... Heldur að það orðið útvötnun í mennaflanum? Já, það það augljóslega. Það bara ekki nokkur vafi á því, sko. Og þetta hefur gerst á löngum tíma. Þetta ekki bara einn flokkur. Ég held að umræðan Ríkisútvarpið hafi farið að sko hallast fyrir aldamótin. Og jafnvel sko bara 1990 eða fyrir það, sko. Og þá náttúrulega komin að fót þessi krafa að þetta eigi bara vera fyrirtæki og allt það, sko. Vantrú á því að stofnanir geti byggt upp kultúr innra með sér og þar geti verið sko svona fagleg degla og fagleg fórusta. En ef maður bara ber þetta saman við Sinfóníuhljómsveitina. Einu sinni var Sinfóníuhljómsveitin hluti af Ríkisútvarpinu, eða hún var rekin þar inni og það má bara prófa að fara á heimasíðu Ríkisútvarpsins og heimasíðu Sinfóníuhljómsveitinar. Ég meina, það myndi aldrei neinum detta í hug að það væri ráðinn maður í Sinfóníuhljómsveitina sem hefur aldrei lært að leika á hljóðfæri. Heldur það? Ég meina, hver í þessu hlutverki á Ríkisútvarpinu sem að En þegar maður skoðar það, þá þessa síðu heimasíðu... Sagnfræðingur hefur ekki lært að búa til útvarpsþátt? Sagnfræðingur hefur lært að vinna efni og skilunum í texta og í raun og veru allir hugvísindamenn hafa til læra fyrst og fremst bara að fara með texta, lesa texta, túlka texta, skila af sér texta. Það í stórum dráttum það sem að það sem útvarpið að gera, sko. Þetta snýst íslenska tungu að tala við að vera með efni á íslensku fyrir íslensku þjóðina. Þó svo að menntun sagnfræðingsins geti nýst vel við að sér upplýsingum og móta það og koma því frá sér, að þá hefur orðið, það annað fag sem blaðamennska eða fjölmiðlamennska sem er sérfag í því
að búa til fjölmiðlaefni sem að fyrsta skilgreiningin á ríkisútvarpinu. Já, en það ekkert heldur verið að velja þannig fólk, skilur. Nei, ég meina... Og hver ráðir hann það? Fyrirverandi lögreglustjóri. Já, til þess að stýra þessu. Já. Ég meina það var þegar að hann sótti eða þegar hann var ráðinn, meina ég, það var fólk sem að var með alls konar reynslu og doktorsgráðu á íslenskum fræðum, var hent út á fyrstu hvað heitir það, bara í fyrstu umferð. Það var fólk sem hafði gríðarlega reynslu af fjölmiðla rekstri sem að komst ekki að. Þannig að það var ekki heldur verið að leita að, og það líka, ég tala líka þetta, það bara verið að ráða einhverja, en það heldur ekki einu sinni í samræmi við það sem að þó verið búið að gera breytingar á lögunum og svo framvegis, sko. Maðurinn með þessa miklu stjórnsýslu reynslu sem að hann hefur, og ég meina hefur sannarlega, og var metin á þeim forsendum. Fyrirverandi borgarlögmaður? Já, og örugglega, já. Og lögreglustjóri? Hann var lögreglustjóri og hann var hjá borginni og hann hefur verið hinn og þessu, og ég meina, og það sést, það gerðist nefnilega að það var gefið út minnisblað þessa ráðningu sem bara sjaldan gert, þannig að maður fekk svona smá innsýn í það, og þá kemur þetta í ljós að það mjög vel metið. En þetta sem ég kalla menningarhliðina, það semst það kunna aðferðafræði og vinnubrögð og svo framvegis á þessu sviði sem að starfsemi Ríkisútvarpsins hún var ekkert metin, skil, það var bara ekkert inni í matinu. Og ég, sko, það líka annað með, sem sagt, þegar maður í hugvísindum, sem ég náttúrulega hef sjálf lært, að sko þá hefur maður átt að segja á því að það oft verið að segja, sko, það var nú kannski meira sagt í gamla dag að vera að tala um að fólk væri með, væri mentasnobbað og eitthvað svo leiði, sko, en það einhvern veginn eins og það finnist öllum þeir kunna jafn vel og það sem fólk lærir í hugvísindum. En þegar að ég til dæmis með 14 ára háskólanám að baki í mínu fagi sem er málvísindi og sagnfræði, og það gerist þegar maður fer áfram og áfram í námuna, maður lærir meira og meira, þetta í raun og veru stjórnunarnám í leiðinni, skilur, það ekki bara, maður ekki alltaf að læra hvenær það 1 og hvenær 2, skilur, og fólk í minni mynd þá það fólk sem að hefur slíka þjálfun sem að ríkið á að ráða í stjórnunarstöður vegna þess að þetta ríkið, að bara ríkið á að nota þessi viðmið. En þar með ekki sagt að þetta fólk eigin til að vera í útvarpinu. Það á bara að vera að láta þetta ganga upp. Síðan á bara alls konar fólk að koma í útvarpi. Mér finnst til dæmis núna rosalega mikið af starfsfólki Ríkisútvarpsins alltaf að vera að tala í Ríkisútvarpið. Ég myndi bara vilja heyra miklu fleira fólk tala. Viðmælendur í þáttukossanars. Já, en ekki sem viðmælendur. Já, það ekki viðmælendur, já. En nú ég komin langt út fyrir það sem að ég var að tala um í þessari grein sem að ég, eins og ég segi, ég vona að hún geti orðið einhvern veginn til þess að skapa smávegis nýmæli í þessari umræðu sem að komin í öngstræti, finnst mér. Ég eiginlega, á meðan ég var að skrifa þetta, þá kemur hann Sjálfstæðisflokkurinn með frumvarpum að breyta þessu aftur í, eða hver var það aftur sem kom með þetta? Ég maður ekki breyta þessu aftur í stofnun. Stofnun, já. Og ég held að það væri skynsamlegt. En það liggur, það var hann Óli Björn, það fáir sem ég eins ósammála Ríkisútvarpið eins og Óli Björn, en í þessu tilviki þá ég sammála honum. Hann segir það alveg opinskátt að hann hefði viljað leggja þetta niður. Og þar ég mjög ósammála honum, vegna þess að ég held að Ríkisútvarpið hafi feikilega mikla þýðingu, og við megum ekki gleyma því að íslenska í raun og veru leyni tungumál. Það enginn sem talar þetta tungumál nema við. Það enginn sem hefur hagsmuni af því að halda við þekkingu á því og á íslensku þjóðfélagi, sögu, menningu yfirleitt. Og Ríkisútvarpið á Íslandi hefur þessan alveg sérstaka stöðu til þess að viðhalda
þessu að við getum talað okkar eigið þjóðfélag og á okkar eigin tungumáli. Og þetta einn af tilgangi Ríkisútvarpsins. Ég meina ef að Norðmenn fara að gera einhverja tóma steypu þá skilja Danir það og segja bara hvaða rugl í ykkur. En Íslendingar geta sagt ótrúlega hluti þess að nokkur maður viti af því að við erum bara hérna inn í þessu en svo þetta rosalega merkilegt og við verðum líka að halda því við þess vegna en við megum ekki halda það samt að íslensk tunga sé bara, þetta gangi allt saman út að vernda eitthvað gamalt og úrelt. Þetta tungan sem við notum, það allt sem gert á Íslandi skrifað á þessu tungumáli og ef við kunnum það ekki, þá varðar það bæði okkar samtíð og framtíð, skilur við. Þetta ekki bara, þetta nefnilega alvarlegt mál. En ekki að segja að Ríkisútvarpið eins og það núna, með löggu í brúnni, að sé að, eyðileggja íslenskuna eða, Nei, en Þú telur bara mikilvægt að Ríkisútvarpið sé, svo má deilum það hvernig það Já. Þú telur það skorti þarna faglega forystu Ég held að það mætti vera miklu, fjölbreyttara tungumáli í Ríkisútvarpinu heldur og það gerist meðal annars vegna þess að það svo mikið af svona einfaldri dagskrárgerð. Ef að þarna væri meira af unnu efni, hvað væri... Það dýrara. Já. Þá þýðir að vera meira endurflutningur. Það ekkert víst, Ég bara reyni að svara eins og rekstrarstjórinn. Já, en mér minnir að ég hafi skrifað það í greininni og það fyndist mér að vera tilraun sem væri vert að gera að því að maður segir alltaf að það sé fjársvelti og svo framvegis, en það bara miklu líklegra að fyrirtæki nái markmiðum sínum ef það með eins hæft fólk í brúnni eins og það mögulega getur fengið. Og mér finnst mætti byrja á því að bara taka það rosalega alvarlega sem fagstofnun. Skilur bara, útvarpið einhvers konar fagstofnun eins og Þjóðminjasafnið, Þjóðleikhúsið og það kostar ekkit meira að ráða mann sem hefur lært til verka heldur en að ráða mann sem hefur ekki lært til verka. Það bara eitthvað kaup fyrir það að vera í þessum störfum og það væri bara fróðlegt að sjá hvað kæmi út úr því en já, það sem ég var að segja áðan þegar ég var að segja bera saman heimasíðunni hjá Þjóðleikhúsinu, Sinfóníuhljómsveitinni og útvarpinu og Sinfóníuhljómsveitinni þá eru starfsfólkið kynnt, það sagt maður færi að vita svona í stórum dráttum hvað það hefur lært og hvað það hefur afrekað, maður skilur okkur að það að vinna þarna, en flettur upp á Ríkisútvarpinu það bara nöfn, maður veit ekkert hverju þetta og svo prófum maður að googla og það bara að happa glappa hvort maður finnur þetta fólk, maður veit ekki, þú veist Ég held að sé það bara, já, það væri bara skemmtilegra fyrir okkur almenning að skilja betur hvernig þetta fer allt saman fram. Já, það eins og vill oft verða með fjölmiðla að það verið eins og sé verið að reyna að venda starfsfólki fyrir svokölluðu buggi. Þannig að það eiginlega mjög erfitt að komast að starfsfólkinu sem verða. Þetta bara ákveðið svona attitút sem þetta svona bankarstemming. En ég meina, ég alveg sammála að það vantar faglega fórustu inn á Ríkisútvarpið. Mér finnst það bara augljóst á dagskránni. Og fólk með sín bara sem að Já, og faglega fórustu byggist meðal annars á því að þú getur ráðið við að hafa margs konar markmið og þú vinnur við að byggja það upp. Þú hefur ekki bara að lifa af þáttin í dag eða eitthvað svoleiðis. Þú ert með einhver uppbyggingar verkefni. Þú ætlar að skila Ríkisútvarpinu á svona miklu betri stað eftir 3 ár. Þú ætlar að svara, þú ætlar að vera með endurskoðun yfir það efni sem þú ert með. Þú sjálfsagt að bara setja spurningamerki við allt saman. Og þú bara þannig að það sé eitthvað svona degla í gangi. Mér finnst þetta líka að vera áberandi með fréttastofuna hjá þeim, að mér finnst þetta skorta bara faglega fórustu. Þannig að þú veist, hvernig erum við að fjalla mál, hvernig fjöllum við pólitíkina, hvernig fjöllum við þinglókin. Ég var nú eitthvað að fjalla það í þetta að þar var ekki fjallað efnisatrið þeirra mála sem var verið að afgreiða þó að það væri til dæmis breytingar á almannatryggingunum, breytingum á húsaleigulögum, mörg mál sem að snertir mjög mikið stóra hópa í samfélaginu. Heldur var verið að fjalla þetta svona eins og að væri eitthvað Jói ætlaði að semja þinglókin við hinn hvort þetta komast í sumarleyfi og hann hefur búið að breyta stjórnmálunum yfir í eitthvað svona
Ég veit ekki hvað það sko. Það sem öllu máli skiptir, þú veist, hvernig kom þessi út úr þessu og eitthvað svoleiðis tala eins og en ekki raunverulega verið að fjalla pólitík eins og mikilvæg samfélagsmál. Hljómar svolítið eins og það sem ég var að reyna að tala sko. Já. En þú segir að eina ástæðan sé það sé ekki bara valin inn forysta inn í stofnunina sem að ræður við verkefni sem lögð upp, sem eru að reka menningarstofnun. Já, og bara skilur að það sé málið, sko. Já, og það held ég að kannski þetta sérstakt við Ríkisútvarpið, en ég held að við getum fundið þetta mjög víðar. Við höfum stundum verið að fjalla skólamál hérna og menntamál og þá fær maður mjög fljótlega þegar maður tilfinninguna þegar maður að tala við kennara og skólastjórnendur. Að suminleiti glíma þau við þetta sama, að það vantar svona faglega forystu inn í skólanum. Stundum þetta orðað þannig við mig að sko, skólastjórinn hann meira og minna að útfylla einhverja skýrslur til þeirra sem eru með fjárveitingavaldið. Þannig fjárveitingavaldið lítur á hann sem rekstrarstjóra og síðan hann með hópinn sem hann á að vera að stýra, sem faglegt fólk sem að byggja upp sko kennslu og menntun, en hann hefur bara enga tíma í því vegna sem alltaf að svara kallinu með budduna. Þannig að smátt að færi sko hlutverk skólastjórans yfir því að verða eins og hluti af fjármálaaflinu inn í stofnunum. Já. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að þeir sem að fóru með ríkisvaldið á sínu tíma vildu fá svona kall til þess að reka Ríkisútvarpið, vegna þess að líta svo á ef við skiljum eftir dagskrárgerða fólkið eða fréttamennina eða þá sem hafa áhuga á sko samfélaginu, ef við skiljum þau eftir þá verður þetta eitthvað svona glórulaus vitleysa, þannig við verum að fá eitthvað sem að setur aga á þetta lið. Já. Vegna þess að þessu fólki, það kannski hugvista fólkinu, ekki kannski öllu menntaði hugvistum, þessu fólki ekki treystandi til þess að reka stofnun og það sama heyrir alveg, þetta heyrir sko hægri menn og tala sko skólakerfið, þá er það alltaf þessu hugmynd, ef að við setjum ekki einhvern aga á þetta, að þá fara þau að hætta að kenna börnunum bara að lesa og fara bara með niður í fjöru og skoða skeljar eitthvað svona, þannig við verum að hafa eitthvað svona aga á þessu. Ég held að sömuleyti tengist þetta, sem þá bara að við erum kannski kunnum ekki að horfa á verðmæti öflugrar Ríkisútvarps sem menningarstofnun eða skóla eða eitthvað svoleiðis, vegna þess að við erum farin að horfa á allt kerfið út frá manninu með budduna. Fjárveitingavaldið orðið okkar guð, það sem þú treystir á, það verður þinn guð og við treystum á peningana og peningarnir okkar guð. Já. Og þetta sko, það verið að, það sem ég tala að það eftirlitsstofnanir með Ríkisútvarpinu, að því ég treysti mér ekki til að fara að tala skóla eða annað, að eftirlitsstofnaninnar, þær horfa líka bara á fjárhagsliðina og rekstrarliðina, telja sig ekki eiga að gera neitt annað. Fjölmiðla nefnd á að meta það á hverju ári hvort að Ríkisútvarpið hafi staðið undir almannahlutverki sínu, en samt segir hún líka að dagskráin sé þeim óviðkomandi og ég segi hvað þá eiginlega almannahlutverkið. En ég tek undir það með þér að kerfið að byggja sig upp alltaf meira og meira í þá átt að verða alltaf, þetta líka krafan rosalega góða stjórnsýslu, alltaf meira stjórnsýsla og allt orðið, auðvitað þarf að vera ægi og það þarf að gera hlutina almennlega, en þetta orðin úreltur misskilningur finnst mér að það sé engum treystandi til að reka neitt nema mann hafi, ég veit ekki, lært viðskiptafræði eða hagfræði, því það er bara einn hluti af þessu starfi. Ég sjálfsög veit ekki hvað, eða lögfræði eða hvað það er. Það hluta til þess að þegar þú varst að lesa áðan lögin frá 2013, þá var ég að hugsa, þetta búið að móti þetta svona, þannig að raunverulega þarna litið á að ríkið sé eins og verkkaupi. Og það Ríkisútvarpið sem að skilar þessu verki sem að ríkið skilgreinir. Og ef við náum að móta það þannig, þá getum við bara ítt Ríkisútvarpinu frá og bara láta einhvern annan ríkið kaupir þess að þjónusta af einhverjum öðrum. Og þá er byrjað að skilgreina það einhvern veginn hvað er hlutverkið. Ef við værum að byggja upp svona menningarstofnun
að þá myndum við líklega að væri markmiðið það að inn í þessari menningarstofnun yrði eitthvað svona kúltúr sem að réði við verkefnið og það teki langan tíma að byggja það upp. Við þurftum að hafa svona dýnamík þannig inni, þannig að vera ólík viðhorf, eitthvað átök inn í því og eitthvað fleira. Það væri markmiðið að út úr þessu kæmi síðan bara það ríkisútvarp sem bara besta ríkisútvarp sem við getum búið til með því að ýta undir þroska og þróun þessa fyrirbrigðis. En þessi hugmyndur að fjárveitingakallinn sé alltaf að kaupa þjónustu, það endar í svona skilgreiningum. Já, ég reyndar fattaði ekki og hef ekki áttað mig á því að það sé hægt að lesa þetta svona, því ég bara að hugsa þetta út frá menningarlegum markmiðum og mér finnst þetta fyrirmynda ríkisútvarp sem þú ert að lýsa það, í raun og veru var einhvers konar svoleiðis ríkisútvarp í gamla daga upp að einhverju marki. Þetta var bara opinn vinnustaður þar sem að flætti í gegn bara skáld og rithöfundar og tónlistamenn og pólitíkusar og bara tónlistaþætti og Leifur Þórarins og við getum talið upp öll tónskáld þessar kynslóðar voru með þætti í ríkisútvarpi. En núna þetta bara læst stofnun eins og þú varst að lýsa áðan og og það er alltaf sem sagt, sama fólkið að vinna alla þættina og gera alla hluti í staðin fyrir að þau séu beinleysins þeirra verkefni finnst mér eðlilega að væri raunverulega stöðlaði aðri kæmust að frekar en að það sé bara sama manneskjan sem bæði með matarþætti og viðtalsþætti og félagsmálaþætti og skilurðu en samt þetta líka þannig að ég vil halda því fram að þetta sé stórt verkefni sem þurfa að vinna að mörgu fólkis faglega þannig að ég heldur ekki að segja ég sé einhvern veginn með öll svör við því og mér þykir það mjög miður að það hafi verið eyðilögð sú menning sem var til inn í ríkisútvarpinu frekar heldur en að halda áfram að byggja hana upp og í raun og veru þá koma í veg fyrir það að hún þróaðist eðlilega með breyttum tíma að því ég er ekki bara svo það sé alveg á hreinu, ég er ekkert að biðja ríkisútvarpið verði eins og það var 1979 skilur en það má taka það sem að var gott og vinna það áfram og já, bara aðalatrið finnst mér núna bara að það er hægt að tala hlutina út frá öðru heldur en bara peningum það má tala þá líka út frá því hvað lögin beinlega segja að eigi að gera í ríkisútvarpinu það myndi hjálpa við að byggja það kannski upp aftur og það myndi líka hjálpa til við það að það væri hægt að umræðan ríkisútvarpið yrði eðlilegu hluti af þjóðmála umræðinni sem ég held að það hafi verið áður og horfast í augu við að það þarf ritstjóra, það er ekki hægt að vera með ritstjórnarlaust útgáfufyrirtæki. En dagskrárstjórinn er náttúrulega ritstjóri ykkur liti og svo ertu með svona einstaka þætti. Já, en útvarpsstjórinn og stjórnin eiga að vera yfir út ritstjórar. Já. En stundum getur þú gert að segja að þú setur með eitthvað þátt þarna og þú ræður Siggu og Bjössa og þú segir við þau gerið bara eitthvað skemmtilegt. Það getur verið ritstjórn, sko. Já, en þá er maður bundin af lög. Það er ekki alltaf að vera svona hýraki í ritstjórn. Nei, en þá er maður samt bundin af lögunum af því þetta er opinbert, apparat. Og þá getur maður ekki bara sagt Björs og Siggu, þá verður maður að segja, ég þarf að vita hvað þið ætlaði að gera, því annars ætla ég að taka Gunn og Palla, skilurðu. Jú, en það er ekki alltaf gott að vera með, það sem að allir þurfa að svara upp fyrir sig, þá getur endar í ykkur útvarpsráði. Það getur orðið alveg steingeld dagskrá. Já, það getur orðið það, en það er líka, þetta er samt ríkisstofnun. En ég ætla að segja þetta þarf að vera kúltúrsköpunar og frelsis þannig að fólki sem er að vinna upplifa að þetta er vettvangur sem ég get það stjórnendurnir eiga að sjá til þess að íslenska þjóðin geti það, skilur, ekki bara starfsmennirnir. En ég ætla að grípa þetta sem hún sagðir áðan, svo fór ég að tala eitthvað allt of mikið. Þessi hugmyndum það að leggja bara ríkisútvarpið niður og búa bara til svona apparat þar sem að, er bara keypt ykkur vinna fólki eða nánast þá eins og ykkur styrkja kerfi til þess að, þetta er gömul hugmynd, hún hefur komið fram, ég verð ekki frá því að Ágúst Þór Árnason hafi komið með hana fyrir mörgum árum og hún kemur oft upp, dúkar oft upp í þessar umræðu eins og hún sé einhvers konar lausn á vandamáli ríkisútvarpsins. Ég myndi segja að það er tvennt við því, fyrsta lagi bara er ríkisútvarpið til og ef við erum að tala það þá hljótum við bara að vera að tala það en ekki eitthvað annað. En í öðru lagi þá er tilgangur ríkisútvarpsins dagskráin, ekki það að listamenn og fræðimenn fái peninga til að gera eitthvað. Það myndi bara heita skapandi greinar eða það er bara einhver annar handleikur og það er tilfullt af svoleiðis.
Það er til styrkjakerfi til þess að vinna grein eða til þess að búa til efni og svo framvegis. Ríkisútvarpið á að velja dagskrána. Það er málið. Og hún á bara að hafa skoðun á því og stundum finnst þér það ömurleg skoðun og þá átt þú bara að geta æst þig yfir því í blöðum. Hvað er ríkisútvarpið? Hvað er ríkisútvarpið? Ríkisútvarpið er menningarstofnun. Stjórn ríkisútvarpsins. Þú veist þegar ríkisútvarpið á að hafa skoðun, en ég var að lýsa svona kultúr í einhverju menningarheild þar sem getur verið bara margar skoðanir. Stjórnin þarf að standa undir því sem að kemur, hún verður að bera ábyrgð á því sem kemur í ríkisútvarpinu. Hún á ekki að vera óábyrg gagnvart þeirri dagskrá sem þar er og segjum að það gerist eitthvað ferlegt að hver á það að bera ábyrgð á því. Það er sjálfsögðu stjórnin, það getur ekki verið öðru sig. Bara það er, ég meina þetta er bara eins og þetta er fyrirtæki, það bara er svona, það er stjórnin, það eru hluthafar sem er í Íslenska ríkið og Alþingi fer með það og ráðherra milli aðalfunda, svo er Alþingi velur stjórnin velur útvarpsstjóra og þessi ábyrgðarkeðja, þetta er bara eins og hjá þú veist, Brim eða einhverju, ég meina bara öll fyrirtæki eru rekin svona. Nei, það er ekki þannig, því að stjórnin á ríkisútvarpinu segir við skiptum okkur ekki að dagskránni. Það er nefnilega eitthvað skakt þar. Það er svo í Brim myndi segja að við skiptum okkur ekki að fiskveiðum. Já, og hvað myndu hluthafarnir segja þá? Já, herðu. Þetta er einhvern veginn. En bara að gera að tala þetta þannig að það sé til þess að leita að gera heiminn betri en ekki til að fara að rífast ennþá meira. Svo er það líka þannig að sko hvernig, að því við erum að tala Rás 1, að við þekkjum það til dæmis frá BBC, að til dæmis að þau myndu ekki sitja svona áherslu á samfélagsumræðu inni á Rás 1 hjá sér. Nei. Heldur færist hún alltaf með út. Já. Og þá er það, því þú sagðir Rás 1 á ekki að vera eins og 1970. Í BBC væri það að Rás 1 er svona cirka eins og var 1970, það er sama músíkin, það er svona klassík og jazz og eitthvað svona eins og við ólumst upp með og svo bara minkar aðeins áherslan á samfélagsumræðina vegna þess að hún fer, þar sem BBC setur samfélagsumræðina, þar sem að flestir er að hlusta, þar leggjum við höfuð áherslan á það. Hérna er eitthvað svona alltaf eitthvað hugmyndum það að búa til úr Rás 1 eitthvað svona dómkirkju sem á að vera eilíf á meðan að oft í fjölmiðlum þá bara driftar þetta eitthvað, hlutur ekki bara færist. Já. Og svo BBC er náttúrulega bara með margar stöðvar og hefur alltaf þessi hlutverk og það eru kannski einmitt hlutverk sem að ríkisútvarpið er svolítið að sko skemma fyrir öðrum stöðvum og fjölmiðlum með því að vera að sækja inn á þessar slóðir en jafnframt að búa til tókstreitu inn í sinni eigin stofnun með því að þá sinna ekki nógu vel bara gamaldags útvarpin. Ég vil bara líka, við vorum að tala symfóníutónleika og alls konar, ég vil líka heyra ljóð. Kannski eru ljóð bara gamaldags en ég hef ekki heyrt ljóð í fjölmiðlum í áratugi held ég, sko. Það eru alls konar hlutir sem að og ég vil heyra miklu meira tónlist og miklu meira hlutina heldur en bara að heyra það, sko. Það er einhvern veginn líka svolítið annar vettvangur en það er svona meiri menningar umræða. Já, einmitt. En nú er ég bara farin að láta mig dreyma, sko. Herðu, Lára, takk fyrir að koma hingað og ræða ríkisútvarpið. Og meðan við vorum að tala þá ákvað að reyna að finna fleira fólk til þess að tala ríkisútvarpið af því að það náttúrulega risastór stofnun í íslensku samfélagi og alveg sjálfsagt að ræðum það bara eins og við ræðum með menntakerfið eitthvað. Já. Það er bara þannig. Það væri gaman líka að við töluðum ekki bara fjármál. Nei, kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir mig. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja heiminn og samfélagið sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, nú ætlum við að horfa aðeins aftur eins og við höfum verið að gera hérna við Rauðaborðið, undanfarna viku, kannski rúma viku. Það byrjaði á því að við vorum hérna með viðtal við Sigurður Gylfa Magnússon sem er haldið út í bókaflokki stórum og miklum sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar í meira en fjórðung öld. Og svona, það kveiknaði eiginlega svo hugmynd í því spjalli að ég myndi kannski fá fólk sem hefur skilað verkum inn í þennan flokk sem að
sumuleyti að draga fram sögur sem ekki hafa fengið að vera með í sögunni sem kannski haldið að okkur og haldið á lofti í samfélaginu. Fátækt fólk og fatlað fólk og fólk sem einhvern veginn passar ekki inn í það. En líka þetta þráður það sem hefur verið að horfa á sögunar út frá lífi einstaklinga, svokalluð svona einsaga og við ákvæðum hérna að búa til svolítið svona einhverja sirpu af viðtölum sem að tengjast þessu. Svona við erum ekkert að gera þetta mjög hátilegt. Svo sá ég hérna einhvern veginn vegna því að Facebook svo skrítið að það kemur til mann alls konar svona hluti og þá sá ég einhvern veginn að það var að gefa út bók eftir Guðnýju Hallgrímsdóttur sem hingað komin hérna hjá þessu fræðibóka forlagi Routledge, A Tale of a Fool. Þetta er svakalegu titill. Vakti athygli mína, þetta er svona clickbait. Já. Það virkar þannig að ég var að skoða, hvað þetta? En þá þetta náttúrulega eina bókunum meir og minna, eða ekki, hana Guðrúnu Ketilsdóttur. Jú. Já, sem að koma þarna. Og það ekki svolítið svona þín rannsókn og þessar bækur? Þetta ekki ágætt dæmi að þessu sem ég var eiginlega að reyna að segja áðan, sem að væri að nota annars vegar svona sögu einstaklingana til þess að varpa ljósi á samtíman og söguna, en líka að draga fram kannski fólk svona sem að hefur bara ekki haft pláss, ekkert farrými á þessari svakalega fínu sögu okkar með stóru staf. Já, einmitt. Sem við viljum öll lifa í. Jú, einmitt. Þannig að þú verður þá að segja mér frá Guðrúnu Ketilsdóttur sem að þú ert búin að fylgja þér svolítið lengi núna, ekki? Jú, ég nú búin að vera að stúdra hana Guðrúnu Ketilsdóttir sko allt of lengi og það má eiginlega segja að vinir mínir í fræðunum voru farnir að kalla mig Guðrúnu, ekki Guðnýju. Þannig að hérna, það lýsir nú hversu mikið ég talaði hana. Hvað nánar þið voru orðnar. Já, einmitt, við vorum mjög nánar. Og eftir þessa bóka sem kom út 2019, að þá eiginlega hætti ég að tala hana. Þannig að hérna, þá var ég bara búin að fá nóg að þessari rannsókn. En ég ætla að pína þig. Það gott að rifja hana samt upp, af því að hún mjög skemmtileg. Og ég get kannski sagt þér, byrja að segja frá forsögunni að þessari rannsókn hjá mér, að þegar ég var búin að vera í BA-náminu í sagnfræði, þá fannst mér einhvern veginn, mér fannst sagan svo skökk, mér fannst vanta eitthvað og ég á dætur sem voru þá á unglingsaldri þegar ég var í náminu og mér fannst eitthvað skakt við það hvað vantaði mikið af sögu kvenna í sögun okkar og þess vegna lagði ég bara stað í þessa leit að konunum og ákvað að komi fyrir á handritadeild Landsbókasafnsins og fara bara markvisst í gegnum handritaskrár Páls Eggerts Ólafssonar sem í raun og veru þetta verkfæri fræðimanna, hefur verið verkfæri fræðimanna til að leita heimildum liðna tíð og fólk og annað í einhver 100 ár. Og þegar ég fer í gegnum öll þessi bindi, bjó til gagnagrunn og skráð allt samanskugsamlega, sendi bréf til kvenna, sendi bréf frá konum, kveðskapur frá konum og ævisögur, eftirmæli og annað. Og á þessu, þegar ég var að byrja þetta ferðalag, að þá bárust mér 3 eintök af þessari ævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur úr sitt hvora áttinni. 3 mismunandi handrit. Fyrsta handriti kom í hendnar á mér á handritadeildinni. Sem sjálfsæfisaga hennar. Sjálfsæfisaga hennar, já. Það brotið sem að ég vinn svo úr. Og það var Kári Bjarnason sem að rétti mér bara handritið eins og það varveitt á handritadeildinni. Og þá var ég búin að fara náttúrulega í gegnum mjög mikið magn og fannst ekkert svona einhvern veginn heilla mig. Það var ekkert í raun og veru sem að var svona, það sem ég fann fyrir konunum. Þetta var kannski einhver svona upphafin og hástemt eftirmæli eða kveðskapur sem ég hreinlega hafði ekki skilning á. Sendi bréfin oftar frá kallmönnum til kvenna og annað. Þannig að þegar ég opnaði þetta handrit og sá blaðsíðurnar og sko þetta nánast eins og þú varir að taka viðtal við hana, það hefur bara einhver farið og
rétt inn í mikrofón og spurt hvernig var æfið þín. Því hún talar svo hispurslaust og hún segir bara frá allir æfið sinni og eins og við þegar við erum að segja frá æfið okkar að þá förum við bara, þú veist, hérðan og þaðan. Við erum ekki, þetta er ekki í línulegri frásögn og það er líka áhugavert. Og ólíkt hvað við telum vera merkilegt allt í einu, við miklum tími að skýra eitthvað sem að kannski maður ekki alveg akkur að þetta var svona mikið. Já, einmitt, en þarna fann ég svo fyrir konunni og það var meira að segja, það var svo merkilegt að mér fannst ég hreinlega þurfa að lyfta handritun upp og þefa að ég bara gæti fundið lykt af henni Guð að þetta var svona mjög einkennileg tilfinning sem ég fekk. En af hverju það? Er það vegna þess að er hún, eins og við kallað að vera góðu penni, það er það að það er flókið að setja tjáningu ofan í texta? Já, en hún skrifaði þetta reyndar ekki sjálf. Hún mælti þetta fram? Hún mælti þetta fram, já. Þetta er bara munnleg heimild. En ég held að hún var náttúrulega trúlega áttræð þegar hún sagði þessa sögu. Og þá þegar maður eftir því sem maður eldist þá verður maður kannski svona svolítið vantar svona svolítið stopparan á mann maður svona hispurslausar í því sem maður segir. Sérst oft í til dæmis hjá rithöfundum að þegar þeir eru orðinu gamlir þá eru svona eins og penni verið svolítið svona frjálsari. Já, einmitt. Þeir eru ekki og háðir því einhvern veginn að lemja þetta inn í einhvern struktúr. Já, ég held að þetta er fallega við eldast sko, maður verið frjálsari. Já, en svo var ég náttúrulega bara strax ákveðin í að ég myndi gera eitthvað við þetta handrit og svo voru 2 aðri vinir mínir sem komu sama dag með þetta handrit og sögðu, þetta er eitthvað handrit sem vorst að skoða Guðný og Einhver hefði nú sagt að hann væri Guðrún Kjellisdóttir að velja þetta til verksins. Já, ég hugsaði það líka að þetta væri bara, hún væri að hnippa í mig og segja, gerðu þessa rannsókn. Þannig að, ég lagðist semst yfir þetta og með einsögulegri nálgun sem að þú varst nú að ræða við Sigurður Gylfa og það er þessi nálgun þar sem að maður kafar ofan í einn einstakling kannski, eitt lítið bæjarfélag, einstaklingin eða atvikið og það náttúrulega krafðist þess að ég reyndi að taka alla söguna bara og skilja hana út frá þeim heimildum þeim opinberu heimildum sem við höfum úr að móða af, af þessu alþýðu fólki eins og Guðrún var. Og fannstu spor hennar annar staðar í öðrum heimildum? Já, í kirkjubókunum og kirkjubækurnar eru líka svona uppáhaldsheimildi hjá mér. Þar getum við fylgt fólki eftir ár frá ári vegna þess að prestarnir að það var þessi skylda sem höfðu að heimsækja sóknarbörnun fylgjast með þeirra bæði hegðun og siðferði og börnunum náttúrulega hvernig þeim gengi að læra kristinfræðin og undirbúning fyrir fermingun og svona. Þannig að þetta höfum við allt og þá gat ég líka fylgt henni alla sveitina. Hún var á 40 stöðum allt sitt líf. Hún náttúrulega lifði fram yfir áttrætt. En eins og vinnufólk á þessum tíma rési bara í viss tímabundið og þar leiðandi flakka hún mikið og á sínum efri árum þegar hún er nánast orðin karlæg þá hún náttúrulega kannski bara skipt á milli sveitunga sinna og þá flakkar hún oftar. En já. En segðu mér frá ævinnar eða hvernig, kannski frekar, hvernig hún horfði á ævi sína? Sko, hún, það sem að mér fannst einmitt einkennana að hún talar sig sem hún hafi verið falleg kona og það hafi margir vilja eignast það og það hafi hún hafi verið dugleg og eftirsóttur starfsmaður en svona í barnæsku að þá virðist hún hafa verið svona eða allavega þegar hún er orðin stálpuð og fer í vist
svona þess að byrja með að þá virðist hún hafa liðið hungur, vospúð, eitthvað skonar, hún liðið ekki vel. En svo þegar hún fyrir sjálf, þegar hún orðin bara þroskuð vinnukona á þessu markaði, að þá virðist hún á að safna sér heilmiklu. Hún til dæmis talar það í bókina, hún hefði átt 5 kistur og það var nú meiri í þeim en myrkrið tómt eins og hún orðað svo skemmtilega. Og þar átt hún brennivín og rúsínur og hún átti litríkan klæðnað. Hún talar það að fötin sín hafi nú verið mjög fín. Hún átti silkiklúta hálsinn og reiðtíu líklegast, átt hún til að mjólka og vinna þá eitthvað úr. Þannig að hún virðist hafa allavega kom sér sæmilega áfram. En alltaf sem vinnukona? Hún sko, við höfum svona ákveðna skilgreiningu á þessu vinnuafli vegna þess að þú getur verið fyrstu árin þegar þú ert svona að fóta því í vinnumennskuna, það er bara nákvæmlega eins og þegar við erum að læra, við förum í menntaskóla og háskóla og förum í starfsnámina á vinnustaði og það það sem hún kannski að gera fyrstu kannski 10-15 árin, byrjar eitthvað 10 ára gömul og Var þá fyrst og fremst matvinnungur? Nei, hún ekki endilega matvinnungur vegna þess að hún alveg farin að vinna sko fyrir einhverju aðeins meiru vegna þess að hún allavega virðist fá í laun og tekjur af afurðum hennar. Já, og það nefnilega þetta sem að sko við þurfum líka átt okkur á að það var svo mikið vöruskipti, það var ekkert verið að nýta peninga. Það var vöruskipti á milli vinnufólksins og vinnufólki við húsbændur og jafnvel við eitthvað fólk á næstu bæjum. Og það virðist hún hafa geta verið að gera og til dæmis þegar hún kynnist manninu sínum og þá gæti ég trú að hún hafi verið í eitthvað svona veri þar sem að hún var að hugsa klæðina sjómanna og jafnvel elda fyrir þá eða annað vegna þess að hún fellur þarna fyrir honum eitthvað stað það sem eru margir sjómenn og hún að vinna þar og hann töluvert yngri en hún og greinilega svona spjátrungur vegna þess að ég rakti alla sögu hans líka frá fæðingu og til 11 áranna og sá þá svona nokkurn veginn hvaða persónuleika hann hefði að geyma og það var trúlega alveg rétt hjá Guðrúnu eftir á að hyggja, þetta var nú úlfur í sauðagerju því að hún verður mjög ástfangin á honum og fer svo með honum í vist en þá sér maður að hann plein vinnumaður á bænum og þá sem sagt vistráðinn en hún húskona sem sagt hún það nefnilega þessi skilgreining sem við höfum það annarkvort þetta vinnumaður sem að ræðið í vist upp á eitthvað tiltekin láglaun, bara lágmarkslaun ef þú ert húskona eða húsmaður þá varstu svona eins og leigjandi bara rétt eins og í dag þú áttir ekki þú áttir ekki það mikið að þú gast verið leiguliði heldur varstu leigjandi hjá kannski leiguliða eða bónda og varst með sjálfstæðan rekstur á sjálfum þeir þú komst kannski með já, einmitt þannig að hún var í þeirri stöðu á meðan kærastinn var þarna sem sagt í lakari stöðu á bænum og það fannst mér mjög áhugavert að sjá því að hún var eldri náttúrulega hún var eldri reyndar og hann hafði verið niðursetningur mjög ungur og hann var mikil fátækt á heimilans en það var enda líka heimil á henni mikil fátækt en hann hafði komist eitthvað í kast við lögin og var vistaður á prestsetrinu fyrir hvað hann komist í kast við lögin? Stundum var það var eitthvað þjófnaðamál og hjá kaupmanni en hann presturinn hefur ekki mikið greinilega álita á honum því að hann telur hann ekki sem vinnumann inn á heimili sínu 21 árs gamlan heldur niðursetning og hann sé óstýrilátur og svona þannig að en eins og Guðrún lýsir honum í ævisögu sinni þegar hún hittir hann
þá hún greinilega mjög ástfangin og hann virðist hafa verið mjög smart og flottur og hún giftist honum sem sagt. Þetta eitthvað svona típa sem James Dean hefði verið látin leika 1955. Hann átt móturhjóla. Já, ég sá hann alveg fyrir mér þannig. Og þetta svona gaur. Þetta svona gaur. Hann hefur verið það. En hún semst fjalli þarna fyrir honum. Óstýrilátur, hann náttúrulega býr í hryllilegri kúunar samfélagi. Já, og hann vil ekki beygja sig alveg undir prestin. Nei, kannski ekki. Nei. Og hann spjátrungur, presturinn segir það líka. Sem hann neitar að klæða sig niður fyrir sína stétt og fer að skreita sig aðeins upp á við. Já, mögulega. Þetta maður í uppreisn. Já, en ég er að reyna að verja mig, þú talar hann aðeins niður. Já, það gott að þú tekur upp hanska fyrir ítluga. En ég skil alveg Guðrúnu að hann hafi sýnt henni náttúrulega áhuga og hún varð ástfangin og þau bara hlaupa saman og í næstu vist og hún verður ólétt. En hvað elskast sem vinnuhjú? Ekki fyrir þau giftast, þau giftast og svo... Og hvað það langur tími sem að þau verða að bíða eftir því að fá að eigast? Það bara, ég man nú ekki alveg hvað það eru mörg ár frá því að nei, en allavega að þau fara þarna í vist mjög snemma eftir að þau kynnast og þá hann vinnumaður og hún húskona og það var svona dæmi það að hún var greinilega betur stæð en hann og svo eru þau komin á heimili þar sem var svona töluvert meiri peningur og trúlega betri vist og eftir það eru þau greinilega orðin leiguliðar þá eru þau gift og hún ólétt en hún ekki fyrirbúin að eignast barnið en að hann fer að halda við húsfreyjun á bænum sem hún segir í ævisögunni að hafi meira segja stólið konan húsfreyjan stál úr súrtunnunni hennar en hún gat náttúrulega ekkert sagt við því að þetta var húsmóðurinn á bænum þannig að það var ekki nóg með hún svæfi hjá eiginmann mennar heldur stál hún líka mat frá henni og hún skilur við hann en hún skilur ekki við hann fyrir en hann búinn að drekka eiginlega allt frá þeim var stór skuldur í Kaupstað líklegast að Akureyri og hann skuldir og hennar skuldir að þau eru hjón já, þannig að hún missi barnið frá sér og það virðist vera að hún hafi reynt að koma í veg fyrir að barnið tekið því að hún fer inn í Skagafjörð og trúlega til þess að losna undan sýslu yfirvöldum í Eyjafirði þar sem hún bjó flýr hún í næstu sýslu eða ég allavega ég ímynda mér að það hafi verið eitthvað þannig og hún hafi ætlað að reyna að komast undan því að barnið yrði tekið því að börn sem að voru tekin þegar flosnaði upp fjölskylda að þau voru setti í fóstur hjá föðufjölskyldunni þannig að barnið hennar eða hrepp föðufjölskyldunar þannig að föðurins þannig að barnið hennar yrði sem sagt tekið af henni og sett þá trúlega þaðan sem hann var í fóstri sem var prestsetrið og það var gert barnið var svo tekið af henni og sett á prestsetrið en hún virðist alltaf hafa haft eftirlit með honum drengnum sínum hún kemur í fermingun hans og talar það í sögunni og þannig að hún hefur nú svona henni fannst nú maturinn ekki vera upp að marga fiska í fermingunni það hefði nú verið hægt að gera eitthvað aðeins betra fyrir drenginn sinn en svo þegar hún þarna aðeins eldri að þá virðist hún vera í sambandi við hann Það var aldursmunin á þeim að því að þetta var náttúrulega, var þetta ekki miklu algengara á þessum árum, að maður stundu séð maður aldurinn það sem að ung kona giftist eldri manni sem fellur svo frá og þá hún orðin eldri og hún tekur sér yngri mann ef maður má orða það þannig og svo bara ferðast þetta svona þannig að stundum bara 20-30 ára aldursmunur á hjónum bara aftur og aftur sko. Já, ég held að það hafi alveg verið raunin þegar lögin voru þannig að ef að þú varst leiguliði að þá fekk kona þín rétt til þess að yrkja jörðin ef þú félst frá og það mátt ekki reka hana af jörðinni nema hún hefði ekki sinnt sínu skildum eða hún
hún hafði fullan rétt á að vera þar og vegna þess að jarðnæði var svo lítið á 18. öldinni. Það var bara mjög erfitt að fá jarðnæði. Þá var náttúrulega eðlilega urðu þessar konur eftirsóttar. Sem að líka, sko ekkjur sem voru leigulegar urðu eftirsóttar og fyrir svona gaura. Já, ekki endilega gaura en ungir vinnumenn. En líka fyrir þær að þú ert hérna með jörðina og maðurinn fallið frá og svo þarf þetta að halda jörðinni þá náttúrulega þú verður að finna helst ungan duglegan mann. Algjörlega. Og ef þú bara ná í, þetta eins og sért að velja þér sko sterkt naut til þess að yrkja jörðina. Einmitt. Og nóg var af þessum ungu mönnum sem náttúrulega vildu komast yfir jarðnæði og vistust þar sem sko bestu kjörin voru eða þar sem væri mögulegt að ná sér í ekkju. En það hefur verið gerð rannsókn á þessu sem sýnir fram á að ekkjur leiguliða voru mjög vinsalar á giftingamarkaði. En þetta var ekki raunin hjá þeim sem voru eigna áttu jörðina. Því að, þú veist, það var... Við byggum við meira fjárhagslegt öryggi og gáttu... Já, og þá líka voru náttúrulega erfingjarnir að þeir áttu rétt á að fá hlut í landinu sem þú veist, var í eigu einhvers. Þú veist að það var ekki bara, ekkjan gat ekki bara gifst einhverjum vinnumanni og svo var hann rétt kjörin eigandi jarðarinnar. En hvað verður Guðrúnu þarna þegar kemur í ljós að draumaprinsinn reyndist vera bara að drullusokku þegar áreindi eins og segir í einhverju ljóði í Dagsigur og svona? Já. Hún náttúrulega, þá missir hún alveg fótana og og missir allt og verður vinnukona fyrir vist aftur en hún nær sér aftur upp og er í stöðu húskonu sem sagt þá sjálfstæðin á heimilum. Þannig að... Og hún leggur mikla áherslu eins og þegar þú ert að segja frá þessu. Að þá hún sækir sko sjálfsmynd sína í það að hafa verið falleg, hafa verið dugleg, hafa staðið sig. Og átti fallið föt. Átti fallið föt. Hún alltaf að sanna, eins og sé alltaf að sanna sig fyrir einhverju samfélaginu. Að hún sé ekki lagasta, þvert á móti. Það er mikið í hennar spönni, það er mikið í mig spönni. En þetta ofta einkenni á fólki í svona veikri stöðu að það talar svona og með svona hugmyndur sjálf sig. Það sem allt eiginlega á mælikvarða hvernig samfélagið metur þig. Já. En ég mætti nú alltaf í vinnu, eitthvað, þóttu hafi gert eitthvað. Þú kannast við þetta að fólk alltaf að sækja í eitthvað svona rök fyrir því að því að kannski eitthvað annað sem að segja manni að staðamanns eiginlega óbóðlega eða eitthvað. Ég veit ekki. Hún hefur ábyggilega náttúrulega vita að það voru ríkir eignabændur og það voru velstæðir leiguliðar sem að voru allt í kring. Hún hefur ábyggilega vita sína stöðu þannig lagað en ég held samt sem áður að það voru bara svo margir í þessari stöðu að hún var í raun og veru kannski, hún eigði enga vonur að verða landeigandi eða yfir einhverju stóru jörð. Hún var bara miða sig við þessi 90% af þjóðinni í vinnumennsku. Og hún sannarlega sko, náttúrulega var í stöðu húskonu þannig að og það var kannski það efsta sem að þú komst ef að þú varst ógiftur á þessum tíma. Þetta er ekki eigna manneskja? Nei, það er náttúrulega... Já, það er náttúrulega leigulið, þú kannski verið leigulið. Já. Sem var draumur margra. Og fólk fórnaði miklu til þess að komast út úr vinnumennskunni í því að geta verið sjálfstætt. Já, algjörlega. En hún er það náttúrulega sem húskona. Hún er ákveðinleiti sjálfstætt. Og það er það sem aðgreinir hana frá venjulegu vinnufólki að hún hafði þá allavega hana möguleika á að vera reka sitt eigið heimili inn á heimili annara. Hún hafði svona, hún gat þá jafnvel selt vinnu á næsta bæ. Þurfti ekki að vera undir hælnum á bóndanum. Þar sem hún var leiguliði. Nei, þar sem hún var húskona. Það var svona, já.
þetta er sérkennileg staða að vera svona hálf sjálfstæð inn á... Já, en þetta var bara að því að hvernig á ég að skýra það, að ef þú áttir einhverja lágmarkseign að þá gastu, ef þú fékkst leyfi bónda til að vera sérst inn á heimilinu, að þá gastu verið í þessari stöðu. Ef þú varst undir henni, að þá varstu tilneyddur að vera á náð bóndans. En það var náttúrulega ekkert félagslegt kerfi á þessum tíma, þannig að þetta var náttúrulega bara, það var mjög gott kerfi sem að fungeraði. Hreppurinn var náttúrulega félagslegt kerfi og stofnaður til þess að vera en hreppurinn var náttúrulega bara einhverjir 20-40 bændur sem að voru allir mjög klemdir og þeir náttúrulega tóku þá við ef að varði einhver veikur eða einhver dauðvona, þá hreppurinn tók við sannarlega. Reyndi jafnframt að íta því frá sér eins mikið. Já. Eðlilega ef að þú gast ekki einu svona brauðfatt börnið þín að þú veist að fólk var svona á bremsunni. Eins og með barnið að vera að flytja í annan hreppu. Já, einmitt. En segðu mér hérna, þegar hún er hérna áttrætt og mælir fram ævisögu sína, af hverju hún að því? Hvað? Ég held kannski bara, við höfðum náttúrulega áhuga eins og í dag á sögu fólks og kona sem er búin að lifa í öll þessi ár og hún hefur ábyggilega haft frá mörg að segja. Hún var náttúrulega á heimilum svona betri borgara og hún var ekkit hún lét þá bara hafa það óþvegið. Þessi var vondur og þessi var leiðilegur og þessi stal frá mér og nafngreindi þetta fólk. Og það hefur okkur náttúrulega alltaf fundist svo litið svona áhugavert. En heldur hún hafi verið að mæli það fram öðrum til skemmtunar? Vitandi það að saga myndi ferðast? Nei, það held ég ekki. Ég held að það hefði ekki verið hennar markmið að segja einhverja grínsögu eða skemmtisögu. Hún er ekki þannig heldur, sagan hennar. En hún er raunverulega bara að segja hvernig lífin hennar vatt fram og nei, hún er ekki skemmtisaga þessi saga, en hún er gerð að eins konar skemmtisögu. Þegar við förum svo að taka handritið að því að ég með nokkur handritið af ævisögunni. Þannig að það er fólk verið að skrifa þetta upp og þetta hefur dreifst landið. Já, og þegar þetta kemur í hendur á manni sem er að gefa út prentaefni, tekur svona handrit og annað sem að rekur á fjörur hans, að þá er hann að búa til útgáfu í bók og það er í raunveru í fyrsta skipti þá sem að það fyrir einhver að kalla hana Gunnu Suðu og tala og snúa út úr orðanum og þá verður þetta svona komiskari saga og svo þegar hún er gefin út af Jónasi Rafnar sem var nú mjög duglegur að gefa út allavega svona efni þannig úr Eyjafjarðarsýslu að þá fer hann að svona réttlæta það að hann sé að birta þessa sögu á prenti þó hún sé nú, þessi kona sé klámfengin og hann hafði nú reynt að laga orðfærið og það er hann eiginlega sem svona setur hana svolítið niður og svo tekur Páll Eggert við og flokkar hann í handritaskráðnar sem ekki undir flokknum ævisaga, heldur undir þjóðlegum fróðleik með galdraþulum og öðru og þar sem er búið að stróka út orðið ævisaga en það er bara Gunna Suða. Þannig að það er eiginlega á seinni tímu sem að hún fær þennan stimpil á sér að vera einhvers konar svona grínsaga. Og það sem að hún er að segja og aldafarslýsingi sem að hún kemur með eða það er verið að draga úr henni með því að gera svona Gunna eins og er gert oft við fólk sem á að grafa undan grafa undan trúveruleika þess sem að vitnisburðar fólksins þannig hún lendir í því af því hún er veikstæði í samfélaginu og hún er að gagnrýna upp fyrir sig og þá er það ekki að þessi einhver ágalli í samfélaginu sem hún er að benda á, heldur einhver ágalli í henni. Það er eitthvað að henni. En já, einmitt.
Við þessum þetta en það í dag, það var sagt við fólk að þessi umdeilt eða eitthvað. Það bara gert eitthvað til þess að sko draga úr því að þetta sé eiginlega persónulegt vandamál viðkomandi. Frekar heldur en að þetta sé raunsönn lýsing á samfélaginu. Já. En hvað finnst þér? Finnst þér hún lýsing hennar á samfélaginu? Að þið út að nota einsúin og tilgangur hlýtur náttúrulega að vera að við fáum einhvern skilning á samfélaginu, ekki bara þessari einstöku manneskju. Eða hvað? Einhverja tilfinningu fyrir samfélaginu. Já, einmitt, og einhverja tilfinningu fyrir hvernig konur sáu sig, hvernig þær lifðu. Og finnst þér hún góð leiðsögukona fyrir þig til þess að skilja þennan tíma? Já, hún er það. Og ég hef, af því að ég er búin að rýna svo mikið ofan í textan hennar og búin að rýna svo í allar þessar heimildir í kringum hana. Þá er meðal annars líka eitt sem að mér finnst mjög áhugavert, sem að ég held að við séum heldur ekki að taka alveg inn í söguna, því það er oft verið að tala og við munum náttúrulega eftir þáttunum þjóð í hlekkjum hugafars og svona, að það er verið að tala að embættismennirnir hafi barið og nauðgað og allt þetta, fólk hafi verið svo ofboðslega undir hælnum á þessu embættismanna liði. En mér finnst, hún er ekki að smjadra fyrir embættismönnum þegar hún er að tala um þá. Hún lætur það alveg hafa það óþvegið, en maður finnur það samt á henni að hún leitaði aðstoðar hjá prestinum. Það var eini vinurinn sem hún átti. Að hún gat alltaf farið og tala við prestin. Og hún það að hún geti sagt eitthvað húsbændur sína, það sýnir að þetta fólk hafði ákveðin völd. Og við vitum það til dæmis að þessi siður í sveitinni að þegar það kom gest bara garði og það var bara að druknaði borðið í hnallþórum og vegna þess að það mátti aldrei sýna neitt veikleika. Hér er nógur matur. En þegar vinnufólk fer svo á næsta bæ og segir djöfisins bull þarna í gangi og þeir eru bara éta ónýtan mat og ekkert að borða fyrir okkur og það voru náttúrulega bara mjög alvarlegar sögur. Þannig að þetta fólk hafði ákveðið svona ákveðið vald. Þannig að húsbóndavaldið var ekki svona kúandi Nei, það var ekki þannig. Ef ég ætlaði að segja eitthvað Jón bónda, ég liti yfir öxlina á mér á ótta við að ég myndi, mér er bara útskúfa út á samfélaginu. Það er reyndar, það er ein lítil klausa sem er í einu ævisögubroti og það er að mínum að þetta elsta ævisögubrotið af sögun hennar. Og það er höfundalaust, sem er svolítið merkilegt. Og þar segir hún að hún kemur hún að heimili sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, Gunnlaugs Brím. Og hún talar um það að alltaf þegar hún hafi komið inn á sýslumannsheimilið, að þá hafi sýslumannsfrúin gefið sér bæði mat, brauð og kaffi og tekið vel á móti sér og hún hafi spjallað við hann í eldhúsinu. Sem að sýnir líka að hún þótti auðfúsi gestur, jáfnvel á sýslumannsheimilinu og sýslumannsfrúin gaf sér tækifæri til að spjalla. Hún ætlaði að vera að bera fréttir líka úr... Já, það er nefnilega fréttina sem hún er að bera úr sveitinu. Hún er svona séð og heyrt þess tíma. Og þegar sýslumaðurinn kemur inn, þá segir hann hættu þessu bölvuðu rausi Guðrún eða eitthvað. Það getur ekki haft svolítið lagra. Og þá er hann greinilega að sussa svolítið á hana. Hún er eitthvað að segja eitthvað sem hún kannski mátti ekki segja. Og þá segir hún í ævisögunni, en ég sagði nú bara, ég hefði alveg rétt á því Guð hafi gefið mér rödd eins og honum, sem er svolítið gott. En svo segir hún, en ég þorði ekki að hafa það svo hátt að hann heyrði. Þannig að þetta er þurrkað út, að því að Gunnlaugur Brím þótti víst mjög strangt yfirvald. Og þetta er þurrkað út úr hinum handritum ævisöguna. Þeir sem að eftir komu hafa ekki vilja að skrifa þetta. Nei. En, ekki fara með þetta í sínum húsum. Nei, einmitt. Tala illa sýslumannin. Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt það verður að meta ástand í samfélagi, hvað er svona tjáningafrelsi fólks. Já. Sömu leyti finnst mér það að hafa mér minnir það þegar ég var yngri að svona hafa verið meiri
svigrúm til þess að vera með svona derring á vinnustað gagnvart yfirvaldinu. Það sé meiri svona krafa svona undanförnum árum að allir sé einhvern veginn í sama hópnum og meir ekki hallmæla fyrirtækinu og verða svona skuldbundaði með einhverjum hætti í því og fólk alltaf að fara í einhverja svona ferðir eða fundi til þess að ná og gera einn hóp úr þessu sem ég man ekki alveg eftir sko þegar ég var yngri. Mér finnst það vera frekar sko að ég væri að koma hingað bara til að selja vinnu mína og svo tek ég bara launin mín en þú átti ekkert meira að mér en það. Þú átti ekkert sko, ég elska ekkert þetta fyrirtæki eða yfirmannin eða einhvern veginn sammála stefnu þess eða eitthvað, ég bara að selja vinnu mína. Já. Mér finnst að við vera frekar að færast yfir í sussið. Já, en ég þegar... En ég náttúrulega múin að draga þig til 2001. Til nútímans sem að ég hef enga skoðunur á vinnustöðum í nútímanum, bara bændaheimilum á 18. öld. En það er ástæða fyrir að við höfum áhuga á því að ræðum svona hluti, þetta er náttúrulega á sig samsvörun í okkar tímum. Sko. Já. Er það ekki? Jú, og líka bara, þetta hjá mér er það náttúrulega bara að skilja konur á þessu tíma vegna þess að mér finnst við hafa talað konur, alþýðukonur á 18. öld sem bara viljalösu verkfæri sem höfðu engan áhuga að taka þátt í menningarumræðu eða bara, almennt í lífinu. Og það er það sem ég tók einmitt út úr bókinin Guðrúnu og þessari rannsókn, að það var að mér langa að skoða hvernig tókst konum að marka sérstöðu í lífinu og hvað færði sérstæðan þeim. Þú veist, var möguleiki, voru allir í vinnumennsku eða voru einhverju núansar hana, gátuðu selt eða gert eitthvað úr sínum hæfileikum. Og svona hver var raunveruleg staða í samfélaginu, málfrelsi, tjáningafrelsi, þáttaka, tækifæri eða áhrif á samfélagið og þar svona. Já, einmitt. Ertu þá að segja það að því að við erum skiljanlega verið upptekin af kúgunkvenna, að þá hættir okkur til þess að líta á konur að þær hafi bara verið bara alveg réttlausar og þar leiðandi bara eiginlega ekkert. En hort þá framjá það sko hvaða sessar gátu þó haft inn í samfélaginu. Já. Ég kem af svona sjómannafólki og þar eru konurnar alltaf sko stólparnir í fjölskyldunum af því að kallarnir voru bara út að sjó. Já. Og þannig að þessi svona hugmyndum að konur hefa engin áhrif passar ekki inn í mína ættasögu og það er svona hugmyndur hlutur kvenna sem að bara hangir einhvern veginn í ættasögunni sko, því sem að mann er sagt og allt sem að mér var sagt sem að ég átti að læra var sagt haft eftir ömmu minni sko. Já, ég maður ekki til neinu sem var rætt eftir aða mínu sko. Nei, það var alltaf sjó. Nei, en svo fekk hann eitt sko að því að þegar hann er alltaf út á sjó og þegar hann kemur heim að þá far hann að vera sko blíði armurinn. Já. Þannig að svona mín ættasega passar ekkert við svona oft sem er látið eins og séu sko hlutur kynjanna í sögunni. Já, ég held að konur, þær réðu náttúrulega inn á heimilinu. Já, bara algjörlega. Af því að... Hitt gekk ekki upp sko. Nei. Þeir vissu ekkert hvað var að elda mat eða búið til flíkur eða annast börn eða uppfræðið eða annast aldrað eða sjúka. Það var ekki inn á þeirra borði. Þannig að þeir voru svona, þegar þeir komin á heimilið að þá eðlilega voru það þær sem að svona stýrðu öllu. Stýrðu því, hverju komu og hverjum var vísað í stofu og hverjum var vísað í eldhúsið og hvað var rætt og hvernig við rættum annað fólk og þetta allt sem að ég veit þetta hef ég frá ömmu minni sko. Já, einmitt. En já, svo við kannski höldum áfram vegna þess að... Nei, með eitthvað annað bara. Já, það er bara því að þú ert búin að vera með hana svo lengi. Já. Ég ætla aðeins eitt áður, af því að ég held að kannski tengist. Við höfum stundum verið ekki oft reyndar, verið að ræða þessa svona vinnuhjúa mennsku og það komið svona upp hugmyndunum að því að sagan hjálpar okkur til að skilja hverju við erum sem hópur. Við eigum einhverja sameiginlega sögu og það er eitt að það er að draga kannski upp líf og svona stöðu vinnufólks meira til þess að við getum skilið bara okkar fortíð því að þótt að við séum öll komin að höfðingjum þá erum við líka komin að þrælum og vinnufólki
Það eitt, en svo hefur maður líka heyrt svona hugmyndur það að við þekkjum þessa sögu svona lítið, þú nefndir þjóði hlekkjum hugafassin sem var svona sjokk, treatment einhvern veginn og svona raðast svolítið illa, þetta bara dinglar einhvern veginn svona sem fullyrðingar og stundum notað í svona pólitískum tilgangi, stundum til þess að það er annað mál. Við hefum heyrt að tala það að við yrðum eiginlega að horfa meira á svona kúgun alþýðu fólks á kannski 300 árum fyrir 2000-öldina. Bara til þess að skilja bara betur svona hugmyndur okkar samfélag og hvernig við erum, það verður að vera fólk sem haldið fram að við séum eiginlega bara trámað fólk, sko. Að þetta hafi verið svo ófrjálst líf sem að fólk hafi lifað og gegnum alveg hryllilega hörmungatíma og mikla erfiðleika að við sem að þjóð bara til þess að komast yfir svona sameiginlega tráma okkar ættum að draga þennan tíma og þessa stöðu, þetta fólk sem að lifði í þessari stöðu meira fram bara til þess að skilja okkur, sko. Já. Sko, ég held að, sko, mín skoðun er ekki svo að það hafi allt verið súrt og eitthvað á 18. öldinni. Þetta var vissulega mjög erfið tímabil og vissulega var mikil fátækt, en fólk kannski, það er ekki nema þeir sem að sigldu til Kaupmannahafnar og gátu lært sem að sáu kannski efri lögin þar, hvernig þeir höfðu það, þeir kannski sættu sig ekki við að svona einhaft mataræði eða kulda vosbúð heima á Íslandi, en ég held að þegar þú þekkir ekkert annað, sko tráma kemur held ég meira bara þegar þú ert vanur einhverju og það er tekið af þér. Þegar þú ert ekki vanur, þegar þú ert bara vanur að vera í þessum dal og það eru nokkru sveitabæir og þið mjólkið ætnar og fáið lambakjöt og veiðið stöku fisk og þú ert ekkert með einhverjar háar væntingar. En Guðrún sín og gaurinn hennar, þeim dreymdum að komast út úr sinni stöðu, komast upp, og náttúrulega sjálfstætt fólk náttúrulega frábær saga vinnu fólk sem að mér fannst að þegar voru alltaf flóð í Bangladesh fyrir einhverjum árum síðan, að þá var ég eitthvað að reyna að skoða þetta og sagði maður mér að það sem að gerist er að það flæðir yfir Árásona og eftir stendur sko frjóasta mold í landinu. Þú veistu bara, og þá fara fátæklingarnir og planta þarna hrísgrjónum og reyna að rækta, vitandi að eitt ári kemur flóðið og þurrkar út allan afræktu þeirra og kannski þau líka í leiðinni. Og mér fannst allt í einu, þetta er sagan heidabíl á Íslandi, það sem sko draumur það að losna út úr vinnu mennskunni, er að fara upp á heiðar og fá að vera sjálfstæður og þurfi ekki að búa í sama herberginu og bossinn minn sem er á baki hliðið og vera með einhver niðursetningi upp í rúmi hjá mér og vera, þú veist, með ekki segja neitt og eitthvað svo leysani að ég ætla að fá að búa upp á heiðinni, en ég veit alveg að eitt vorið kemur kalt vor og þá hef ég ekki hei og þá hættir kýrin að mjólka og endanum drepum við hana og endanum förum við aftur með skotta á milli lappana og fáum að vera að vinna hjá áttaf, en við fáum þá allavega 4-5 ár í frelsi og ég held að þessi hugmynd eða kannski hefur Laxness og fleira bara settið inn í hausinn á manni, að þetta hafi búið með fólkinu, þó svo að hafi búið í dalnum og það sé skárra að vera fátakur með fátakra heldur en að vera eini fátaklingurinn í þorpinu, sko. Að þú veist að viðmiðnarnir eru, en draumurinn að þetta... Sjálfstæði. Já, þú veist, mér er bara ætlað eitthvað meira, sko. Já, einmitt. Þannig að kúinu har alltaf verið að, þú veist það af þessu, þú færði þetta ekki, ef þú færði þetta, þá færði þetta bara skammastund, leiðin út er næstuði og svo náttúrulega
jarðaru börnið þín og upptekinn af þér börnið þín eins og með Guðrúnu þína. Já, einmitt. Þú veist, þannig að það ósvöldur harmur þarna. Já, það er það. Áfall. Það er mjög mikill harmur. Linnulaus áfallastreita. Já. En við höfum líka bara mjög fáar heimildir gleðitímana. Þú veist að það kannski skortir og það er eins og þessi ranghugmynd að það hefur allt verið svo leiðilegt, maður sjáu það bara á myndum frá þessari tíða því að brosir enginn. En í fyrsta lega var fólk náttúrulega meira minna tannlaust kannski, þannig að það vildi ekkert kannski sína brosið sitt og í öðru lagi þótti þetta svo merkilegt að fara til ljósmyndar að þú vildi sína þitt svona virðingavert þína ímynd á virðulegan máta, þannig að og þú þurftir að standa kjur vissir ekki alveg hvernig blossing kæmi þannig að reyndu að halda brosinu í 7 mínútur það er bara ekki hægt það er líka tæknilega ómögulegt. Já, akkurat. Það líka það hvað fólk var að sína fólk var náttúrulega ekki að sína sig svona kátt og glatt eins og allir að gera á Facebook í dag það var bara að sína, hér er ég Já, einmitt, og fjölskylda mín og en það er náttúrulega, við getum gert það sama tíma sko að einhvern veginn dreigi fram hvað gekk á þessum tíma en auðvitað verður við að vita líka að jafnvel sko í fátækt og erfileikum og þá á fólk sér sko ríkt innra líf og kann að skemmta hvort öðrum með skemmtilegum sögum og maður er manns gaman og við sjálfum sér þurfum ekkert mikið meira heldur en sko baðstofuna til þess að geta lifað góðu lífi sko. Já, og það var mikil samvera í baðstofunni, það var verið að lesa og segja sögur og syngja og þannig að já, ég Þú ert búin að vera að hugsa hana Gunnu Suðu árum saman og þá ákast að finna þér aðra konu Já, það sem ég ætla að segja áðan við að það sem ég tók út úr bókinuna var þetta með sérhæfingu og sjálfstæði kvenna og þess vegna fór ég út í það að skoða bara hvernig konur höfðu það, hvernig var að vera ung kona á 18. öld og í fyrsta lagi þá fann ég heimild að konur, ungar bara 20 stúlkur sigldu til Kaupmannahafnar í nám þetta voru bara bændastúlkur og fengu styrk frá Danakonungi að sem sagt það átti að reyna að kenna okkur að vinna ullan okkar betur. Hér var náttúrulega framleitt alveg svakalega mikið af ull og við höfðum gamaldags verkfæri til þess að vinna hana og hún var oft svo illa unnin að það var eiginlega ekki að nýta hana í neitt þegar hún kom til Kaupmannahafnar. Þannig að það var svona ákveð taka ungt fólk alls staðar á landinu, flytja það til Danmörkur og kenna því þessi handverk svo það getur fært tilbaka og kent öðrum. Og það átti að vera jafnt kallar og konur sem að fóru út og ég fylgdi sem sagt þarna eftir nokkrum konum sem að fara þarna einar út og í nám og það var ótrúlega merkilegt að sjá hvað þær höfðu mikinn kjark að fara úr sinni heimasveit aleinar á ókunnuga stað og læra eitthvað nýtt og koma svo heim aftur. En ég kláraði raun og veru ekki þá rannsókn vegna þess að það kom COVID og ég þurfti að komast til Kaupmannahafnar af því þetta er allt eða er mjög mikið í Ríkiskjalasafninu þar. Þannig að þá byrja ég á annarri rannsókn og bara lagði þessa rannsókn til hliðar, þessar konur mínar þarna sem voru í iðnnáminu og þá hugsaði ég með mér að ég þurfti að finna eitthvað eitthvað stórt og mikið heimili á Íslandi á 18. öld sem að var ígildi háskólastofnunar eða skólastofnunar og vegna þess að þar gæti ég mögulega séð hvort það hafi verið eitthvað sérhæfing hjá konum, hvort það er svona að því að á þessum stóru heimilum að þá er náttúrulega mikið starfsfólk og það eru sérhæfðari störfin og svona, þannig að ég valdi Amtmannsheimilið á Möðruvöllum í Hörgárdal og það er alveg risastórt heimili og ég bjó mig til gagnagrunn yfir vinnukonur á heimili Amtmannshjónanna
frá 1792 held ég, það var eitthvað ónýtt þarna, einhverja kirkjubækur og alveg 25 ár. Og á þessu 25 ára tímabili þá fara 50 konur heimilið. Þannig að þú getur ímyndaðir umfangið á sko rekstri heimilisins. Hvað margar svona hverju sinni? Þær hafa verið svona 8 til 10 vinnukonur inn á heimilinu. Þannig að töluverð svona, hvað heitir þetta svona þegar skiptir starf svona? Það þykir ekki gott í fyrirtækjum að vera með mikla starfsmannavelta. Það er mikil starfsmannavelta. Já, nei, kannski að því að þetta var náttúrulega bara staður þar sem að þú komst við á leiðinni eitthvað annað. Þú varst bara þarna til að læra. Og það var greinilegt. Þegar ég bjó til þennan gagnagrunna þarna, þá náttúrulega voru þetta var svo mikið á konum. Ég var bara með nafnið á konunum og kannski aldur. En ég fylgdi þeim öllum eftir, tekkaði á hvaðan þær koma landinu, hverja manna þær voru, hvað varð þær og annað og hvort það var eitthvað mikið magna heimildum þær. Og þá fékk maður einmitt tilfinningu fyrir því hvernig þetta var. Og á Amtmannssetrinu náttúrulega Amtmannsfrúin og hún með stór og mikil híbýli, það koma fullt af gestum, erlendum og innlendum. Það eru haldnir þarna allavega samkomur, fundir og annað. Amtmannsembættið, mjög annarsamt embætti, hann á ferðalögum og annað, þannig að hún þurfti að halda líka, hann var jafnvel í Kaupmannahöfn, þannig að hún þurfti að halda þetta heimilið og hún eignast 18 börn á þessu tímabili. Þannig að það var líka, hún var með fullt af börnum. Það er bara 2 ári. Já, tvíburar. Og hún með barnfóstru, þar sé ég barnfóstru einmitt. Hún með stofustúlku og þjónustustúlku, eldakonu og svo vinnukonur, nokkrar vinnukonur. Og maður sér hvernig hierarkíið á heimilinu því að fyrst eru Amtmannshjónin, síðan börnin, oft strákarnir og undan stelpunum því miður og svo kemur kannski þjónustustúlkan, stofustúlkan, barnfóstran, eldakonan og svo vinnukonurnar þar á eftir. Og það vinnukonur að vinna úti? Já, það eru svona vinnukonur sem að, hugsa, ég hafi verið í bústörfum og annast bústofnin. Ef maður vildi vera grimmur þá þetta var kallað í þrælahaldinu í Bandaríkjunum, þá var það þeir sem voru í húsinu og voru kallaði hásleif eða eitthvað. Já, það er verða orð hásenn og hitt væri fíld. Já. Og þá var þetta rosalega hierarkí að ef þú varst þræll inni að þá upplifður að þú ættir sömu örlög og húsbændurnir að meðan þú varst úti á akrinum og horfður upp á húsið. Það voru engir hagsmunir sem voru sameiginlegir þar. Nei. Þannig að sá sem var í húsinu, hann gæti elskað húsbóndan. Já. Að meðan að sá sem var út á akrinum gæti hatað hann. Já, en það er ég bara ég leika mér að því að vera með þessi aðgreiningu. Þetta er kannski það er kannski ákvörð á þennan hátt sem að ég hef túlkað heimildina fyrst. Svo þegar ég fór að athuga hvaðan kemur þetta fólk, að þá eru þjónustustúlkurnar sem eru fyrsthaldar. Það eru dætur kannski prestsins í sýslunni eða sýslumannsins í sýslunni við hliðina á. Þetta eru hátt settar dætur og þær voru þarna sannarlega í einhvers konar námi. Já, til þess að verða betri kvankostur. Já, þetta var heimili sem var svona efsta lagið í samfélaginu og þarna læriðu þær allt. Þær læriðu að stýra svona stóru heimili og læriðu að lesa kannski og lesa menningarlegar bókmenntir eða eitthvað. Því að á þessum heimilum voru sannarlega bókasöfn. Og svo barnfóstran til dæmis að hún fylgdi kannski heimilinu frá því að fyrsta barni fæddist og fór svo með kannski fyrsta barninu á næsta heimili og hugsaði börnin hennar. Og fór stundum til Reykjavíkur, það voru svona konur sem að fylgdu fjölskyldum og voru bara
bjuggu bara inni og engin vissi hvort það voru sko í vist eða launafólk eða hvað sem bara fram á miðja síðustu öld. Já. En þetta var allavega þarna komst ég að því að það var sannarlega einhvers konar sérhæfing í þessu 18. aldar samfélagi. Og hún fór náttúrulega, eðlilega fór hún líka eftir því hvaða möguleika þú hafðir á að komast í stöðu þjónustustúlku. En þá þurftur að vera svona betri vegna þess að það var náttúrulega mikil ásókn í að komast. Þetta var bara eins og fínasti háskóli í dag. Erfitt að komast inn. Og svo sá maður að vinnukonurnar sem að hafa trúlega komið þarna inn, þær voru kannski 17-18 ára, þá voru þær samt orðna kannski matreiðslukonur á heimilinu. Og síðari stigum. Já, kannski 2 ára seinna eða eitthvað. Þú gætu unnið frá því að vera á hrífunni úti í slættinum yfir í að vera matreiðskona. Já. Og svo kannski giftust matreiðskonurnar ráðsmönnunum á Amtmannsheimilinu. Og þetta var náttúrulega fólk sem að kunni virkilega til verka á þessu fínasta búi og allir þekktu í sveitinni. Þannig að það var kannski auðveldara fyrir þá að komast sem leigulegar eitthvað staðar eða komast í betri stöðu frá heimilinu. Af því oft þegar þetta fólk vildi giftast og eignast börn, þá fór það af Amtmannssetrinu. Þannig að þetta Amtmannssetrið, ástæðan fyrir að konurnar kom og fóru svona ört, að það var að þetta var bara eitt stopp á leiðira í eitthvað annað og það var mjög gott að komast á svona heimili og læra til verka og svo ég fari örlítið til hoppi yfir í Anna Guðrúnu mín aftur að ég fylgdi til dæmis yngstu systurinni á heimili Guðrúnar Ketilsdóttur. Hún er greinilega, hún er 4-5 ára gömul þegar hún er byrjuð eitthvað að stafa og kann eitthvað vers og eitthvað svona og svo sér maður að presturinn hefur mjög mikið álita á henni. Þegar hún er orðin eitthvað 17 ára gömul þá er hún farin að vinna fyrir kaupmannsfrú, danska kaupmannsfrúin Akureyri. Og svo missir þessi kaupmannsfrú manninn sinn og fer til Danmerkur aftur og þá er hún ráðin hjá aðal kaupmannunum á Akureyri. Og hann missir konuna sína og flytur þá til Danmerkur en bróðir hans tekur við sem að hafði búið lengi á Íslandi og hann eignast 2 börn með þessari systur Guðrúnar og svo eignast hún 3. barni með öðrum kaupmanni en hún er alltaf ráðskona eða mjög ofarlega í stöðu hjá dönskum kaupmönnum. Síðan þegar hún er orðin mjög fullorðin, hún giftist aldrei nefnilega, að þá ræður hún sem ráðskona hjá Gunnlaugi Brím, sýslumanni í Eyjafjarðarsýslu, sem sýnir jafnvel þessi kona sem var búin að eignast 3 börn fyrir utan hjónaband og er venjuleg vinnukona en þá bara, hún bjóði yfir ákveðinu auðmagni. Hún hafði búið á heimilum danskra kaupmanna sem höfðu náttúrulega aðgengi að ýmsum varningi sem var ekki til almennt inn á öðrum heimilum. Þeir líka, dönsku kaupmennir voru með allavega sérvisku í sambandi við, kannski voru þeir farnir að borða danska kjötbollur á þessum tíma, en allavega einhvers konar auðmagni bjó hún yfir eftir að hafa búið á þessum heimilum sem að sýslumannunum, unga sýslumannum í Eyjafjarðarsýslu fannst mikilvægt að. Já. Og þetta er það sem ég hef áhuga að fylgja eftir þessum konum. En áttu við að þrátt fyrir að hún hafi eignast 3 börn utan hjónabands og við kannski í nútímanum ætla það að hún hafi verið svona forsmáð og hafnaða samfélaginu að þá hafði hún samt svona eitthvað svona sess í samfélaginu, einhvern karriér sem hún gæti haldið áfram. Já, ég held nefnilega það hafi átt við á Íslandi eins og þú sér bara þegar þú kemur út á land í dag í þessu litlu samfélag út á landi, þá hafa allir mörg hlutverk. Hver og einn einstaklingur er svo mikilvægur innan samfélagsins og þannig var það líka held ég á 18. öld að það bara ef þú varst klár og duglegur og sniðugur að koma þér áfram að þá fékkstu mörg spennandi tækifæri og það var svo sannarlega við þessa systruna Guðrúnar sem að
sko hún í raun og veru flytur á heimilinu vegna þess að hún missir pappa sinn og heimilið leist upp þegar hún er 17 ára gömul. En þá bara fer hún strax einhvern veginn inn á þessi heimili, inn á kaupmannsheimilin. Og það má segja líka eina þessum Amtmanns vinnukonum sem ég fylgi eftir, að hún kemur líka sem fósturbarn inn á Amtmannsheimilið og á greinilega sko góða framtíð eftir það, af því að hún kemur sem fósturbarn til dansk kaupmanns sem að elur hann upp og hún gerir svo stofustúlka hjá Amtmanni og giftist þar ráðsmanni og flytur í burtu. Þannig að hún á í raun og veru farsæla ævi með því að komast sem stofustúlka á Amtmannsheimilið. Sem er eins og menntun. Já, sem að, ég er eiginlega að líta á Amtmannsheimilið sem svona skólastofnun að því að við höfðum enga skólastofnanir og sem að konur notuðu til þess að bæta stöðu sína í samfélaginu. Já, vegna þess að og ekki bara til þess að vera betra konfang, heldur þú gæta líka verið með bara karriér út frá því. Já, og við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að þessir drengir sem voru að fara til Kaupmannahafnar að læra á þessum tíma, þeir áttu náttúrulega bara að vona því að fá kannski stöðu sem sýslumenn eða prestar. Og konur voru ekkert í stöðu sýslumanna eða presta, en konur gengdu svo fjölþættu og flóknu hlutverki inn á heimilunum sem að var mjög flókið og eftir því sem þú varst í hærri stöðu þá var það jafnvel flóknara. Þannig að þetta voru sannarlega menntasötur sem að voru að mennta þessar konur í hlutverk. En ef þetta er svona sagan og sagan er grunnurinn af sjálfsmynd okkar og svona skilningi á stöðu okkar í samfélaginu í dag og segjum að konur séu minnihlutahópur sem er alltaf erfitt að segja vegna þess að það er helmingurinn. Og þú vilt ná í sögu kvenna og þú ert að benda á að þær hafi sinnt mikilvægum hlutverkum og það hafi verið svona og þær hafi verið að byggja upp mennta og félagsauðmagn til þess að koma sér betur fyrir. Ef þetta voru að segja með sögu af svörtum í Bandaríkjunum eða einhverjum öðrum svona minnihlutahópum eða samkynniðum eitthvað, þá er oft hugmyndið svo að við sækjum það í söguna, einhverja sögu, vegna sem við ætlum að byggja á því hver stað okkar er í dag. Og þá segir það sem að þú sækir í söguna sem að hefur ekki verið með athygli á út stöðu kvenna og stöðu þessara kvenna sem að þú hefur kynnst hérna. Hvað er það sem að við getum sótt þarna og sagt að já, þetta eru konur, þetta gáttu konur gert, hvað er það eitthvað svoleiðis sem að eða er þetta kvenna menning eða skilur hverju að fara að það er oft hugmyndir svo að við okkar eigin sögu sem er ekki í hins sagan og við ætlum að byggja stöðu okkar og sjálfsmynd og fleira á þeirri sögu og þá er að spurning hvað í þessari sögu er sérstætt við konur. Þetta er náttúrulega sömulegt þetta saga undirsetts hóps sem er að lifa af í samfélagi hinna. Það kemur alltaf í aukasettingum hjá þeir og þú segir, já þær gáðu náttúrulega ekki orðið prestar og sýslumenn. En vildu þær endilega gerast prestar og sýslumenn? Ég er bara að segja að þær höfðu ekki, þær settu sér ekki markmið að komast til Kaupmannahafnar og læra til prests eða sýslumanns, af því þær vissu að það var ekki. En Guðný, undanfarin 70 ár hafa konur verið að segja fram að við viljum hafa sömu tækifærin og kallandir, við viljum vera sýslumenn og prestar, alveg eins og kallandir. En ertu að segja það að við áttum líka konur, okkar eigin kultúr eitthvað svona, sem að við ættum líka að hugsa og byggja á, það að vera amtmannsfrú og reka möðruvelli. Það er bara, veistu það er bara miklu merkilegra heldur en þetta sýslumennadrasl. Það er nefnilega alveg sammálaðir og það er það sem að ég er að sýna fram á að mér finnst það er kannski líka þessi baráttu okkar fyrir jafnrétti að hún snerist kannski miklu meira það að við vildum fá rétt til sömu tækifæra og sömu launa og annað og þá einhvern veginn tapaðist þessi mikilvægi partur
af því að vera kona eða þú veist það tapaðist, áherslan var ekki lengur þar og ég held að þess vegna höfum við einhvern veginn ætla það bara, 18. öld þannig að konur voru bara vinnukonur og þær gerði ekkert og það var ekkert merkilegt en við höfðum ekki spítala á þessum tíma eða leikskóla eða skóla eða gátum fara til Bónus og keyptu okkur mat. Þetta fór allt fram á heimilinu og það voru konur sem sinntu því öllu. Og nefndir bara dagvist og leikskóla og uppbyldistofnanir með barnfóstrunni og mörgvöllum sem ólu upp 80 börn eða ekki eins og sama manneskinn en það var stofnun þar inni sem ígildi leikskóla í dag og mentastofnunar. Já, einmitt. En ég bara veltaði hvað getið þið konur gert við þetta? Ef við segjum það auðvitað það galin leið að konur ætla að sanna það að þessu bara jafn góðar og kallar og bara taka yfir kallaheiminn og sömuleyti sjáum við þetta. Ég veit ekki hvort að þú ferði í bíó og svona, ég finnst alltaf gaman að fara í bíó og þá maður að sjá svona að kvenhlutverkin það ekki komið kvenhlutverk í bíó frá Hollywood, heldur eru bara konur fann að leika kallarhlutverkið. Þú bara horfa á konur leika James Bond og eitthvað svona, alveg bara alveg rugl, sko. Þannig að þá sem að akkur getur konur ekki komið inn í myndirnar án þess að vera feika sig sem kalla. Já, akkurat. Er þetta eitthvað þarna sem það er þessi ofur áhersla á það konur þurfi að vera í sömu stöðu og kallar til þess að vera að teki mark á þeim eða eitthvað. En sem betur fyrir eru við, til dæmis hérna á Íslandi, sem betur fyrir eru við að sífellt fleiri kallar til dæmis á Íslandi taka að sér þetta umönnunar hlutverk sem að er ekkert sjálfgefið hérna í Evrópu í kringum okkur, í löndum að kallmenn taki hálft fæðingarólofi á móti konun og og kallmenn dragi úr vinnu að því að konurnar þurfa að vinna meira. En þetta er farið að gerast í dag á Íslandi. Þannig að ég held að við séum bara mikið framar heldur en aðrar þjóðir í kringum okkur í jafnrétti og ég held líka að íslenski kallmenn að þeir eru kannski líka bara vanar því að konur taki þetta allt á sig. Þannig að þeir eru vanar því að geta treyst konunum. Og það er eitthvað sem er líka bara í fortíðinni. Kallmenn fóru á sjóinn og konurnar urðu bara að bjarga sér og kallmenn fóru í ver, já, einmitt og þannig að og svo ef við með á 2000-öldinni þá voru kallað bara út á síðutórum og siglingum og komu bara heim 4 mánuðum seinna, sko. Já, einmitt. Alls konar. En ég held að... Og allt samfélagið, svona sjómannabæir, hluta mínu fólki kemur úr Hafnarfirði og þar heldur konurnar svona bara einhvern veginn, sko hinn raunverulegi bær var aldrei upp á konum, sko. Svo það var einhverjir kalla bæjastörur og eitthvað svona. En það var til þess búið til dagvist fyrir sjómannekkjur. Já. Þú veist, það er svona, það ætti að sjá ýmis merki, sko, hvaða árið það hefur að konur hafi hver árið þeir eru, sko. Já. Og ég er líka sko sannfærð þetta verkefni sem ég er að skrifa núna í dag, þá er ég að skrifa sögu Amtmanns frúar og ég er einmitt ég set mig svo oft inn í hlutverkana því að við vitum svo lítið hvert hlutverk þeirra var og það er það sem að sko, saga Möðruvalla hefur verið skrifið alveg í tætlur, bara í mörgum bindum, en það er enga konur í henni. Þó voru konur sannlega sem stýrðu þessu heimili. Eða það eru ekki mikið af sögu af konum þar. Og mér langar núna að reyna að bara skoða þetta heimili og skoða hvað fór fram þar. Hvað var verið að bardúsa heimilinu og Hversu stofnun var þetta í raun? Já, einmitt. Og það er mjög flókið að reka svona risastótt heimili og þú veist, allur búpeningurinn sem að þú veist, var þarna og var verkað eitthvað úr því og það var sett upp vefstofa þarna og var verið að
vinna eitthvað flókna hluti til sölu úr ullinni og sem að var náttúrulega gríðarlega auðlind og verðmætt á Íslandi því að íslenska ullin, af því það er svo kalt hérna og rakt að þá er íslenska ullin náttúrulega frábær en það þarf að vinna hana betur. Já, ég held að við sem erum búin að missa þessu að því að við ræktum núna sauðfé inn í húsi sem er náttúrulega afleitt leið til þess að búa til góð ull sko. Já. Það er eiginlega leið til þess að búa til afleitt ull. Svo höfðum við ekki efna að heyja einu sinni á 18. öld þannig að þeir voru bara látni ganga úti. Já, sem að þá náttúrulega var ullin svolítið sko, af ræktuðu tún í dag að það eru gömlu bæjartúnin bara 0,5%. Já. Þannig að á þessu tíma að þá var sko það sem var heyjað var 0,5% af því sem er heyjað í dag. Já. Það voru ekki svona rúllurnar út Nei, einmitt. Þannig að það var gengið úti náttúrulega og sömuleitt er það kannski eðlilegt að það er svolítið skrítið að rækta sauðfé í húsi sko. Ef þú pælir í því sko, þá er það ekki... Já, en er það ekki bara blá veturinn sem að vera húsi? Já, það var byrjað, við byrjum á því. En það er ekki gefið að það í að vera. Nei. Eins og þegar ég var að lýsa heiðabílunum, að þá var það ekki sauðfé sem að fórst úr hór, það var beljan. Af því að það þurfti að heyja fyrir hana og heyjinn kláruðust en sauðfé er með svona það er næstum svo skóflur til þess að grafa sér niður í gegnum freran til þess að komast í hey. Þess vegna er það svona nei, ég segi það ekki. Herðu, mér slegilegt að hafa ekki svona hnallþórur að bjóða þér hérna þegar þú kemur hérna að borðinu með þessar sögur. Þannig var það í gamla daga þegar fólk kom á bæi og sagði sögur og þá fekk það góðan mat bauði bara upp á kaffi. En Guðný, takk fyrir að koma hingað og segja frá konum í sögunni. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Já, þetta er lokin hjá okkur í kvöld hér á Rauðaborðinu. Ég þakka Guðný aftur og öllum gestunum sem hingað komið. Pétri og Laufi fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem eru að hlusta og breyti þessu samtal okkar við þetta vaxdúkaða borð í fjölmiðlun. Þið getur verið virkir þáttakendur í uppbyggingu samstöðunar bara með því að benda vinum og vandamennum á efni sem að ykkur líkar. Þannig hefur dreifikerfi samstöðunar byggst upp með góður í afspurn. Þið getur benda á að það má finna efnið á Facebook, það má finna efnið á YouTube. Við erum í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM, ef þið viljið stilla inn í bílum. Það má líka sækja þær útarsendingar á spilarinn á netinu, spilari.is og svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna hvað sem er í heiminum, það sem er netsabbat og allar íslenskar útastöðar. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt sendt frá fjarskiptafyrirtækinu Símanum, þar er númer 5 á fjarstýringunni. Þar getið þið nálgast 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, efni og samfélagsumræðu frá samstöðinni. Fjárhagslega þá eru við byggð upp af framlögum einstaklinga, við kallum það áskrift, þið getið farið og skráðu ykkur sem áskrifendur inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það kostar 2.500 kr. á mánuði, þið megi borga meira ef þið viljið og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Það eru samkvæmt mælingu sem voru gerðar í apríl, líklega hátt í 40.000 manns sem eru að hlusta á þætti samstöðurinnar eða horfa í hverju viku. Af þeim eru 1350 áskrifendur og það er í boði þessa fólks sem að þið fáið efni frá samstöðinni. Það væri auðvitað gaman ef að fleiri myndu slóst í hópin því að þá getum við gert enn öflugri í samstöð, enn öflugri umræðu vettvang og enn öflugri fréttavef. Pæliði því, ef þið viljið gerast áskrifendur, þá getið þið farið inn á samstöðun.is. En ég ætla að láta þetta næja í bili, segi góða nótt og svo sjáumst við aftur hér á morgun við Rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.